Já, velkomin að Rauða borðinu á 50. snemma vors eða síðla vetrar, það kemur eftir að koma í ljós. Það margt í dagskrá hér í kvöld. Hérna í lok þáttarins kemur hann Hilmar Þór Hilmarsson sem prófessor á Akureyri og kemur alltaf hérna við á Rauða borðinu þegar hann að fara út í heim eða koma heim. Nú hann að koma frá Tælandi og ætlar að koma hérna við og ég ætla að ræða við hann kannski svona öryggismál í Evrópu, það stríð þar og NATO á 75 ára afmæli, það í dag. Þannig ég ætla að svona reyna að meta það með honum hvaða árangur hefur verið að starfi NATO í Evrópu, hvort það séu komnar auknar kröfur á Íslendinga að eyða meiri peningum, það mátti helst lesa það út úr grein Bjarna Benediktssonar í Mogganum í morgun að hernaðarútgjöld á Íslandi myndu stóraukast. Það eru forsetakosningar framundan og ég hef fengið hingað að Rauða borðinu þá frambjóðendur sem við teljum að muni ná þessum 1500 meðmælendum sem að þarf til þess að enda á kjörseðlinum. Það komið að Helgu Þórisdóttur sem forstjóri persónuverndar. Ég ætla að spyrja hana hér á eftir af hverju að hún vill bjóða sig fram til forseta, hvernig forstjórinn vill verða og svona eins og vill verða í þessum samtölum að þá erum við svolítið að spjalla samfélagið sem við lifum í því að það náttúrulega verkefni forsetars að fást við vanda í samfélaginu og kannski ýta undir það góða. Ég nefndi áðan að NATO 75 ára í dag og ég vaknaði í morgun og við það að Bogi Ágústsson var að tala við Björn Bjarnason og þau voru rosa ánægðir með afmælisbarnið 75 ára og svo kíkti ég aðeins í Moggan og það var leiðari þar og eins og ég sagði áðan að það var grein frá Bjarna Benediktsssyni og það var grein frá formanni utanríkismálanefndar sem að var að fagna því að friðarbandalagið verið 75 ára. Gaman að þessu að NATO-sinnar séu svona glaðir en ég ætla aðeins að koma með móta í þetta og fá hann Ögmund Jónasson til þess að fjalla þetta afmælisbarn sem 75 ára í dag NATO, hvaða gagn það hefur gert, hver saga þeirra og hvert það að þróast. Það kemur hér á eftir. En áður en að Ögmundur kemur að þá ætla ég að fá hann félaga minn hérna á samstöðinni Björn Þorláks til þess að spjalla aðeins við mig forsetakosningarnar og þá stjórnarkreppu sem orðin á Íslandi út af löngun Katrínar Jakobsdóttur til þess að flytja til Bessastaða. Það ætlum við að gera hér eftir örstutt hlé en áður en að því kemur að þá ætla ég að minna ykkur á að þið getið hjálpa okkur við að byggja upp samstöðuna og við þurfum raunverulega ykkar hjálpa að halda. Allt sem að þið sjáuð hér og heyrið í boði áskrifenda og fólk sem að styður okkur, þið getið bent bara vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar hér á samstöðunni. Það stækkar dreifikerfið okkar. Þið getið bent á að við erum á Facebook, við erum á YouTube, við erum á öllum hlaðarsveitum, við erum í útvarpinu á 89,1 á FM á Stórhöfuðborgarsvæðinu og það má sækja þar útsendingar líka á spilarann, spilarinn.is á netinu og spilarinn líka app sem var hlaðanur í símann og þá getur hlustað á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpi til þeirra sem eru svo heppin að skipta við símann. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á samstöðuna. Það víst mjög notalegt þegar maður orðinn þreyttur eftir langa dag að sitja í sófanum og hlusta á samstöðuna á samfélagsumræðu sem hér fer fram. Hún á 24 tíma á sólarhring 7 daga í vikunnar allan ársins hring. Hérna við þetta Rauða borð og í öðrum þáttum samstöðarinnar. Þið sem að viljið slást í lið með áskrifendum, getið skráð ykkur fyrir áskrift á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift, það kostar 2500 krónur, þið megi borga meira eða þið viljið og þið sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Fyrir 2500 krónur á mánuði getið eignast fjölmiðil í félagi með öðru fólki. En framundan eru viðtöl og spjöll kvöldsins. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Súpueldur sósíalista alla laugardaga klukkan 11:30 í Alþýðuhúsinu Vorstjarnan við Bólholt 6. Nærum okkur með félögum okkar og ræktum baráttu andan. Samvera og samstaða, Vorstjarnan. Þarftu hann að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, heyrðu, það sem fólk að tala í pottunum og það sem hittist eru forsetakosningarnar og kannski
hvað verður framboð Katrínar Jakobsdóttur og þetta setur svona íslensk stjórnmál í svolítið undarlega stöður, undarlegri en hún hefur nokkuð tímann áður verið í og ég ætlaði bara að fá þig, Björn, til þess að hjálpa mér að skilja þetta. Ég veit ekki alveg hvernig maður að taka þessu, hvort það maður að taka þessu sem farsa eða harmleik eða gleðileik. Nei, þetta svolítið, þetta snúin staða, ég deili með þessari tilfinningu að það pínu erfitt, sko, maður getur eiginlega ekki beitt áratugum frétta skýrandans í manni sjálfum sem blaðamaður til margra áratuga til að í rauninni ná alveg utanum þetta. Það var margt sem benti til þess að Katrín væri að missa einhverja stjórn á aðstæðum, fannst mér fyrir nokkrum dögum. Og af atburðarásinni, því að hún, það öllu ljóst að hún vill verða forseti. Já. Og hún hefur talið sér geta stjórnaði hvernig það geti orðið, það framboð. Já. En svo náttúrulega leið og hún gefur upp boltana, þá fer kannski framsókn og restin af VG, hvað verður okkur án Katrínar og svo náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn. Viljum við endilega að fara eftir þessum leik sem að einhver manneskja sem að hætta í leiknum vill. Það gerir þannig. Þetta eru mjög mörg spurningamerki og það mjög erfitt að átta sig á stöðunni. Eitt spurningamerki líka stjórnarandstaðan. Ég sé ekki að hún sé að stökkva þetta tækifæri fyrir utan Pírata sem að hafa aðeins í dag, Þórhildur Sunna og Björn Leví. Þau hafa verið að tala að Katrín sé að flýja sökkvandi skip og sé að flýja eigin ábyrgð. Já, og hún sé að þetta sé ábyrgðalaust hjá henni. Já, sé ábyrgðalaust. En það eiginlega hægt að taka undir vegna þess að þetta er ríkisstjórn sem hefur verið að verjast í svona ágreiningi hér og þar. Já. En svo hún að leysast upp bara því að forsætisráðherra vill freka vera forseti. Já, hún er mjög óvinsæl þessi stjórn. Við sáum Gallup könnun síðast í gær sem mælir minnsta stöðningin sem hefur verið og maður skildi þá ætla að stjórnarandstaðan ætlaði að nýta sér stöðuna. Hvernig getur hún gert það nema bara svona peksaði eitthvað í fréttum? Já, sko, taktu bara eftir til dæmis hvernig Samfylkingin tala núna að þar hefur Kristrún Frostadóttir sagt að það sé ekki þeirra að fara að skipta sér af frambjóðendum. Hver sem frambjóðandinn er. Kristrún metur það þannig að þegar að Kristrún mynda ríkisstjórn eftir næstu kosningar að þá verður forseti Katrín Jakobsdóttir og það borgar sig ekki að vera að leggja inn einhverju illindi inn í þann banka. Nú talar þú það sem að Baldur Þórhallsson ræddi hér í gærkvöld og varð frétt á öllum helstu fjölmiðlum Íslands. Hvort sko það siðferðislega verjandi fyrir Katrínu að vera beggja megin borsins í þeirri atburðarás sem núna er. Já, þá er það sem hann var að vísa til þess að hann væri þá væri Katrín að semja núna við Sigurð Inga og Bjarna Benediktsson svo lengi sem þeir nenna tala við hana. Því að endan var alltaf að fatta þeir að hún er engin aðili að þessu. Þetta er að frekar tala við Svandísi eða Guðmund Inga Guðbrandsson eða eitthvað. En segjum það að henni takist að mynda einhverja ríkisstjórn og svo er hún kosið sér forseti og þá er hún forseti með þessa ríkisstjórn sem að hún bjó til. Já, er hún þá ekki beggja megin borsins? Veit að það er svona stjórnsýslufræðingar segja að þetta sé ekki svona formlegt en það er svona siðferðislega. Já, þetta er svona þetta er einn af þessum óþægilegu núansum. En svona, svo ég reyni að ráða í það með þér hvað er líklegast að gerist, þá gefa allir sér að Katrín muni bjóða sér fram. Það sé bara eitthvað dagaspursmál, hvort það er hvorum megin við helgina það verður sennilega á næstu dögum. Það gefa sér flestir og nú er ég að vitna bara til þeirra þingmanna og annara sem ég verið að ræða við og skrifa fréttir síðustu daga. Það gefa sér flestir að ríkisstjórnin sitji áfram þótt vitað sé einhvers konar óformlegt tilboð eða áhuga sjálfstæðismanna á að sparka VG út úr stjórninni og taka viðreist. Svona hægri flokksins sem að þol ekki VG og vilja losna við og taka frekar inn miðflokkin og kannski eitthvað hluta flokki fólksins. Er það ekki viðreist? Ég held ekki. Það er það sem ég hef heyrt og sko, en þetta held ég að sé langsóttari möguleikin. Ég held að sé líklegast að það verið uppstokkun í ríkisstjórninni. Ég ætla enga að spá það hvort hún lifir þetta af eða ekki til lengri tíma, en mér sýnist að hún sé ekki að springa akkurat í þann mund sem Katrín yfirgefur sökkvandi skip sem að vitni í Píratana eða bara
kveður sér hljóðs sem eitt frambærilegasta efni í forsetakosningunum. Við getum haft deildarskoðanir á því, en það sem ég held að sé líklegast að gerist er tvennt. Annað hvort fær Sigurður Ingi, frægur fyrir að vera forsætisráðherra á síðasta söludegi eftir Panama neykslið. Það skiptir einhverju máli hverju forsætisráðherra? Já, sko, nú... Ég bara velta verið með, sko, hættir okkur ekki svolítið til þess í svona stöðu að vera eitthvað velta okkur fyrir þau hver fær þetta embætt og þessi, sko, málið er, ef þessi ríkisstjórn heldur áfram, þá verðum við með ennþá veikari ríkisstjórn heldur við verið hingað til, sem eru enn ólíklegri til þess að gera eitthvað sem að máli skiptir. Og það sem er eiginlega samkomulagi verður þá á milli flokkana að ráðherrarnir fá hver fyrir sig að spreyta sig í því að safna atkvæðum fyrir sinn flokk með því að byggja þjóðarhallir eða hvað svo sem að ráðherrar halda að verði til þess að auka fylgi sitt. En það verður ekki til þess að leysa húsnæðisekluna, það verður ekki til þess að bæta kjör fólks sem að hefur sunkað niður í lífskjörum vegna verðbólgunar. Það verður ekkit sem að máli skiptir. Nei, getur vel verið að skapist hreinlega aðstæður fyrir verðbólgu hvetjandi kosningasprett ef það fylgja einhverja hrókeringar þessum breytingum. En bursið frá því hvort það skiptir raunverulegu máli fyrir samfélagið ekki. Ég veit að skiptir máli fyrir Sigurður Inga, hvort það er forsætisráðherra ekki. Það skiptir engu máli fyrir alla á Íslandi. Hverjir eru aðal hlaupararnir í þessum síðasta legg þessa hlaups. Þá sem sagt eru flestir sem það ræðir við á því að annarkvort fái Sigurður Ingi annað tækifæri sem forsætisráðherra eða það sem ég hef heyrt í dag að sé kannski mikið verið að pæla í og það er það að Bjarni Benediktsson sem er of umdeildur maður, spillingarsaga hans er of löng, það eru of mörg fíaskó og skandalar á herðum hans. Það er bara 79% af þjóðinni treysta honum ekki. Einmitt, hann er mjög óvinsæll. Hann er með minna svona, hann er minni í pólitíska innegn heldur Nixon var með þegar hann flaug á þyrlunni frá Hvíta húsinu. Akkurat. Hann er líka óvinsalasti stjórnmálamaður sögunar. Einmitt. Hann er að dæmi einstakar ráðherra í smá stund sem hafa mælst með verri fylgi meðal þjóðarinnar. En það er engin með svona langan tíma og engin sem hefur verið í þessari stöðu sem hann er í að vera sko formaður risastórs stjórnmálaflokks sem hefur notið svona lítill stuðnings meðal þjóðarinnar. Þess vegna heyrði ég orðið klókindi hjá fleirin einum í dag að Bjarni hefði vit á því að kissa Þórdísi Reykfjörð á ennið og hún fengi mögulega að stýra auka líkurnar til þess að landsfundur Sjálfstæðisflokksins myndi kjósa hana sem formann. Já, og hvort hann er að bakka út úr stjórnmálum eða ekki, ég held við verðum að telja það líklegt sko, hann sé komin á síðustu misserinn, en með því myndi í rauninni Sjálfstæðisflokkurinn slá 2 flugur í einu höggi, leysa þessa stöðu, skáka honum til hliðar, þar með myndu aukast líkur á að þeir fengju eitthvað atkvæðum sem að þeir fá sennilega ekki undir stjórn Bjarna, því ég held að forista Bjarna sé eigi nokkuð þátt í dvínandi fylgi flokksins, þótt sjálfstæðismenn neiti því sjálfur. Þannig að þetta er það sem að manni finnst líklegast að verði einhvern veginn lempað bak við tjöldin, að forsætisráðherra stólinn færist annarkvort yfir til Framsóknarflokksins eða yfir til Þórdísar hjá Sjálfstæðisflokknum. Stjórnarandstaðan ætlar ekki að þvælast neitt fyrir. Hún hefur enga aðkoma að þessu, því hún verður bara að setja sig við þessa ríkisstjórn eins og hún er gert hingað til. En það sem að sko varðandi Þórdísi, að því að sömuleyti þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn valið að hafa Bjarna áfram vegna þess að það er svo mikið ósætti inn í flokknum það hver er að taka við og það eru svona ólíkir armar inn í flokknum sem að hver sig lítur svo á að ef hinn armurinn næri yfirhöndinni að þá muni flokkurinn ennþá minnka að það sé skömminni skárra að hafa Bjarna. Þetta heyrist, já. Það sem að báðir armarnir geta sekundin sett sig við það. En ef að til dæmis að Þórdís verður formaður að þá eru margir sem að líta á að hún sé ekki nógu hörð hægri manneskja, að hún sé heldur ekki sko svona kristilegra demokrata megin, heldur sé hún einhvers staðar á millimegin, hún sé bara hún hefur unnið hjá flokknum eiginlega frá því hún var kornung
verið starfsmaður þingflokksins og gerða þingmanni og ráðherra mjög fljótt. Já, og þriðji formaðurinn í röð sem kemur með mikil forréttindi að borðinu, bara efnahagsleg og allt það. Gulli muni illa sætta sig við það. Já, og það sagt eitthvað svona stíft á milli Áslaugar Örnu og Þórdísar og þá hefur maður líka heyrt að svona eins og þegar Agnes var biskup sko, að þegar stríðandi fylkingar eiga erfitt með að koma sér saman eitthvað, það er mikil átök, þá kemur oft einhver svona óvæntu kandidat. Sem verður Guðrún Hafsteinsson. Já, þá hefur maður heyrt að Guðrún Hafsteinsson. Við höfum sagt að við Rauðaborðið, ég hef spáð þessu að hún verði að því að flokkurinn yrði að velja einhvern sem að gæti orðið eitthvað svona brú á milli ólíka arma. Þessi átök eru búin að vera of lengi, það er orðið djúpt á milli fylkinga til þess að ein fylkingi sætti sig við að hinn vinni. Já, en af því að þú hófst þetta spjall með þeim hætti sem þú hófst, þá held ég að það liggi alveg fyrir að Katrín Jakobsdóttir, hún nennir þessu ekki lengur, hún trúir ekki lengur á eigin ríkisstjórn, hún er búin að henda inn handklæðinu, við vorum hér á þinginu með... Það minnst ekki í gangu. Jú, ég held það. Það vegna þess að byttu, ef að það væri þannig að hún væri bara búin að leiða pólitík, þá mútu bara hætti í pólitík. En hún, málið er það að hún vill vera forseti og það sem að ég skil ekki í þessu söguþræði er að ég meina, einhver þarf að spurja Katrínu, akkur viltu hætta að vera forsætisráðherra og verða forseti? Já. Og hún svarar hverju? Katrín hefur gefið mjög fá færi á sér. Eftir ríkisstjórnarfundi þá hefur hún skotist beint í skjól og hún hefur haldið þessu mjög langt. En hver heldur að svari getur mögulega verið? Akkur vill einhver sem er forsætisráðherra frekar vera forseti? Já, sko, ég reyndar vil meina að stemningin sé það súr, eins og við heyrðum í þinginu, við vorum að ræða við stjórnar meiri hluta þingmenn sem viðurkenndu það að þetta væri bara, það væri gjör ólíku saman að jafna fyrra kjörtímabilið þessara stjórnar og hinu síðara sem nú stendur yfir. Það er engin stemning. Ef ekki væri svo staða uppi að Framsóknarflokkurinn hefði ekki mist hellinga sínu fylgi, Sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki mist hellinga sínu fylgi og Vinstri grænir hanga inni á 3 þingmönnum samkvæmt þeirri könnun sem að birti í gær eftir að hafa þurrkast út áður, þá held ég að Katrín væri ekki fara að nota tækifæri núna. Hún er væntanlega að hugsa langt fram í tíman. Katrín gæti vel orðið forseti og hún gæti orðið forseti í 12, 16, jafnvel 20 ár, hver veit það. Þetta er manneskja sem er ekki komin á efri ár og margir sem telja að hún er í góðu forseti, þannig að ég held að ég hef aldrei skilið þetta sko. Ef það er þannig að þú ert forsætisráðherra í ríkisstjórn sem er að deyja bara úr innri leiðendum, ertu þá góður valkostur sem forseti? Já, við erum eftir að sjá það. Við erum eftir að sjá hvað þjóðin gerir. Nei, hvert er erindið þitt inn í kosningabarátuna? Ég vil, þú ert að tala við fólk sem að segja ég vil vera forseti til að hafa góð áhrif á samfélagið en þú varst forsætisráðherra og hvað okkur viltu vera forseti? Ég vil hafa góð áhrif á samfélagið, býttu okkur hafður ekki þú forsætisráðherra? Það er líka annar mjög áhugaverður punktur í þessu að þegar Guðni T.H. Jóhannesson, núverandi forseti sem hefur staðið sig ágætlega, eru flestir sammála þegar hann tók saman bók eina Gunnar Thoroddsen fyrir mörgum árum, ævisögu Gunnars áður en Guðni var forseti, þá skrifar Guðni Gunnar Thoroddsen fór sko sem sendiherra í Danmörku til Kaupmannahafnar langan tíma til að hreinsa sig á pólitíkinni til þess að geta boðið sér fram sem forseta. Einmitt, og Guðni skrifar í þessari bók að Íslendingar hafi alltaf valið sér þann forseta sem stendur fjærst valdinu. Ekki alveg fjærst í seinni tíma, en í seinni tíma þá myndi þetta ekki virka. Já, sko, hann er að tala það að þegar menn hafa telt fram einhverjum kandidat sem átti að vera framlenging á völdum valdaflokkana, yfirleitt er þetta sjálfstæðismenn sem að koma með einhvern fulltrúa. Séra Bjarni og... Já, þá hafi það virkað. En sko, er hægt að hugsa sér einhvern sem er jafn nálegt valdinu núna eins og forsætisráðherra íslensku þjóðarinnar. Þannig að sú teóría mun þá alveg fara í mask ef þetta gengur allt eftir. En ef við erum að skoða fyrri forsetakjör, þá er alltaf hægt að segja að einhver er svona fulltrúi hægriðsins. Þú veist, ég meina... Hann vantar samt svolítið. Hann er ekki núna. Þá er það náttúrulega þannig að þá er Katrín Jakobsdóttir frambjóðandi hægriðsins sem er þá að við hægri menn við getum ekki unnið forsetakosningar en við höfum lært það að kjósa þann vinstrimann eða það sem er talið vera vinstrimaður sem að við teljum vera minnst ógn af og það er Katrín Jakobsdóttir. Þetta er mjög áhugavert take á stöðuna
og það getur bara vel verið að svona sé þetta að hún myndi sækja mest fylgi sitt yfir til hægri og yfir til valdaflokkana. Ég reyndar tók það saman á samstöðinni, gerði frétt í gærkvöldi þar sem að ég var að greina stuðningin við Katrínu sem að því mér leiðist oft þegar þú kannast við það í svona umræðum alltaf vera að tala eitthvað sem á sér ekki stað eins og við nefndi lengi vel að tuða yfir þess að var alltaf að vera að tala Teflon Bjarna hann lifði alltaf af og ég var alltaf að benda og sagði konungunum þá var hann ekki að lifa neitt af það bara vill svo til að vera með svo spilta stjórnmálastjætt að hún lyftur honum upp almenningur löngu búin að sjá í gegnum hennar mann og ég tók saman svona og mátt litla fjölmiðla við skulum ekki draga hlutverki þeirra heldur en ég tók saman að því að hvernig þróunin á traustmælingu maskínu hafi verið á Katrínu. Hún byrjaði með 34% sem forsætisráðherra, sem var ekkert sérstaklega gott Þetta eru kosningarnar þar sem að sjálfstæðismenn fóru svolítið hart gegn henni og ég meina hún kom bara með 34% inn, það til dæmis Sigmundur Davíð var vel yfir 50% og ég held að Jóhanna hafi verið með 61% sem náttúrulega kannski ekki að marka það sem að landið var í mikilli ógn og það var bara heil og Jóhanna birtist allt í hennu. En 34 ekkert svo mikið. Bjarni Benediktsson sem líklega óvinsanasti forsætisráðherra sögunnar, hann var með 28, þannig að Katrín byrjaði bara eitthvað rétt þar fyrir ofan. Og svo reis hún upp og fyrst og næst í COVID og fór upp í 61%. Og andstaðan við hana var í upphafi 39%. Það voru 39% sem að vandristinni. Þegar hún fór upp í 61 í miður COVID, þá var það dottin niður í 19% andstaðan. En núna hún með 34%, sama staðu þegar hún byrjaði. Þannig að svo pólitíska inneign sem hún byggði sem forsætisráðherra, hún öll farin aftur og andúðin gagnvart henni orðið 45%. Sem að þannig hún með, það miklu fleiri sem að vantrista Katrínu heldur en tristinni. Og svo þegar maður greinir það, hvaðan fær hún stuðningsinn, að þá ég muni það frekar svona eldra fólk, það frekar konur, það frekar efnaðra fólk, það frekar fólk með langskólagengið, en munurinn, það sem að skipti máli, afstæða til stjórnmálaflokkana. Og ef þú tekur stjórnarflokkana saman, þá eru 66% sem styðja Katrínu, en í stjórnarandstöðunni var menn ekki átt að 27 og það var 29% af þeim sem ekki tók afstöð til flokka. Þannig hún á enga pólitíska inneign miðað við að hún forsætisráðherra. Þetta kannski svona nema hjá stuðningsmönnum ríkisstjórnarinnar. Já, þetta er eitt af því sem til marks það að það snýr svo margt á haus. Og svo erfitt að átta sig á því í rauninni hvað að gerast og hvaða lögmálum lítur þetta. En mér heyrist að þú sért að segja að það sé alls ekki víst að Katrín verði forseti þótt hún byði sig fram. Ég ætla ekki að spáninu. Ef hún býður sig fram, þá munu kosningarnar ekki snúast hvers konar forseta við viljum. Heldur muni þetta snúast kosningabarðan stórleiti uppgjör við pólitíska feril Katrín Jakobsdóttur sem að mér finnst að hún ætti bara að sleppa. Ef henni leiðist í ríkisstjórninni, þá finnst mér bara hætta, fara að skrifa ykkur á bók og reyna að finna sig eitthvað staðar. Hún á ekki að varpa svona vanda sínum yfir á íslenska kjósendur. Þannig að í gegnum næstu forsetakosningar eigum við einhvern veginn að hafa hana sem svona leiða stjórnmálakonu einhvern veginn sem atriði í kosningabarðinni. Finnst þetta bara siðferðisleg og pólitísk ábyrgð hennar að bara sleppa þessu? Að sleppa þessu. Já, mér finnst það. En ef hún fer, þá kosningarnar eitthvað leitinu, viltu Katrínu eða ekki Katrínu? Maður getur séð þróunina þannig og það oft þannig í svona presskostningum og svona persónukostningum að fólk tengist oft nákvæður ég ætla að styðja Baldur og það þarf svolítið mikið til þess að snúa þig ofan að því. Eina sem getur gerst þegar það bara Baldur mælist bara með 2% og það sem ég ætla að kjósa taktíst. Ég myndi kjósa Baldur en ég ætla að kjósa Jón af því að hann getur verið mótvægi við Katrínu. Þannig að þróunin getur verið að það verður til einhvern mótvægi, það verður kosið á milli ekki Katrínar og Katrínar. Þetta er bara svo Trump og ekki Trump. Og ég spái því að í stað þess að við séum núna með 4, 6, kannski 7 allir að mælast með eitthvað 5 til 20-30%, þá spái ég að það verði polarisering á lokasprettin. Það verði Katrín og ekki Katrín. Og já. Einhver einn eða tveir aðrir og þeir kursu Biden sem engin veit hvað okkur kursan, það var bara ekki Trump og það mjög forvitnilegt að velta því fyrir sér
hvað hefði gerst ef Katrín hefði ekki búið sér fram, þá hefði við mögulega endað með 17% forseta, en ég held ekki. Já, það er mín tilfinning, en ég held að ef Katrín fer fram, þá verður alvöru polarisering. Ég held að forseta frambúðið verði ekki skemmtilegri, ég held að verði ekki áhugaverðara, ég held að baráttan verði ekki málefnilegri eða svoleiðis, en þá verður þetta meira svona, og við gætum séð sko, ok, það komin konan eftir Vigdísi sem margir hafa kallað eftir. Ég hlustað á umræðu í Ríkisútvarpinu í dag þar sem var að tala við fyrrum vafkiliða, fólk sem hefur rökklast frá flokknum í stjórnartíð í hérna Katrínar og sagði það meðal annars að það mætti ekki gagnrýna flokkin á einhverjum sellufundum innan flokksins og ræddi nú bara það að hérna, ógnarstjórn var ekki orðið sem þau notuðu, en þau sagði að þetta væri bara svona, Katrín væri mjög mikill verkstjóri, hún keyrði þetta áfram og hún væri alveg nákvæmlega, hún kæmi nákvæmlega eins fyrir í fjölmiðlum og á lokuðum fundum, og ég get svo sem tekið svolítið undir það líka, sem að ég hef verið blaðamaður og farið oft inn í stjórnarráðið og rætt við hana þar, og það eiginlega engin munur á því að hitta hana í 2 manna tali inn í stjórnarráðinu eða að sjá hana í beinni útsendingu. Manneskjan gríðarlega, hvað var að segja, rútíneruð í sínu, og ég held að við gætum séð sko, já, í staðis að fá það svona marga litla, þá held ég að íslenska þjóðin, þeir sem að því þú varst að greina það, að það er mikil andstaða að mörguleyti við persónufylgi Katrínar miðað við það sem við sáum áður, þá held ég að það raðist á, ég myndi spá einhvern kall, og ég myndi spá að Jón Gnarr, Baldur verði þar líklegastir. Það er svona svo tilfinning sem ég hef núna. En svo getur líka verið að sjálfstæðismönnum hugnist ekki það sem er að gerast, og við eigum enn eftir að það myndi ekki hafa neinn áhrif sko, að íhaldsfylgið að Katrín mun taka það, þannig það er ekkert pláss fyrir eitthvað sjálfstæðismann. Hvað meinaru, eitthvað svona sendiherra sem búkaður upp? Það er ekki gott að segja, sko. En eins og er, kosningabarátta svona lífræn, þannig ég ætla ekki að vera að spá hvernig hún þróast, af því það mun skipta máli, til dæmis hvernig næstu kannanir eru, því að ég held að fólk hugsi taktíst, að það vill að atkvæði sitt, það er náttúrulega einhverju hluti sem bara stendur með sínu fólki. Ég held að það að Baldur mæli svona hátt í upphafi, það sé ótrúlega sterk staða fyrir hann, út af þessu sem ég er að segja, ef þú ert búin að velja Baldur og búin að segja það í heitapottinum, þá þarf eitthvað mikið að ganga á til þess að þú alltaf skiptir yfir í Jón eða eitthvað, akkurat að gera það. Af því að sömuleyti held ég að fólk sé að velja eitthvað svona, eins og svona persónur sem er til í að standa með og verja. En svo þegar líður á, þá eftir að koma í ljós, hvar Katrín mælist, hvort að hún auki fylgið sitt á leiðinni, það er líklegt að hún muni svona beita sér tildulega lítið í kosningabaráttunni, ætlast til þess að bara fá, hún þarf enga kynningu við, að hún segir sem minnst og hún er ekkert að gera það. Það getur verið þannig að hægt og bítandi, þá sé einhverjir yfirburðir hennar þannig að það drægi til sér fylgi, mér finnst það ekkert líklegt. Ég held að sé frekar þannig að hún eigi eftir að minnka eftir því sem á líður. Af því að spjótin snúast að henni í kosningabaráttunni, þetta sama mun gerast í næstu kosningabaráttu með samfylkinguna, þá mun spjótin snúast að samfylkingunni, þannig hún mun ekki vaksa í kosningabaráttunni, hún mun minnka. Það sama gerðist til dæmis þegar VG mældist með 29%, held ég bara 5 vikur fyrir kosningarnar 2017, að þá endaði með tæplega 80%. Þannig að hún fór mjög hratt niður á kosningabaráttunni, að þegar hún var í kosningabaráttu það sem að vopnin, allir snéru sér að henni til þess að sækja fylgi. Ég held að sé annað sem mun verða gjörbreytt þetta vorið með við kosningarnar fyrir 8 árum. Ég hef heyrt einhverja stjórnmálaprófessora tala að þar hafi allt gerst síðustu dagana og síðustu vikurnar og það vitna menn til þeirra breytinga sem urðu á skoðanakönnunum og þá eru verið að tala sjónvarskappræðurnar sem voru þarna og RÚV og Stöð 2 og Eyjan var með eitthvað stönd og eitthvað svona. Ég held að þetta verði allt öðruvísi núna. Ég held að það hefur svo margt gerst tæknilega
við neytum fjölmiðla og við horfum á internetið með allt öðrum hætti í dag. Sjónvarpið ekki lengur þessi stóri salur, ekki þessi varðeldur þar sem við söfnum saman og við ætlum bara að taka ákvörðun í síðasta debattnum. Fyrir utan það umræðunar alltaf svo leiðilegar og það ekki hægt að horfa upp á, það ekki hægt að bjóða fólki upp á þetta. Einmitt, en sko ég held að þetta verði allt öðruvísi augnablik heldur en fyrir 8 árum og ég held að þetta verði, já, lífrænt en ég held að þetta muni sko gerast ég sé ekki fyrir mér að verða einhver rosakvörf rétt fyrir kosningar og svona höggpuntar. Sumir segja að Guðni hafi orðið forseti fyrir 8 árum þegar hann hjólaði í Davíð og spurði Davíð, hefur þú enga sómæki? Það var eftir að Davíð hjólaði í hann. Já, en hann svaraði sem sagt og þá sýndi hann íslensku þjóðinni að það væri bein í nefinu á honum sem var kannski það sem að fólk óttaðist helst að væri ekki. Ég er ekki búin að sjá það að það verði þessi augnablik sem að ráði Þú veit ekki, það auðvitað að spá það. Ég held að þetta muni gerast hægt og rólega og fólk muni polariserast mjög í einhverja ákveðnar átt. Sveiflan sem að varð milli síðustu kannana eða svona síðustu vikuna og síðan kosningúrslitina 2016 var fyrst og fremst sveifla sem að var til Höllu. Já, hún hefði. Þá voru 4 að keppast þetta, það var bara ein kona. Þannig að ég held að ég myndi alltaf að ráðleggja þeim sem er að vinna kosningabaráttu Höllu, ekki telja sig eiga það inni. Halla mun ekki byrja á 28%, þess að hún endaði. Hún byrjar á svipuðum stað og hún byrjaði síðast. Því að það sveifla það sem að ég held að hafi bara verið nógu mikið af konum og nógu mikið af fólki sem að ekki vildi horfa upp á það að þarna voru einhverju 3 kallar sem að vera drottna og ein kona sem að væri með bara 7%. Já. Þannig ég held að bara fólk hafi kosið, ekki það hafi talið að vera að breyta úrslitum kosninganna, heldur bara ákveða að kjósa Höllu vegna þess að við getum ekki látið konu fá svona útrið. Nei, og svo þetta líka alltaf spurning hvernig munu hinur koma að borðinu, hvorum hjálpa þeir, ómeðvitað eða meðvitað, beint eða óbeint. Guðni naut þess að hafa vondastjúpan Davíð Oddsson þarna sem að saumaði að honum og íslensku þjóðinni ofbauð að Davíð væri að sauma að Guðna út af einhverju sem hann hafði skrifað iSafe þegar Davíð jú höfundur hrunsins sem að flestir hafa sammælst nema að vera því innvígðari inn í sjálfstæðisflokknum. Það verður mjög spennandi þetta er þetta skemmtilegt, þetta er spennandi þótt þetta sé að mörguleyti lágkúrulegt og einkennilega þessi atburðarás. Það verður spennandi að sjá hver hjálpar öðrum. Og síðan verður það til í kosningum svona, það má lesa út úr svona tilteknum hópi kjósenda hvernig þau færast til að fólk vill einhverja tegund af forseta. Og það sem er merkilegt við það að fólk vill ekki forseta eins og síðast sem að bendir náttúrulega til þess að fólk kýs forseta með einhverja væntingar og þótt að þetta sé hálf konungsborið fólk og fólk snúist ekkert gegn forsetanum að þá þegar það fær val næst að kjósa nýja forseta að þá segir fólk við viljum ekki Vigdísi aftur. Þannig þess vegna fáum við Óla Ragnar. Og svo segjum við við viljum ekki Óla Ragnar, þess vegna tökum við Guðna. Þannig hefur þetta eiginlega verið allar kosningabartuna. Þannig að þetta element svona þegar þjóðin er að velja hvað hann vill. Ég held að það er bara eftir að koma í ljós. Kannski vill þjóðin ekki bara komin tími á eitthvað svona típu eins og Jón Gnarr eða Steinunn Ólínu. Kannski bara komin tími á eitthvað annað. Og eitt í þessu, af því að svona þjóðin alltaf eins og velja eitthvað nýtt. Það var eitt sem að því ég nefndi Jón Gnarr. Af því að hann vann náttúrulega kosningasöðu 2010 við svona mjög sérstakar aðstæður. Það má segja að Katrín hafi unnið svona sína kosningasigra 2017. Halla vann náttúrulega sinn kosningasigur með því að stela öðru sætinu 2016. Ég er ekkert svo viss að fólk komi einhvern veginn og vilji endurtaka eitthvað sem hefur verið gert í kosningum. Ég held að það muni spila svolítið svona rullu að fólk vilji bara eitthvað nýtt. Og þá held ég aftur að Baldur komi svolítið með því að byrja svona snemma og byrja svona vel. Að ég held
að fólk ætti líka að hugsa það að ef þú ætlar að vinna þetta, þá verður að vinna baldur, ekkert síður heldur en Katrína. En það annað í þessu líka að sko við erum náttúrulega séð nokkur svona pempíuleg flu frambóð þar sem þú bara lest eitthvað rosa langa stefnuræðu og þú skilur ekkert hvað að gera sko. Orðasalat. Orðasalat festir ekki. Drottning orðasalatsins er nú að mæta á sviðibráðum. En við erum líka að sjá dálítið beinskeittar og tálkaðar yfirlýsingar að þú myndist á Steinunni Ólínu. Hún ræðir mismunandi hlutskipti Íslendinga í dag. Hún víkur sínu tali að undirsettum, fátækum og minnir á það að íslenska þjóðin er ekki svo sem að meginstraums fjölmiðlar á Íslandi er að draga mynd upp af frá degi til dags. Við höfum séð Baldur. Já, en það var þetta í Steinunni, það sem var ólíkt við hennar ávarp var að það var svona innan úr fjöldanum. Á meðan að aðrir eru að ávarpa fjöldan og segja hvað þeir ætla að gera. Þá með þetta langa athyglisverð við hana að hún talaði bara eins og hún væri innanum, hún var eiginlega svona við Sammála þessu. Meðan hinni voru allir með ég ávarp. Einmitt. En svo erum við með Baldur sem síðast í gær er bara grjótharður, hann bara hjólar í Katrínu. Við erum með Arnar Þór sem er með mjög ákveði svona agenda, getur maður sagt. Hann ætlar ekki að samþykkja neitt frá ESB. Akkurat. Senda allt í þjóðræðskei. Hann bara trúir á það að hann þurfa að vera þessi öryggisventil á bestastöðum og kemur fram með ákveðnum hætti. Þannig að sko svo Ástórs, það er kannski að tíma Ástórstónu. Já, sko þetta er ef ekki bara segja þetta sé spennandi tímar steiktir ekki endilega gáfulegir. Já, hafi fólk verið að tala svona þessa fyrstu mánuði frá nýjastagi trúðarlestina og allir að detúa sig einhvern veginn yfir því að væri 65 sem að væru með meðmælalista sem skiptir alltaf engu máli. Ég meina áður en þetta varð svona opinbert að þá var einhver út í melabúð að safna einhver og þú bara vissir ekki svona af honum. Það var einhver svona bara jói á reynimelnum sem að allt í einu upplifði það einhvern veginn hann geti orðið forseti og svo bara áttar hann sig á því þegar hann safnaði undirskriftunum að líklega hef ég ekki innegnina í þetta og svo bara gleymi honum. Nú er þetta bara bölvun hins rafræna heims. Þannig að það enda einhverju svona 10 kannski á kjörsölunum. Eru konur 5 sem eru búin að ná þessu og ég muni rekna með því að Katrín muni ná þessu. Ég rekna með að Steinunn Ólína muni ná þessu. Sannlega, og ég rekna með að Helga Þórisdóttir muni ná þessu. Hún var ekki á þessu lista yfir 5. Ég meina það getur 10 eða 12 og það er bara, við segjum það við rauðaborðið, takk fyrir að bjóða þig fram að því að þetta er nú hluti af lýðræðinu að fólk bjóði sig fram. Og fólk verður að tala um aðeins og hvað andskotan er þess að vilja upp á dekk og hvað heldur hann að hann sé og rosalega reitt yfir því og talaði trúðalistina. Trúðaskapurinn sem að ég upplifi, hann er allur í kringum frambóð Katrínar Jakobsdóttur. Já, ég skil þau. Því það er, þar er raunverulega hringa vitleysan. Það sem að einhvern löngun hennar til þess að vera, vilja frekar vera í stóli forseta, heldur við forsetisráðara, er allt í einu byrjað að bara setja svona hálfgerða stjórnarkrepp í gang hjá ríkisstjórn sem að gat lifað af alls konar ágreiningsmál, en er núna allt í einu bara í dauðatíðanum að því að forsetisráðarann ákvaðan vildi frekar vera forseti sem er svo erfitt að útskýra. En það er spyrja bara venjulega manneskju þessu. Þú vilt hafa áhrif á íslenskt samfélag og þú ert forsetisráðara sem hefur gríðarlega áhrif í íslensku samfélagi. Viltu frekar vera forseti sem hefur svona mjög svona óljós áhrif á íslenskt samfélag? Engi beinvöld. Getur þú útskýrt það? Hvernig? Sko eins og ég sagði þann, ég held að þessi sprunguþreyta, það hefur dunið í eyrunum á henni síðan 2000 og eitthvað að þar sé komin framtíðar forseti íslenska lýðveldisins. Við munum eftir könnunum fyrir mörgum árum sem að mælda hana langhæsta. Ég held hún verði reyndar fínn forseti. Ef hún verður kjörin forseti. Þetta sé svo Macbeth að einhverju hefur komið inn í hausinn á henni og hún hefur verið forseti. Já, kannski. Einhverju hefur hittu nornir á einhverju heiði. Já, mögulega. En ég er ekki vissum að ríkisstjórnin komist frá þessu máli heppilega eins og hún lætur sér dreyma. Nei, ég held ekki svo. En það verður ekki vegna öflugrar stjórnarandstöðu sem að skipið gæti steikt á skeri. Nei, hún er náttúrulega enga aðkoma að þessu.
Stjórnarandstaðan hefur náttúrulega alltaf eitthvað það að segja hvernig almenningur horfir á það sem að gerast og mér finnst stjórnarandstaðan ekki vera að nýta það tækifæri mikið. Er ég bara að tala samfylkinguna? Því að samfylkingin Er ég ekki bara að tala bara lína samfylkingin það að við megum ekki vera harður gagnrýnandi eins eða neins. Gagnrýningin einu sinni vaxtastefnu Seðlabankans. Ég sé bara að tala þau öll fyrir utan 2 Pírata sem hafa látið kveða að sér í dag. Þá bara, það er bara þögn. Þórhildur og Björn Leví. Já, það er bara þögn og það er bara áfram hort í lotningu það var ekki Inga Sæland svona að hlæja þessu. Á þennan sirkus sem þessi ríkisstjórn þennan bastard sem þessi ríkisstjórn sem engum þykir væntum og allra síst þeim sem hana skipa. Nú Svandís Svavarsdóttir að koma aftur borð. Engin veit hvað það var kölluð inn Kölluð inn. Kannski hefði hún bara viljað vera lengur í veikindalífi, við veitum það ekki. En eitt að þú ert að tala þetta. Það var viðtali í einhverju sjónvarpsstöðinni í gær við Sigurð Inga. Þar sem hann talaði eitthvað að það væri svo mikilvægt að þessi traust og öfluga ríkisstjórn héldi áfram til þess að styðja áfram þann mikla vöxt sem hefði verið hérna. Hann dreymir aflýsingastólinn. Ég var að hugsa, þetta passar ekki við neitt, við vorum að fá kannanir þar sem að, flokkurinn hans búin að missa 58% af kjósendur sínum frá því kosningum. Þetta ríkisstjórnarflokkarnir samanlagt af aldrei verið með minna fylgi. Það sama við hvernig þú talar, það hefur engin trú að þessar ríkisstjórn, engin sérstaklega væntinga til hennar. En hann talaði að vera einhvern lykilsatriði bara fyrir íslenska lýðveldið að þessi ríkisstjórn héldi áfram. Já, Sigurð Inga langar til þess að hætta sem forsætisráðherra og hann sennilega að hætta í pólitík að loknu þessu kjörtímabili. Er ekki líklegast að Lilja Alfreðs sé næsti formaður Framsóknarflokksins? Ég ætla ekki að spá svona langt, það getur allt gerst. Ég spá engu. Einu sinni hefur sagt Ásmundur Einar en líklega ekki lengur. Willum vinsælasti ráðherrann fyrir utan Katrínu. Hann með sama, það eru 34% sem treysta Willum eins og Katrín Jakobsdóttur sem að menn ætti að hafa í huga ef þú getur séð fyrir þér að það myndi duga Willum til þess að vera forseti. En hafðu samt í huga hvað Lilja hefur verið dugleg að mæti viðtöl og hvað hann búin að gera núna margt sem bendir til þess að það séu svona ákveðnar hreyfingar í gangi. Já, það bara, ef þú ert að skora mikið út á við, það leiðir ekki alltaf til þess að þú verður formaður í flokknum. Það enda satt. Það getur verið verra, það getur verið merki veika stöðin í flokknum að þú teljir þið þurfa að sækja svona mikið og það sé ykkur annar sem líklegri til þess að vera arftakinn sem að bara, að músin sem læðist. Þú þekkir þetta, þú búin að fylgjast lengi. Þannig það oft í kosningum og við vorum að nefna á það með Sjálfstæðisflokkinn, það getur orðið ólíkleg niðurstaða sem formaður vegna þess að það væri bara ekki hægt að ná þessu saman. Það búið að vera svona einu sinni fyrir svona 2 árum þá hefðu við talað að Lilja og Ásmundur Einar væru að berjast hvort myndi taka við flokknum. En Ásmundur hefur svona mist flugið, brotnað venginir á honum. Þeir hafa það, þeir hafa svolítið brotnað. VG, hvað tekur við VG? Svandís? Skiptir það máli? Ég veit ekki. Það var... Já, ég held að Svandís sé náttúrulega sterkari heldur en Mummi. Og Og ef Svandís tekur við, þá leið hennar til viðreisnar VG að tala niður forsetatíð Katrínar. Mögulega. Ég sé það ekki gerast. Nei. Ég sé það bara ekki gerast. Það er ekki líklegt. Ég held að það fólk sé búið að ganga svo oft til einhvers trúnaðar við þá stefnu sem hefur verið rekin undanfarin ár. Þú voru áttað á því að alveg frá hruni að þá fóru næstu hálfur þingflokkurinn út úr VG út af óanægju í stjórnarsamstarfinu að þegar að ríkisstjórnin var mynduð þá fóru 2 þingmenn í burtu og alls konar ráðafólk og alla leiðina bara fram á okkar tíma þá hefur fólk verið að lýsað yfir að það eru varaþingmenn sem ætti að kalla inn sem hafa sagt sig úr flokknum þannig að það hefur engin stjórnmálaleiðtogi mist jafn mikið að samherju frá sér eins og Katrín Jakobsdóttir í allri stjórnmálasögu Íslands. Áhugavert. Þú veist, ef þú myndir þylja upp fólkið sem hefur farið úr VG eða stimpla sig út að þá er það miklu sterkari hópur heldur en þinghópur VG í dag. Já, mér finnst líka skemmtilegt að því þú orðaðar einhvern veginn þannig áðan að Katrínu langaði eiga heima á Bessastöðum sem nú ekkert smá höfðingjasetur að það eru svo fá ár síðan, ég held að það verið DFF var að birta myndir af heimilum þingmanna
og þar var hún sko að mér minnir einhverju blokkaríbúð. Já, hún var formaður húsfélagsins í blokkinni sinni. Einmitt. Og sko í huga margra þá hún dugleg að hafa náð að halda þessari ríkisstjórn saman, en þetta samt held ég ekki sú Katrín sem við þekktum fyrir 7 árum. Og ef þú talar við vinstri græna þá segja þeir sjálfir að þetta sé ekki sú Katrín sem að þeir héldu að væri, en kannski var bara til ný Katrín sem, eins og þú bendir á, mun njóta hylli og aðdáunar, íhaldsamra valdaafla á Íslandi. Ólafur Ragnar, hann byrjaði með stuðning vinstrimanna og endaði með stuðning hægrimanna. Sem vilja bara að röð og regla gildi í samfélaginu og forsetinn sé ekki mikið að skipta sér af því sem Alþingi að gera og svo bara malla hagsmunaöflin áfram og langflestir tapa. Ég var ekki að meina að Katrín vildi búa í einhverju höfðingjasetri, ég veit að hún býr í blokk og ég held að hún sé ekki að gera þetta til að berast á. Nei. En hún hefur náttúrulega, má ekki gleyma því að hún búin að vera ráðherra í 13 ár frá hruni með ráðherra bílstjóra og það forsetabílstjóri, þannig að hún vön sko svona umgjörð í kringu sig. Hún það verði tekin að langa tíma að venjast við að hafa ekki bíl og bílstjóra og aðstoðmenn og allt það. Þannig að það kannski að fara út úr pólitík en halda þeim lífsgæðum. Það var náttúrulega bara ein leið ef þú ferði ekki að vera framkvæmdastjóri NATO og þá var það bara að vera forseti Íslands. Nei, en ég held sko að það muni kannski telja í þessu að þótt við séum að tala hann eins og við erum að gera núna sko, þá ég einn af þessum Íslendingum sem að ég verð bara viðurkenna að mér finnst svolítið vænt Katrínu sko. Og ég held kannski að það muni skipta mestu máli þegar við munum greiða atkvæði, hverja þykir okkur væntum, að verði þá kosið kannski meira með hjartanu en heilanum, en samt held ég að það sé ekki öll kurl komið til grafar. Það er komið ljós. Hvert kosningabaráttan þróast, hvers konar forseta þjóðin að leitað. Það var skemmtilegt að fylgjast með þessu. Já. Takk fyrir að staldra við, Björn. Ekkert mál. En ég ætla að sitja áfram og ég ætla að halda upp á ammæli. NATO er 75 ára í dag, en Ögmundur Jónasson ætlar að koma í ammælisveislu við Rauðaborðið eftir augnablik. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Hvernig getur við réttlætt að 60% Eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það er afmæli í dag. NATO er 75 ára. Ég vaknaði við það í morgun að Bogi Ágústsson var á Ríkisútvarpinu að tala við Björn Bjarnason. Það var mikill hátíða viðtal og þau voru ánægðir með afmælisbarnið. Ég kíkti í Moggann og þar var leiðari hvað NATO hefði reynst okkur vel og það var líka grein í Moggannum frá formanni utanríkismálanefndar Diljá Mist Einarsdóttur þar sem hann var að tala friðarbandalagið NATO. Þannig ég býst við að NATO sinnar hafi tjáð sig nóg í dag, þannig að ég fekk Ögmund Jónasson til þess að minnast þess afmælis. Þú ert ekki NATO sinni? Nei, og síður en svo. Reyndar er ég nú komin á þá skoðun að NATO hafi aldrei verið hættulegra en það er núna. Og ógni friðnum á alvarlegri hátt en það nokkru sinni hefur gert. En það er rétt að þetta er stóri dagurinn í dag, 4. apríl 1949, að þá var þetta bandalag sett á laggirnar, stofnað formlega í Washington og nokkrum dögum fyrr þá höfðu
þingmenn íslenskir ákveðið að stimpla Íslendinga inn í NATO gegn fjöldamótmálum. Og kröfu það að þjóðin fengið ákveð þetta? Og þjóðin fengið ákveð þetta og ég held að það sem að gerðist þann dag og í aðdraganda þess að NATO stofnað eigi að verða okkur ævinlega víti til varnaðar og við megum aldrei gleyma því sem þarna gerðist. Þarna safna saman friðsamt fólk á Austurvelli til að mótmæla því sem til stóð að gera og lögreglan hún hafði búið svo hnútana í samráði við stjórnvöld að hvítliðar, það var kallað varalið, var í félum í Alþingishúsinu og þarna kring og það síðan kallað út og það segað á fólkið og það beitt táragassi og kylfubarsmiðum. En það ekki nóg með það, heldur í kjölfarið þá efnt til réttarhalda og það mun ekki hafa skort ljúvitnin við þau réttarhöld. En rúmlega 20 manns á 30 manna voru dregnir fyrir dóm og 20 dæmdir til fangelsisvistar og nokkrir þeirra 8 manns, 8 af þessum 20 að þeir voru sviptir kjördengi og kosningarétti. En það sem svolítið merkilegt og það þetta sem að gefa manni von. Það hvernig þjóðin brást við. Þegar að þessi dómar eru kveðnir upp nokkru eftir þessa atburði, alltaf hefur verið 1952, að þá safnað undirskriftum gegn því að þeim yrði framfylgt. Þeir þorðu aldrei að setja fólkið í fangelsi. Þeir sem hlutu þyngstu fangelsistómana, það voru 18 mánuður, 1,5 ár í fangelsi, reyndar minkað niður í ársfangelsi, en þeir þorðu aldrei að framfylgja þessum dómum af ótta við fólkið, við landsmenn. Og það safnast á árinu 1952, þá safnast 27.384 undirskriftir. Og það ekki á internetinu, það í mjólkubúðum og það á bensínstöðum og ég reiknaði það út fyrir 2 árum, 1 eða 2 árum, hvað það myndi samsvara sér núna og komst að þeirri niðurstöðu að það var í 72.000 held ég, 70.200 manns sem ansi svona mikill fjöldi og þessar undirskriftir eru afhendar forseta Íslands 1952 en það ekkert gert með það fyrir enn 1957 að þá þessu fólki veitt sakaruppgjöf á sök sem aldrei var nein, það var verið að taka þátt í mótmælum á fullkomlega eðlilegan hátt þegar verður fyrir þessum árásum en þá höfðu 8 manns verið án kosningaréttar og kjörgengis í 5 ár. Þetta eru sem sagt fæðingarhýðirnar hér á landi og ég veit ekki hversu ítalega þeir hafa rætt þetta í afmælispartíinu í morgun sem þú vísaði til. Nei, það gerir það ekki. En mér finnst ástæði til að ræða þetta og þetta má aldrei gleymast það sem þarna gerðist. Þessi mótmæli sem að voru það var afmæli þeirra núna á síðastliðinn laugardag. Hvað var það sem að fólk var að mótmæla? Var það þannig lýðveldið ungt og einna svona lykilatriðum í sjálfsmynd Íslendinga hefur alltaf verið vopnlaus þjóð og ævarandi hlutleysi eiginlega fyrsta línan í utanríkisstefnu Íslands frá því bara 1918. Hvað það sem eða voru þetta bara flokkadrættir á milli? Var þetta kaldastríðið svona í fæðingu? Ég held að þetta kaldastríðið í fæðingu og þarna Náttúrulega Sovjetblokkin annars vegar og síðan hinn kapítalíska blokk hins vegar. NATO náttúrulega varnarbandalag kapítalismann til að verjast kapítalismannum og menn tókust síðan í kjölfarið ávinda hvernig þetta gera það. George Kennan sem var einn mesti áhrifavaldur í mótun bandarískrar utanríkisstefnu tíma utanríkisráðherra og svona áhrifavaldur síðan meir. Hann talaði containment, við að svona halda aftur af Sovjetblokkinni
En hann vildi, og sérstaklega þegar áleið, ekki gera þetta með vígbúnaði. Hann sagði þessi slagur, þetta ideológisku slagur, þetta er barátta hugmyndir. Annars vegar Sovjetblokkin, hún beitir ofbeldi innan síns svæðis, en í slagnum við okkur að þá hún veikust fyrir á hennu ideológiska svæði vettvangi og þetta náttúrulega einkenndi bandaríska utanríkisstefnu næstu áratugina í bland, þar að segja að svona taka þátt í þessu menningarlega stríði og menn settu mikla fjármuni í það og það hefur stundum verið rækið, kannski ekki alveg nógu vel. Síðan breytist þessi hugsun eftir því sem á líður og þeir sem að vilja gæta friðarins og þeir tala mikilvægi ógnarjafnvægis og það sem að gera fælingamátt og það sem að gera vígbúar sem allra mest. Eisenhower, Bandaríkjaforseti sem verið hafði hershöfðingi í heimsstyrjöldinni síðari, hann varaði við þessu. Þetta var hægri maður, þetta var republikani. Hann sagði við erum að gæta okkur af því að the military industrial complex sem hann kallaði. Það er að segja vélin, iðnaðar maskínan, að hún ráði aldrei för. Og hann var þarna á þessari línu sem Kennan boðaði síðar meir. En því nefni ég George Kennan, að þegar að NATO fer að færa út kvíarnar að nýju eftir að Sovjetblokkin fellur, eftir að Berlínarmúrinn fellur og þá segir hann, eru þið að hefja kaldastríð að nýju með því að víkka út NATO og færa vopnin aftur nær gömlu Sovjetríkjunum Rússlandi og þetta hafa svona verið deilurnar kannski í seinni tíð á hvern hátt eigum við að tryggja friðin, en við erum bara komin þangað þar sem að þeir hafa algjörlega yfirhöndina sem vilja vígbúast og mér finnst óhugnanlegt að fylgjast með fjölmiðlum í Evrópu, í Bandaríkjunum og hér á landi sem að berja stríðsbumburnar hvað ákafast. Norðurlöndin að opna allt upp á gátt fyrir nýjum bandarískum herstöðum. Svíþjóð komið inn, við erum komin heim, sagði forsætisráðherra Svíþjóðar þegar að dregin var sænski fáninn á húnni í NATO-miðstöðin í Brussel og þeir eru að opna allt fyrir bandarískum herstöðum. Er þetta vænlegt til að verja friðin? Það held ég ekki. Það þarf að koma, það var nú einn, það var forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, Council, the European Council, sem starfaði hlið framkvæmdanefndarinnar. Hvað heitir hann? Richard Michel, Belgi. Hann sagði daginn og var breytt yfir einhverja flenni síðuna í Mogganum með mikilli velþóknun að evrópsk hagkerfi verða að komast í stríðsham. Og þessu tökum við þátt í. Við erum að senda núna, hvað var það, 300 milljónir til að kaupa skotfæri í stórskotabissur í Úkraínu, kaupa einhvern búnað fyrir konur í herinn og erum að bæta þar við milljarðar sem við erum búin að senda mér annars í hersjúkrahús og vopnaflutninga og svo framvegis. Mér finnst þetta alveg hrikaleg þróun og alveg stórkostlega hættuleg. Ég glemdi að minnast á það þegar ég var að telja upp afmælisfagnuðinn að Bjarni Benediktsson utanríkisráðherra, hann skrifaði grein líka í Moggan og þar sem hann boðaði raunverulega stóraukin útgjöld til hernaðar og varnarmála og nefndi meðal annars þessar vopnasendingar og að það mætti auka þær enn frekar og það var svona undir því sem hann var að segja, það er eins og ráðherrarnir í ríkisstjórninni séu búin að sætta sig við það að NATO-ríki munu gera kröfu og Íslendinga að þeir verji einhverju viðlíka hluta landsframleiðslu til hernaðar og varnarmála eins og krafan gagnvart öllum löndum í dag sem 2% og tala að það munu líklega hækka. Þetta eru kannski 90 milljarðar sem að Íslendingar þyrftu að leggja í hernað og varnarmál.
Hann talaði þetta, nefndi einmitt að þetta veri einn eðlilegasta þróun að Íslendingar væru farnir að kaupa vopn til að nota á vígvellinum. Já, og það sem skelfilegast í því að ríkisstjórnin virðist öll sammála þetta. Og einhver tíman hefði maður nú brugðið við það að sjá einhverja sem kendu sig við vinstri sósíalisma taka upp þennan stríðshanska sem verið að gera í undirskrift 75 menninga núna á afmælisdaginn eða afmælisdag þessara mótmæla eða þeirra mótmælana við Alþingishúsið var minnst að ég sá bara einn þingmann, það var Steinunn Þóra. Hún var á þessum 75 mannalista, einn maður fyrir hvert ár. En það er enginn í þinginu sem andæfir þessu og enginn innan ríkisstjórnarinnar. Þar eru allir klappandi og þetta er eitthvað sem að þjóðin þarf að átta sig á og við öll að þetta mun ekki breytast nema við rísum upp og byrjum að andæfa þessu og látum ekki vopnaðinaðin leið okkur út á bjargbrúnina eins og er að gerast. Það sem haldið fram í dag meðal annars að NATO hafi tryggt frið í Evrópu á SSC-sórun. Ég held að það sé ekki rétt. Ég held að þetta hafi verið rétt hjá Kennan að þessi skipting blokkana, Sovjetblokkarinnar og hérna kapitalísku blokkar hafi haldið nokkuð vel. Þetta skiptuðu Sovjetmenn sér ekki að til dæmis herforingjabyltingu í Gríklandi? Nei, þeir náttúrulega réðust inn í Ungverjaland 56 og 68 og þeirra, já, akkurat. Og ég held að þetta hafi rétt hjá Kennan að það sem að hafi alla tíð átt að gera það væri að horfa á hið pólitíska svið en hergagnaðinnaðurinn hann sættist ekki við slíkt. Þannig að þegar að Sovjetið fellur og þá líklega hugmyndabaráttan búin býtti við því að það tekur bara við einhver nýfrjálsríkja í austrinu. Jú, og þá byrjar eiginlega hernaðaruppbyggingin. Já, þá byrjar hernaðaruppbyggingin vegna þess og ég sem sagt byrjar á nýjan leik, hún er búin að vera að standa með hléum alltaf þegar kom einhver búinir til nýjir óvinnir til að framleiða ný vopni en þarna fer þetta af stað fyrir alvöru á nýjan leik. En ef við horfum á þessa sögu það sem að menn voru að vonast til eftir heimsstyrjöldina síðari, þá voru menn að vonast til með tilkomi Sameinuðu þjóðanna og svo framvegis að það væri hægt að draga úr spennu á svæðum sem gæti orðið átakasvæði í heiminum og þar horfum menn náttúrulega ekki síst til Evrópu og kannski í þessum anda, samkvæmt þessari hugsun, þá er Vestur-Þýskaland ekki hluti af NATO. Það er ekki í hópi fyrstu 12 ríkjana sem að mynda NATO. Þýskaland kemur seinna til, Grikkland og Tyrkland og nefndir þau, Grikkland nefndir þau komið 52. 55 kemur Vestur-Þýskaland inn í NATO og þá verður Varsjárbandalagið til. Fyrst þá verður Varsjárbandalagið til og síðan eru næstu svona skref í þessari stigmögnun að þau gerast á 9. áratögnu þegar að NATO-ríkin og bandaríkin með þau í brotifylkinga fara að setja upp skamdrægar og meðaldrægar flaugar í Evrópu, vilja gera þetta og það rís upp gríðarleg alda mótmæla sem var svona að hluta til þverpólitísk, nær inn í kirkjuna, nær inn í allskyns hreyfingar og þetta er á þessum árum hvenær 83, 4, 5 eitthvað svoleiðis sem þetta er við erum með fundin í Höfða hérna 1986, 87 þá gert samkomulag INF samkomulag, INF það er að segja að takmarka útbreiðslu þessara skamdræg og meðaldrægu vopna. Hvers vegna? Vegna þess að þessi vopn eru árásarvopn við bæjardyrnar. Önnur prókunum í gangi líka þessar með langdreigar flaugar, þeir hafði gert samkomulag Reagan og Brezhnev 1972 að takmarka það, menn eru svona á þessum nótum alltaf svona með annan fótinn, en þetta er hinn raunverulega hætta, þar að segja kjarnorkuflaugar við bæjardyr hins, sama með Kúbu 1962, þegar að Rússar ætla að setja upp flaugar á Kúbu
sem bara við bæjar til Bandaríkjamanna, þá rísa þeir náttúrulega upp og horfa til þess sem að gerast. Rússarnir horfa þá til þess sem að gerast í Tyrklandi, líka við bæjar til Sovétríkjana. Þar var verið að setja upp kjarnorkuflaugar, Ítalíu setja upp kjarnorkuflaugar og heimurinn dauðhræddur. Heimurinn allir dauðhræddur. Óttaðist kjarnorku styrjöld þarna 1962 og aftur á 9. áratögnum. Fólk rætt. Alltaf innan Evrópu, þess að þarna var Evrópa umverulega vígvöllur stórveldara sem að voru sikkurum einn. Síðan gerist það að menn sem satt semja, menn skrif undir takmörkun á þessum meðaldrægu flugum 1987 og svo fellur múrinn og Sovétríkin leysast upp og margir vonast til þess nú friður framöndan. Nú getum við svona unnið að friði og reynt að stækka þessi vopnlausu svæði. Nei, þá náttúrulega NATO komið aldeilis á fullt. Og fyrir utan Evrópu. Fyrir utan, í Afganistan. Bæði þar, en líka í Evrópu, að þeir fyrir að fjölga í NATO og færa vopnin aftur upp að Rússlandi. Þetta bara staðreynd sem að menn verða að horfa til ef þeir ætla að skilja það sem er að gerast og til ég vera. Og þá segir þessi kennan sem var að vitna til áður, nú þið að fara að starta nýju köldu stríði og hún leist ekki á blikuna. Og þá þurfum við að horfa líka til þess að þegar menn eru nú svona með afmæliskökurnar á borðinu og dásama friðin, þetta bandalag undir stjórn Bandaríkjanna, heimsveldis, sem að ætlar sér að ráða heiminum. Það var talað Wolfowitz-kenninguna. Wolfowitz var ekki varnarmálaráðherra hjá Bush. Wolfowitz og Cheney svo kemur og eftir. Þessir menn sögðu, við þurfum að tryggja yfirráð Bandaríkjanna í heiminum öllum, hegemóni. Við þurfum að tryggja yfirráð Bandaríkjanna í heiminum öllum. Þeir segja þetta er bara yfirlýst stefna og við erum síðan að fylgja þessari stefnu. Og núna, þegar að þeir fara að þrengja svona að Rússlandi sem þeir eru að gera, hafa verið að gera, að þá eru þessir aðilar ógnandi við friðin. Afsakar það Vladimir Putin? Nei, það gerir það ekki. Það afsakar aldrei stríð, það afsakar aldrei yfirgang, það gerir það ekki. En ef við ætlum að reyna að finna leiði til að draga úr ógninni, þá vorum við að skilja það sem er að gerast. Við erum að skilja það. NATO hefur ekki gert það. NATO ítti undir ógnina og tók sensin á því að Rússar myndu ekki svara. Já. Töpuðu því veðmáli. Já, en halda núna áfram. Stóra hættan frábrugðið því sem var 1962, Kúbudölunni, frábrugðið því sem er á 9. áratögnum, þá þegar fólk óttaðist raunverulega kjarnorkustyrjöld. Menn muna ennþá eftir Nagasaki, Hiroshima, það var ekki bara svona einhver huguleg kertafleiting hér og þar sem ég ætla nú ekki að tala niður, alls ekki, tekið þátt í því og eigum öll að gera, það sjálfsögðu. En menn óttuðust þetta í raunveruleikanum. Gera með það lengur? Ég er ekki viss. Myndu menn haga sér eins og þið gera ef þeir raunverulega óttuðust kjarnorkustríð. Þeir segja gjarnan að Putin sé bandbrjálaði maður. Son of a bitch, sagði tíkarsonur, sagði Biden og þeir hafa talað hann á slíkum nótum. Ef hann það, ef hann óútreiknanlegur brjálaðingur, eiga menn þá ekki að passa sér svolítið á honum. Eiga menn þá ekki svona hugsa svolítið hvað þeir raunverulega eru að gera og hverju þeir gætu valdið. Nei, þessi öfl eru núna búin að ná undir tökunum á öllum Vesturlöndum og svona gamla vinstrið, sósíaldemókrata vinstrið, hefur lagst undir þetta straujátt allt saman og þá segi ég, ef við ætlum að bara varðveita mannkynnið og varðveita friðinn og þar með mannkynnið, þá verðum við, fólkið, almenningu, við verðum að rísa upp og við verðum að taka fram fyrir hendurnar á þeim sem að stýra okkur út í þessu ógæfu. Því að það verið að því. Þannig að einhvern tók dæmi að því samband við Úkraínu og Rússland að ef þú ert að pota priki í augun á birninum og hann slærði tilbaka, þá getur ekki kent honum endilega það. Það eiginlega ríkingin að það var svo sem vitað að
að þetta væri mat Rússa og skiptir ekkert máli hvort það sé Pútín eða Stalin eða keisarinn sem að metur það að þessu öryggishagsmuni Rússlands að óvinnurinn sé ekki með herstöðar inn í Úkraínu. Þetta vissu evrópskir ráðamenn, þetta vissu margir bandarískir, en það svo þetta hefur gleymst eitthvað starfðinni. Þetta hefur allt saman gleymst og það annað líka sem að hefur gleymst. Það þegar að menn eru að horfa til réttar þessara ríkja til að velja sér sína framtíð innan hernaðarbandalaga, efnahagsbandalag og hernaðarbandalagi. Þá ger ég fullkomin greinamun á efnahagsbandalagi og hernaðarbandalagi. Og menn segja, ætlar ekki að skilja Eystrasaltslöndin, ætlar ekki að skilja löndin sem voru undir hæl Sovétríkjanna á sínum tíma, því að þetta var hæll, þetta var játnhæll og það ekki vitnana við frekar en Ungverjaland og Tékkóslóvakía og fleira. Hvernig sem það síðan var til komið, sko, sem er nú líka umhugsunarefni. En það var það. Og þá segi ég, já, það mjög skiljanlegt að eldri kynslóðin sem upplifði slíkt að hún bregðist við með þessum hætti. Vil ég vera í NATO og vil ég vígbúast gegn gömlum óvinni og svo framvegis. Við má skilja það. En kemur það þá öðrum við hvað þau gera? Já, það kemur öllum við. Það kemur öllum við. Ef Íslendingar ákveðtu til dæmis að setja upp kjarnorkuvopn á Íslandi, kæmi það okkur einum við? Nei. Það kæmi öllum heiminum við að sjálfsögðu og það sem gerist í Evrópu, í Þýskalandi, Póllandi, Rússlandi, Úkraínu, Rúmeníu, það kemur okkur öllum við að sjálfsögðu vegna þess að það eru okkar líf sem verður slökkt á ef að framfer sem gæti orðið að til kjarnorkustríðs kæmi. Líklega eru við nær því núna heldur en kannski nokkuð tíman áður? Við erum held ég óhugnarlega nálætti og mesta hættan í andvaraleysinu, mesta hættan hefur skapast af því að þeir sem áður stóðu vaktina, gera það ekki lengur, þeir eru orðnar meira að segja klappstýrur í hernaður uppbyggingunni. Ég skaust þarna aðeins yfir söguna sem þú vart að segja í sambandi við stækkun NATO innan Evrópu, en á þessum tíma eftir 1990-91 að þá færir NATO sér svolítið út úr Evrópu. Þau byrjar að taka þátt í átökum í Afganistan og loftrásum í Líbíu og mörg NATO-lönd eru þáttakendur í innrás Bandaríkjanna í Írak með beinum og óbeinum hætti. Við vorum þar líka með ýmiss konar aðstoð. Ég heyrði það að því að ég nefndi viðtalið við hann Björn Bjarnason í morgun. Þá var hann að tala það að þetta tímabil væri kannski að baki og nú væri NATO komið aftur heim og átti þá við Úkraínu stríðið í miðri Evrópu. Eða ekki í miðri Evrópu, það er svona hjarta Evrópu. Nema hvað er að vera heima hjá sér hjá Bjarni Bjarnasyni? Það er bara í heiminum öllum, Janda Volvovits og Tínis og þeirra. Vegna þess að það sem að gerðist og hefur gerst er að grundvallar breyting varð á NATO á öðru afmæli, það var ekki 50 ára afmælinu 1999. Það var haldið upp það í Washington eins og stendur nú til að gera núna og verið að gera í Brussel þess að dagana líka. Að þá fórum menn að skoða grundvallarteksta NATO og 5. grein NATO-sáttmálans og hún hljóðar á þá leið að árás á eitt aðildarríki þýði árás á þau öll. Þá byrja öllum að grípa til vopna. Nokkuð sem að stendur aðeins í þeim í Úkraínu að þau get ekki beitt þessu þar. En þá sögðu menn á þessu afmæli í Washington og síðar Geir Neltin síðar á fundi í Tékkóslóvakíu í Prag. Þeir sögðu, þessi grein eins og hún er orðin svolítið úrelt. Við þurfum að leggja annan skilningi hana, nefnilega þann að í stað þess að það sé árás á eitt ríki sem við þurfum að bregðast við, þá er það ógn við eitt ríki vegna þess að við erum náttúrulega fyrirbyggjandi, við erum friðarbandalag, náttúrulega fyrirbyggjandi og ógn við eitt aðildarríkjana er
ógn og þar með árás á okkur öll. Og eftir 11. september 2001 þegar þeir eru sprengtir tvíburatutarnir í New York og Pentagon byggingin, fleiri byggingar, þá fundu þeir út að þeir voru konur í stríð, Bandaríkjamenn, War on Terror gegn hryðjuverkamönnum, og þeir fundu terroristana í Afganistan og sagði, heyrðu, nú erum við komin náttúrulega með þessa nýju skilgreiningu að það eru þessir aðilar sem ekki aðeins réðust á okkur, þeir ógnu okkur líka áfram og þeir fá skjólshús í Afganistan sem þar með orðið óvinnaríki okkar og óvinnaríki ekki bara okkar heldur NATO og við þurfum að ráðast þá og það gerði þeir, réðust á Afganistan og það var NATO sem gerði þar og þar var nú bara NATO komið heim, held ég í þessum nýja skilningi sem ekkit horfin frá okkur því að þannig hugsa Bandaríkjamenn sem eru ráðandi aflina NATO og svo með alla litlu hirðina eftir sér að þeir hugsa heiminn svona, við eigum að ráða og við erum með svona lögreglu sem heitir NATO og við beitum henni hvar sem okkar hagsmunum ógnaði í heiminum. En leiðin þeirra til dæmis inn í Afganistan og síðan aftur út að hún bendir ekki til þess að þetta sé aðferð sem að virkar. Nei, vegna þess að þú breytir ekki þjóðfélagi með ofbeldi, þú gerir það ekki. Þú býrði ekki til þjóðfélagi með ofbeldi. Það var nú fellin með marga byltingar að menn trúa því að með ofbeldi megi breyta samfélagi, en þú gerir það bara ekki. Þú breytir samfélagi með vilja fólks og ef þú ætlar að gera það til framtíðar, þú getur haldið þjóðfélagi í heljar greipum í einhver tíma með ofbeldin, þú breytir ekki raunverulega til framtíðar nefn þú byggir á raunverulegum vilja fólks og það voru skrifaðar Jonathan Steele, The Ghosts of Afghanistan, draugar Afghanistan, það voru skrifaðar bækur á borð við þá bók eftir Jonathan Steele sem var bara blaðamaður hjá Guardian áður það sem hann sagði, við sjáum alveg hvað kemur til með að gera vegna þess að NATO ekkit í takt við þjóðina, hún ekki í takt við fólki sem þarna býr og svona mun þetta fara, spáði hann ári áður en að þetta síðan gerist árið eða 2 árum áður. Þannig að svo hafa menn alltaf haldið, já, þetta verður nú aldrei fínt hjá Afgönunum sko, því að Amerikanar munum alltaf sjá til þess að græða öll sár og laga allar brýr og endur byggja allar byggingar og svo framvegis. Það gerist aldrei. Hefur hvergi þar sem þeir hafa farið hefur slíkt gegn. Það eru allt önnur öfl sem eru þarna verki. Þetta ekki hinn lýðræðislegu öfl. Þetta hergagna iðnaðurinn sem að verki. Og það svolítið merkilegt að hann, hvað heitir hann, Stoltenberg, forstjóri NATO, framkvæmdastjóri NATO, hann fór til Washington núna til lok janúar. Hélt þar mikla ræðu til að samfæra Bandaríkja þing að halda áfram að veita stuðning til Úkraínu og kaupa vopn. Hann sagði þið verið að gáða því að þessi peningar fara aldrei út úr Bandaríkjunum. Mest af þessum peningum, það verður hér eftir í vopnaðinaðinum. Þannig að við erum að hagnast í Evrópu með að geta haldið stríðunu gangandi, eins hrikaleg orðalega og það nú og þið að græða, þið græði líka á þessu stríði og einhvers staðar sá ég að 90% af þessu fjármagni sem færi til hernaðar stuðningsins í Bandaríkjunum austur á bóginn til Úkraínu, hann færi aldrei út úr Bandaríkjunum, hann fer í vopna versmiðunar í Arizona og í Texas og Alabama og Wisconsin og hvað þetta nú Biden segir þetta við þingmennina að við flytjum út dótið okkar gamla og svo þarf að framleiða nýtt og það verður framleitt í ykkar kjördæmi. Já. Sko, og við horfum öll á þetta og tökum undir og höldum svo upp á bara afmælispartí með köku í Ríkisútvarpinu á mótana á afmælismorgunin. Það eitt sem að gerðist fyrir hvað rúma ári var að NATO ákvað það að opna skrifstofu í Japan, þannig að nú NATO á leiðinni til Asíu. Já, nú á NATO heima þar. Já.
Þau vilja undirbúa sig undir átök í Kína. Já. En þú vilt að Ísland fara NATO og herri burt. Já. Það eru lönd í Evrópu sem ekki er í NATO. Írland, Sviss, Austurríki. Já. Heldur að þeim stafi ógn af Rússlandi og Putin, Írum? Heldur okkur staðið ógn af því ef við verum ekki NATO? Nei, ég held ekki. Ég held hins vegar að það sem er að gerast, það er verið að búa til, það var athyglisvert, það var finnskur vígbúnaðar sérfræðingur, það var titlað svo finnsk kona sem var vitnað í Morgunblaðinu daginn. Og hún sagði nú eru Svíarnir komin inn og Finnland komið inn og nú fara þeir að efla sína stöðu í hermálum og þá þurfa Rússar að efla varnir sínar á norðurvægnum. Það sem verið er að gera er að það verið að setja okkur í frontlínuna. Það eru Bandaríkjunir þarna sem að ætla að ráða öllu og eiga alla olíu í heiminum og öll hráefni og svo eru þarna Rússland sem er að halda utan sitt. En okkur er síðan telt inn í frontlínuna og sagt þannig eru þið að efla öryggi ykkar. Þetta er bara eins og sé verið að leiða bjálfa til slátrunar. Og öðruvísi verður þetta bara ekki skilið og Norðurlöndin hugsaði það að þau eru að koma saman alltaf öðru hvoru þessir fórustumenn og Norðurlöndunum til að fagna þessari þróun. Núna eru norðmenn höfðu þá grunnreglu að hleypa aldrei erlendum aðilum í herstöðar í landi sínu. Nú er það allt orðið opið. Bandaríkjamenn hafa meira að segja lögsögu í fjölmörgum svæðum í Noregi, sami Svíþjóð. Þeir eru búin að hleypa konunum inn á alla herflugvelli í Svíþjóð og svo fá þeir einhver sérstök samin svæði, ég man ekki hvað þetta er kallað, öryggisvæði, bara bandarískar herstöðar. Danirnir eru að gera þetta sama. Allstaðar, Fredriksen, hvað heitir hún, Mette Fredriksen, forsætisráðherrann, hún sagði, heyrðu, nú þurfum við að efla okkar varnir og gerum það náttúrulega í samstarfi við Bandaríkin. Sem er allstaðar að senda vopn og sprengjur og allir segja að við verðum svo örugg á eftir. Trúa með þessu virkilega. Ég gerir það ekki. Hvað getur við kallað? Stjórnmála elitan í Evrópu gerir það. Já, og þess vegna hún talar yfirleitt einu rómi, hún talaði meira þess að einu rómi eftir 7. október árásir Hamas að þá töluðu allir samrómi með nákvæmlega sömu setningunum. Og þannig hefur þetta verið alltaf í sambandi við Úkraínu að öll stjórnvöld í Evrópu tala nákvæmlega með sama tungutæki og Pentagon. Þau gera það allstaðar. Og það sem þau gera líka, sem er skiljanlegt, þau reyna að kveða niður alla gagnrýni og alla andspyrnu og helst sumstaðar banna mótmæli ef þau eru með eða fyrir rangan málstað, taka mjög hart á mótmælum. Hvers vegna? Vegna þess að innst inni eru þau óörugg. Innst inni muna þau öll, lásu öll, allt þetta fólk, las keisaran sem var í engum fötum. Það man að það var lítið barn sem sagði, heyrðu, hann er ekki í neinum fötum þessi keisari. Og þá hlóu allir og sáu að hann var ekki í neinum fötum. Svona er heimurinn núna og þeir sem að litlu börnin, þau eru öll tekin úr umferð. Það er það sem er að gerast. Það er nú víða einmitt börn og ungt fólk sem er að mótmæla. Sem er að mótmæla og það er að rísa upp og við eigum að gera það. Og ég bara hvet til þess að við látum þetta ammæli, þessa öldungsaverða sem að vill sér eilíkt líf verða til þess að við förum að hugsa málunni på nýtt. Íslendingar og tökum höndum saman við fólk annar staðar sem að hugsar á þann veg líka til að verja friðin og til að verja siðmenninguna. Ein leið til þess að vinna friði er að horfa aðeins langt fram í tíman. Hugsa svona hvernig viljum við hafa þetta svona til lengri tíma. Því að ef þú vilt viðhalda ófriði þá horfur við bara á átök kjærdagsins og endurtekur þau. Ég velti fyrir mér er raunhæft að það verði friður í Evrópu nema sér gott samband milli Evrópu og Rússlands til lengri tíma?
Hvort að það sé ætti að vera markmið Evrópu eða vil tryggja frið í álfunni að byggja upp samskipti við Rússland. Ég held að ef við ætlum að tryggja frið þá þurfum við að horfa mikið inn á við líka. Við erum að horfa inn í okkar samfélag og horfa inn í samfélagin. Horfa inn í Rússar þurfa að horfa inn í sitt samfélag. Við þurfum að horfa inn í okkar samfélag. Réttlát samfélag eru líklegri til að vilja frið. Ranglát samfélag þau stuðlað ófriði vegna þess að þau eru að ná sér í það sem að þeim ber ekki. Og þannig að þetta hangir allt saman held ég, ekki bara á þessu tabli stórvelda, heldur hvað gerist innan ríkjana, innan heimsins að þessu leiti, hvernig farið þið með auðlindirnar og hvernig þeim skipt og svo framvegis. Þar liggur svarið sem við erum öll að leita að friðvænlegri heim, að tryggja meira réttlæti þegar að kemur að þessu. Ég var ekkert leggja til að Evrópa gengi inn í Rússland, heldur að það yrði að var lykillinn að friði í Evrópu til lengri tíma, að það væri einhver eðlileg samskipti þar á milli. Af því að sumileyti það hagsmuni Bandaríkjanna sem óttast að rísi upp einhvern veldi annars þar í heiminum sem getur ógnað sér, að það eru hagsmuni Bandaríkjanna að það sé ekki friður á milli Evrópu og Rússlands. Ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér og til marks það náttúrulega var hvað gerðist með Nord Stream leiðsluna, að þeir vildu stöðva olíusölu frá Rússlandi til Evrópu til að gera Evrópu síður háða Rússum og helst fráhverfa Rússum. Þess vegna var hún sprengt. Þess vegna sprengdu Bandaríkja með Nord Stream, stöðvuðu þessa flutninga eins og Biden hafði hótað að gera 2-3 mánuðum áður en að þetta gerist. Bandaríkjamenn vilja ekki góð samskipti þarna á milli og það alveg rétt að auðvitað rétta leiðin þarna að stuðla að góðum samskiptum þessara ríkja. Það svo augljós mál. Var það ekki einmitt ein af röksendunum fyrir Evrópusambandinu? Var ekki sagt að með því að efla viðskipti milli landa innan Evrópu þá væri það líklega til að stuðla að friði og varanlegum. Þetta var bara hugmyndafræðin. Hvers vegna líkur henni skyndilega þarna á tilteknu svæði þegar komið aðeins austar? Henni á ekki að ljúka þar. Þetta var kenningin á bakvið þýðuna í samskiptu við Sovétríkin, þetta var kenningin á bakvið aukin samskipti Bandaríkjanna og síðar Evrópu við Kína. Já. En það er búið að afleggja þetta. Það er búið að afleggja þetta, þá er bara að taka þetta upp aftur. Draga fánar að húnni, að nýju. Herðu, Ögmundur, takk fyrir þetta. Ég veit ekki, sérstaklega dagar í pólitíkinni. Ég veit ekki hvort ég megi svindlaður að ég baði koma hingað til þess að tala NATO 75. En það er eiginlega stjórnarkrepp á Íslandi. Þetta er forsetakostingum. Ég hef ekki orðið neitt sérstaklega var við það sko. Það sem er krepp á Íslandi yfir háum vöxtum. Það er kreppa hjá mörgu fólki sem getur ekki haldið húsnæði sínu. Það er kreppan. En hitt er svona einhverja gárur á Þú betur vilja stjórnmálum að það snýrist hinn raunverulega vanda. Já, hinn raunverulega vanda, hinn raunverulegu kreppu. Fólki sem á í raunverulegri kreppu. Það er kreppan. Já. Fólk sem er að glíma við erfið örlög og það á ekki við stjórnmálstættin okkar sem hefur það bara fínt. Ég held að það sé raunin. Höfundur, kæra þakkir. Takk fyrir. Við ætlum að setja þetta áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það eru forsetakosningar eins og öllum er ljóst og við höfum hérna við rauðaborðið rætt við frambjóðendur. Haft að reynt að tala við þau sem við teljum að vera næsta vísdamurinn á 1500 meðmælendum og ég hef þegar rætt við Sigríði Hrund Pétursdóttur, Arnar Þór Jónsson, Ástór Magnússon, Höllu Tómasdóttur, Agnieszku Sokolovsku og Baldur Þórðarsson í gær. Og nú er komið að
Helgu Þórisdóttur. Þetta velkomin. Takk fyrir Þú kærlega. ert hvað forstjóri persónuverndar Passar, í leyfi. í leyfi. Herðu, hvað akkur viltu vera forsti? Já, ég hef nefnilega fengið þessa spurningu undanfarið. Það er eiginlega þannig að ég fann hjá mér í rauninni gríðarlega sterka þörf fyrir að stíga fram og segja þjóðinni að ég hef reynslu og ég hef þekkingu. Ég hef búin að vera að fást við almannahagsmuni allt mitt líf. 29 ár hef ég sem lögfræðingur verið að starfa meira og minna í opinberri þjónustu. Alltaf að því að hlúa að samfélagin okkar og búið til betra samfélag og huga réttundum einstaklinga. Og síðan er þetta að ég er líka tungumálamanneskja og ég ætlaði einhvern tímann að fara og verða bara sendiherra þegar ég er stór. Þannig að þannig hefur áhugin líka legið mjög þéttur og nú síðan svona, þú veist, það er bara svona eitt sem leiðir að öðru og ábendingar sem ég hef fengið til mín eftir ég hef tekist á við ýmis mál í ólgusjó hjá Persónuvernd það að þetta væri kannski leiðin og svona ef maður bara kalt lítur á þetta sem starfsviðtal að þá tel ég mig fylla upp í allar gröfurnar. Það er bara þannig. En þetta er kosning, þetta er ekki að þú ert ekki að sækja hjá einhverju sem metur hæfnina. Þetta er þetta kosning og þá skiptir orðið máli hvort að fólk sé þjóðþekkt eins og sagtir. Og ég ætla ekki að gera lítið úr en það er talað að Katrín Jakobsdóttir muni bjóða sig fram, Jón Gnarr, Steinunn Ólína, þetta eru bara household names, en það á ekki við Helgu Þórisdóttur, þannig það hvernig ætlar að snúa þér í þessu að fara með þetta starfsviðtal í gegnum kosningu? Já, það er nú eiginlega bara það sem að ég er þá greinilega þegar byrjuð að gera hér og nú, vegna þess að maður þarf að byrja bara á byrjunni og ég fer ekki í þetta nema með þá fullvissu að ég hafi það sem þarf til brunns að bera og mér finnst einhvern veginn, mér bara skylda til þess að segja þjóðinni frá því og eins og þú segir, þetta er ekki venjulegt starfsviðtal þar sem að einmitt hverjir eru hæfniskröfurnar og mannkostir og annað. Þetta er einmitt spurningi líka, hvað vill íslensk þjóð? Af því að þú nefnir glæsileg nöfn og endanum þá er þetta fólkið heima í stofu sem þarf að velta fyrir sér hverjum af þessum einstaklingum tristi ég best. Gott og vel, sumir hafa kannski ákveðið forskot af því þeir hafa tekist á við þannig verkefni og annarkot staðið sér vel eða verið að gera vel í sínu. Ég er kannski bara aðeins að banka á dyrnar og segja halló, það eru fleiri þarna úti og fleiri sem að geta kannski gert þetta bara ansi hreint vel. Þannig að sómi sé af fyrir alla landsmenn hér heima og heiman. Og það er eiginlega bara svo vegferð sem að hjarta mitt dregum í að því að ég brenn fyrir hagsmunum íslenskra þjóðar. Ég reynlega bara, ég get ekki ennþá dýbra í árinu hvað það varðar. Ég er mikill Íslendingur í mér og vil hlúa að sögu okkar og menningu og tungu og þetta bara er eitthvað sem að er að draga mig alveg ótrúlega sterkt fram á völlin, vitandi allt þetta sem þú varst að segja þarna áðan. Ég gerir mér alveg grein fyrir þessu, en ég ætla ekki vera eina af þeim sem að segir við þetta, þetta, ég vildi, ég hefði. Þannig að nú er það bara mín vegferð að reyna að segja fólki, ég er þessi heiðarlega, trausta, hreina og beina manneskja sem er samt búin að geta mér held í það orðspor að ég er óhrædd við að taka erfiðar ákvarðanir, ég er óhrædd við að stíga inn og fylgja minni samvisku og trú og síðan hef ég bara alls konar aðra hæfileika líka. Svo er eitt sem er ekki vitað. Ég held að segja þetta að vita það að almenningu vill ekki að þetta sé bara fyrir hérna frægu. En svo er það líka að kjósendur í forstakostningum eru svona, ég held að Ólafur Þ. Harðarson hafi sagt það svona ólíkindatól. Það er ekki vita fyrirfram hvað þjóðin er að sækjast eftir. Þannig það er alltaf eitthvað svona leyni í þessu starfsviðtali að þjóðin kemur í ljós í kosningabaráttunni eftir hverju þjóðin er að leita ef það má tala þjóðina sem svona heild. En þú segist það var starfað í almanna þjónustu alla þína eins og kalla tíð eins og sagtir. Þú ert í Persónuvernd núna, hvað hefur verið annars þar? Ég byrjaði í sakamálunum. Ég byrjaði hjá embætti ríkissaksóknara. Þannig að ég bankaði upp hjá Hallvarði Einvarsinni sem þá réð ríkjum þar og dæmdi mér í sakamálin
að því málið það að ég er sérst yngst, ég á 2 eldri systur, þær eru báðalæknar, pabbilæknir og þau fóru öll í MR. Ég er svona pínlítill uppreisnarseggur, ég fór í MS og svo ákvað ég sérst að ég þyrfti náttúrulega að gera eitthvað annað. Ég var reynda búin að ákveða læknisfræðina og þannig að ég er fædd 1968 þannig að það hét 9. bekkur þegar maður fór í starfskynningu og ég dæmdi mér á slysadeildina, horfði á uppskurði og eitthvað svona. En svo var það eiginlega Matlock sem tók yfir og staði bara rétt er rétt og rangt og kom inn í lögfræðina og sem sagt þannig að ég byrjaði í sakamálunum og sá eiginlega fyrir mér að kannski vera bara í því umhverfi, bara reyna að aðstoða samfélag við þá sem að stíga af réttu brautinni. En svona eftir 2 ár þá fann ég það að ég var fann að ganga Laugaveginn og velta fyrir sér, það er gaman að sjá sakavottorðið hjá þessum hinnum og þá segi ég er kannski komin út á ég veit ekki, þú veist að ég ætla ekki að eyða lífinu þarna og þá tók við að fara á nefndasvið Alþingis og þá starfaði ég í 6 ár með þingnefndunum og það var eiginlega stórkostleg lífsreynsla að þá fekk maður einhvern veginn að sjá hvernig samfélagið er og hvernig uppbyggingin er og ég starfaði þá með 6 af 12 fastanefndum sem að voru og ég meina iðnaðarmálin og félagsmálin og menntamálin og svo var það allsherjarnefndin með dómsmálin og umhverfismálin þá voru þau bara að verða til, það var alltaf til umhverfisráðuneytið þá, þannig að þarna fékk maður fólk inn og ég gleymi ekki til dæmis í menntamálunum að þá var það verið að fornleifafræðingar, það voru átök á milli stríðandi fylkinga þar og svo margt sem að bara kynnist þarna, þannig að þarna lærði ég líka að vinna nóttunni og þarna átti ég mín 2 fyrstu börn, ég og minn maður og sem sagt, ég man eftir því að einhver tíma var maður að vinna á einmitt og allur þingsalur var að bíða eftir því sem maður var að gera, maður var að reyna að klára nefndarálitið, allavega gríðarlega góður skóli og flott reynsla. Og einsýnin í Íslandssamfélag? Algjörlega og einmitt að bara finna bara hvað því að manni hætti svo til að vera í sínum þrönga heimi, þannig að þarna gaf þetta manni svo mikið viðsinni og setja sig í spór annara við allskins ólíkar aðstæður. Nú síðan þarna fann ég mjög sterkt að ég vildi fá alþjóðlega reynslu og ég var reyndar þá með bara 2 leiðir færar, ég var búin að sækja svo kallað LLM nám framhaldsnám í lögfræði þá sem ekki svo margir voru að taka þegar ég kláraði 1995 og var á leiðinni eiginlega hálfkomin í Edinborgarháskóla en sótti svo í rælinni líka hjá EFTA í Brussel og var svo köll út í viðtal og svo bara fekk ég það starf og þá var það spurningin þokkalega velun að starfi í Brussel eða fara í námslánin og fara í Edinborgarháskóla allavega, ég fór í Brussel starfið og þá var ég að vinna með EES-samningnum okkar og skilja hvernig hann virkar og mynda tengslu í fólki í Evrópusambandinu og lærði alls konar hluti frá mínu norska yfirmanni þar að maður á aldrei að borða einn og maður á að kontaktatir aðilarnir sem voru með í símaskráni þeir skipta meiri máli heldur en þetta og hitt í lífinu í sitt sínis hverjum þetta allt saman og kannski ef ég mátt vera ennþá duglegri einmitt strax þá, en allavega þetta opnaði líka fyrir mig víddina bara Ísland og umheimurinn, Ísland og EES-samningurinn, alþjóðasamskipti og þarna sá ég hvað það hlustað á okkar rödd, hvað okkar rödd skipti miklu máli og ég er frönskumælandi þannig að það var gríðarlega gott líka þannig að þótt að enskan væri vinnuumhverfið að þá þegar maður kom heim og börnin 3 og 5 ára í belgiskum frönskum ælandi skóla þá beði mín löng brefa því að auðvitað skellti ég manninu mínum í það umhverfi en það er að leysa alls konar málum þegar maður kom heim en síðan sem sagt lá leiðin heim og minn maður sjálfsagt starfandi sjúkraþjálfari hafði komið þarna með mér og eftir 2 ára þá hugsaði þetta er bara orðið ágætt og ég var með 3 ára samning og ákvað bara að skila okkur heim og þá fór ég og mér var boðið starf sem lögfræðingur í menntamálaráðuneytinu sem þá hét mennta- og menningarmálaráðuneytið og það fannst mér aftur ofsalega áhugaverð lífsreynsla. Ég hafði alltaf verið með menntamálanefndin á þinginu, verið lögfræðingur þeirra nefndar á þinginu og aftur að skilja menningun á landinu og hvernig þessu er öllu svona skipt upp og þá hafði ég líka lært á þinginu þessir styrkir til einstakra aðila og bara hvað þarf til þess að reka menningarstarfsemi á landinu og svo er það skólarnir og akkurat þegar ég var í menntamálaráðuneytinu að þá að vera að semja heildar skólalöggjöf, það voru grunnskólalögin og framhaldsskólalögin og háskólalögin undir stofnun Árna Magnússonar, ég kom að
aðstofa við samningu þeirra laga og ýmislegt fleira. Þannig að þetta bara kennir manni svo margt og þetta það sem að ég hef alltaf pildi brunni fyrir. Nú síðan langaði mig að gera eitthvað meira og eftir 2 ár í menntamálaráðuneytinu að þá losnaði staða yfir lögfræðings hjá Lyfjastofnun og ég hafði í Brussel kynnst lyfjamálunum. Þannig að ég sótti þar og ég fekk það starf og það reyndist vera svona eina mínum betri ákvörðunum í lífinu vegna þess að áhugavert aldeilis að dempa sér í lyfjamálin og einmitt að ég var eini náttúrulega lögfræðingurinn þar og ég var að starfa með öllum hinum fræðigreinunum, aðalega lyfjafræðingar, líka hjúkrunarfræðingar og matvælafræðingar og allt svona í því umhverfi og þar svona eldist ég taldið í minni stjórnunarreynslu og ég fekk sem sagt á endanum að leysa forstjóran af. Rannveig Gunnarsdóttir var þá búin að vera forstjóri lengi og við áttum gríðarlega góða samvinnu og hún treysti mig til þess að leysa af og þá var Lyfjastofnun orðin tæplega 70 manna vinnustöður og þá svona að því maður alltaf að hugsa sko hvar ég best og hvar ég hélt alltaf að ég myndi verða meiri sérfræðingur en svo einhvern veginn þróast ég þarna í það að finna mig meira í stjórnendahlutverkinu og okkur gekk gríðarlega vel þetta árið mitt í stofnun ársins, flugum upp í 3. sæti og veit ekki hvað þannig að mikill meðbyr og svona fólk þekkti mig að mínu störfum, ég bara í starfi ég daldið öguð og nákvæm og gerir kröfur en ég allt öðru í sig utan starfsins en eins og ég segi þetta var gríðarlega áhugavert og eftir að hafa starfað þarna leist af sem forstjóri í 1 ár og þá fann ég að þetta eitthvað sem að ég held að séu mínu styrkleikar að fá að leiða hópinn og síðan svo lá leiðin eftir það í það að það auglýsti laust starf sem forstjóri hjá Persónuvernd og aftur ég sæki þar og þá voru nú margir að velta fyrir sér Persónuvernd, það eitthvað ofan á brauð eða svoleiðis. Þannig að ég held að við höfum verið 6 sem að sóttum þá, þetta fór frekar lágt eða hljótt og svo sæki ég þar og þegar ég kem þar til starfa og ráðin af Ólöfu Nordal heitinni að þá held ég að það hafi verið fjármagn fyrir 5 eða eitthvað svoleiðis starfsmenn og þá á leiðinni tímamóta löggjöfin, nýja persónuverndarlöggjöfin, hún á leiðinni 2018 og það var alveg ljóst að Evrópa var öll byrjuð að undirbúa þá innkomu. Þannig að ég get deila bara ef ég reyna að summera lífið mitt hjá persónuvernd upp í einhverja eina setningu þá það mesta vinnuævintýrið sem ég hef lent í hingað til. Ég hef eiginlega bara aldrei vitað annað eins. Hvernig þá? Já, það var í rauninni að vera með algerlega undir mannaða ríkisstofnun. Að fara í þá vegferð, að taka eina stærstu tímamóta löggjöfina í fangi frá Evrópusambandinu í gegnum EES-samninginn. Þannig að þetta ekki svona íslensk aðferð að ætla sér aðeins svo mikið og valla ráða við það? Já, bara, við erum dálítið mögnuð á þessu landi, hvað við getum. Og þá það auðvitað okkar styrkleikar eru líka þetta að stjórnsýslan frekar svona lítil og við erum með marga hatta en það líka stutt í yfirlægið hjá okkur þannig að ef það þarf að ná ykkur í gegn og ef það þarf að gera eitthvað við getum bara orðað þannig að ef ég hefði farið þá leið að búa til stefnumótun ígrundaða algjörlega frá A til Ö í öllu, þá hefði lítið gerst. Það þurfti píldið bara að fara dálítið hratt og vinna dálítið hratt öll verkin og við náðum 3 manna aðalteymi að fara landsherferð svo kallaða, flugum all land og fórum einhver 8-9 staði og breyttum út boðskapinn alltaf með opna fundi allstaðar að því við áttum okkur á því að þetta löggjöf sem að varða alla einstaklinga allstaðar, þetta eru réttindin okkar sem verið að reyna að tryggja og þannig að við vorum að reyna að aðstofa fólku að skilja hvað þetta snýst allt þannig að því að ennþá þá erum við svo nálægt sveitasímanum gamla hérna stutt langt stutt og allir hinnir heyrðu hvað var sagt á línunni þannig að fólki finnst ennþá að það ekki hafa neitt kannski mikið að fela og persónuvernd sé ekki eftir svona verð. Já, þú veist að við svona prífasíðan og við stutt síðan vorum bara á baðstofaloftinu þar sem að allir voru bara saman.
sem að maður svaf bara hjá vinnuvindandunum sem að var í kannski við endan og hérna, svo var maður með hrefsóma upp í sér. Ákveðin sjarmi í þessu öllu saman. Við þurfum bara að vita að það einhverju mörk og við þurfum bara að vera meðvituð það eins og það jákvætt að tengjast, eins og fólk að tengjast á samfélagsmiðlum og það ekkert annað en gott. Að þá þarf að stoppa fyrirtækin sem að rýna einhverja 52.000 hegðunar eiginleika hjá okkur og sjá langanir og þrár fyrir og undan okkur. Það bara það sem þetta snýst og það þetta sem að löggjöfin að reyna að stoppa. Og í Evrópu þá svona fólk nær því að skilja hvað það mikilvægt að vera ekki settur í ykkur að hópa. Ég meina þeir sem að lifðu seinni heimsstyrjöldina, þeir ennþá lífi og þeir skilja þetta og það út frá þannig umhverfi sem persónuverndarlöggjöfin sköpuð. Þannig það bara að vera verndaréttindin okkar. Hjá okkur hefur þetta verið aðeins miskilið og haldið við sem að það sé vera bann allt með þessari löggjöf. En það alls ekki máli, það bara gerum þetta rétt. Hindra að fólk sé svona flokka með einhverjum hætti í einhverja hópa. Gegn okkur. Sem það gegn okkur. Já. Herðu, en þessi ferð sem að þú lítur svolítið á sem eins og undirbúning undir það að verða forseti. Þá væri maður að horfa kannski á forsetan sem svona æðsta embættismann. En hann það ekki alveg beint. Vald hans eða áhrif eru frekar svona óformleg. Eða allavega viðmælendur mínir hafa lagt mikla áherslu á því að forseti geti sett mál á dagskrá og hafi svona áhrifavald og þá verið að tala svona þáttöku hans í kannski almenn umræðu eða með hvað hættan hefur áhrif á það. Frekar en að hann sé æðsti embættismaður í svona hinu formlega bjúrókratíska valdi sem á að halda utan á samfélagið okkar. Já, ég meina þetta liggur fyrir að svona þetta einhver leiti. Ég meina ég ekki að bjóða mig fram til forsætisráðherra. Það málið. Ég meina það forsætisráðherran sem hefur formlega valdið ásamt ráðherrum, ríkisstjórnarna hverju sinni. Þannig að vissulega þetta einmitt að einhverju leiti, já, þetta sérkennilegt embætti að því leitinu til einmitt að hvernig við höfum tekið eitthvað upp frá öðrum og hvað erum við á endanum með. En að samanskapi þá þetta embætti sem að mínu mati eitt virðingarmesta embætti landsins. Og það sést nú kannski á umtalinu og ef ég leyfi mér að segja, við erum svo yndisleg þjóð að sama tíma og fólk að segja að þetta óþarft og þetta hefur ekkit upp á sig og ekkit vald, að þá hefur verið að máta mestu forkólfa í okkar umhverfi í þetta starf. Það engin nógu góður. Líka það þannig að ég náttúrulega bara les út úr þessu það sem að mér finnst vera bara liggja fyrir og það þetta, það í lögum í dag ákveðið að hafa forseta Íslands á Íslandi og hann gegnir aðilinn sem þarna hann eða hún, mjög mikilvægu hlutverki, svona eins og maður segir pínlítið yfir og allt umkring. Ég líti á þetta sem í rauninni öryggis og traust þjóðarinnar. Þarna þarf að vera alger yfirvegun, þarna þarf að vera þekking, þarna þarf að vera fágun og þarna þarf að vera geta til þess að stíga inn í þessum undantekningatilvikum sem sagan hefur sagt okkur að geta skapast. En að samaskapi einmitt vera svona röddin sem að mögulega þarf að hjálpa okkur ef á þarf að halda. Alltaf tilbúin, alltaf á tánum. Svona yfir og allt umkring. Það eru komin að hvert hlutverk forsetans? Já, það þetta formlega sem náttúrulega í stjórnskipunin okkar að það þarf atbeina forseta til að skrifa undir lögin og til að staðfesta eitt og annað og síðan það erindrekarnir erlendu sem kom með sín skipunarbréf og slíkt. Þannig að það það og síðan náttúrulega eins og sagan hefur verið að þá hefur það verið allavega síðustu ár minni aðkoma stjórnarmyndunum og stjórnarmyndunum viðræðum en það eitthvað sem gæti gerst á hvernig tíma. Það veit enginn, það bara eftir í hvernig staðan í stjórnmálunum. Algjörlega. Og það sumir forsetar hafa lent í miklum klemmum með þetta en aðrir bara eiginlega varla komið að stjórnarmyndunum. Það málið og þá bara spurningin hvern vill fólk fá til þess að vera á vaktinni og hverjum treystir fólk í einlægni til þess að geta tekið hlutlausar ákvarðanir í þessu umhverfi öllu.
Og þá tel ég mig koma ansi sterka inn, hafandi aldrei tekið þátt í pólitísku starfi, en hafa alla mína reynslu, 29 ár sem lögfræðingur, í þessari stjórnsýslu okkar Íslendinga og að hlúa að og að vera með tungumálin og allt hitt. Og þess vegna er ég nú á þessari vegferð minni, af því að mér fannst mér bara renna blóði til skyldunar að segja, hér er ég og ég er tilbúin að gera þetta. Þetta er eitt af hlutverkunum að tryggja það að hér sé starfshæf ríkisstjórn og það getur verið því með því að vera eiginlega svona umræðustjóri í stjórnarmyndunarviðræðum eða svona að deila út orðinu en líka að það hefur verið dæmi að forsetar hafa verið miklu virkari heldur en fólk kannski átta sig á því í því að mynda ríkisstjórnir. Það er að tryggja það að ef það er minnihlutastjórn skamma tíma hún sé umverulega með þingmeirihluta og annað slíkt og svo er náttúrulega til dæmi fyrir lýðveldisstjórnina að forseti myndi utanþingsstjórn þannig að þegar áþarf að halda þarf forsetin að ráða við þetta og þegar þú grípur í neyðarkassan þá þarf að vera verkfæriðar sem að ræður við verkefnið. En það hefur kannski verið meira rætt það undanfarið og kannski eftir Ólafur Ragnar Grímsson. Það er kalla hann það ekki öryggisventilinn. Að ef það verður, eins og hann orðaði það, þegar það verður gjá á milli þings og þjóðar, að þá beri forsetunum að tryggja það að þjóðin hafi aðkomu að málum sem að forsetin telur að stríði einhver leiti gegn samfélagssáttmálunum eða sé eiginlega gegn einhverjum réttindum almennings eða gangi einhverjum þvert á vilja hans. Hvað segirðu það öryggisventilinn? Já, þetta er einmitt annað merkilegt svona hvernig hlutur þróast hjá okkur af því að áður en Ólafur Ragnar steig inn að þá voru náttúrulega fræðingar sem stigu fram og sögðu að þetta væri haldlaust ákvæði og mögulega væri ekki mikil þýðing í því. Við gætum orðað þannig að fram að því hefur, og eftir það líka hefur elítan alltaf reynt að gera sem minnst úr valdi forsetans vegna þess að hún vill náttúrulega halda völdunum hjá sér. Þannig að það hefur verið eiginlega tala niður bæði hlutur kanns og áhrif og völd. En að samanskapi að þá er náttúrulega bara einmitt eins og í lögfræðinni sem er náttúrulega minn bakgrunnur og minn styrkur að þá náttúrulega ef það er komið fordæmi, þá er komið fordæmi og við hvaða aðstæður var fordæmi nýtt og það er engin allavega sagt eftir að þetta var gert í tvígangi og Ólafur Ragnari að þetta hafi ekki mátt. Það er komið fordæmi og þarna er lagaákvæði. En að samanskapi... Og þar alveg var túlkunin áður augljóslega röng. Það er náttúrulega atvinnan fyrir lögfræðingarna sem er grínið það er náttúrulega bara, það er náttúrulega, ekki kannski grínið, en það er náttúrulega þú ert með mál og það er mögulega hægt að rökstyðja tvær ólíka niðurstöður. Og það er það sem skapar atvinna fyrir lögfræðingarna og það er grínið í okkar samfélagi bara? Já, þannig á þetta að vera vegna þess að í rauninni þú ert með sett lög og svo hvað segir ákvæði í raun og þannig hef ég líka þessa þingreynslu mína sem starfsmaðurinn að búa til lögin, að vinna í því með þingmönnum að búa til lögin, að hvað þýðir lagaákvæði í raun og stundum bara vill það svo til að lögin eru afgreidd í dálum hraða. Það liggur mikið á einhverju máli og þó svo að það sé reynt að útskýra þau nægilega vel í greinagerð og jafnvel í einhverju meginmáli með tilgangi lag og annað, þá er það ekki alltaf alveg ljóst og þess vegna er hægt að túlka þetta með mismunandi hætti. Þannig að, ég meina, nú liggur fyrir að í tvígang að þá verð þetta notað, það er orðið nokkur ár síðan og svo hafa liðið 8 ár þar sem að hefur verið rólegt. Eru rólegi tíma framundan? Ég held síður rólegir heldur en áður. Þarf að vera þekking og reynsla til að geta tekið þetta í fangið? Já, ég held það. Og þá er eins gott að það sé gert að hlutleysi og yfirvegun og þekkingu. Þannig að þú reiknar svona frekar með pólitískum óróa í framtíðinni heldur en... Já, það er allavega eðlilegt að gera ráð fyrir að svo gæti orðið. Ég meina við lifum á einhvers konar meiri ófriðar tímum heldur en áður. Það er alls konar óreiða á netmiðlum og í samfélagi og það er tæknibylting og það eru falsfréttir og það er gervigrindin. Það er gríðarlega margt framundan og þar er minn svona kannski minn auka styrkur að ég er bara hreinlega búin að lifa og hrærast í þessu umhverfi og ég er fann að þekkja dálítið hætturnar og
ég held að það sé gríðarlega sterk innkoma sem ég geti haft þar og fyrir íslenska þjóð og síðan... Má ég spyrja þær hætturnar á netinu eða í þessum stafræna heimi, hver eru þær? Þær eru náttúrulega ansi margar. Það sem snýr að persónuvendinni þannig að í rauninni stór fyrirtæki út í heimi hafa þjóðnýtt okkar upplýsingar og þetta er svo alvarlegt í rauninni eins og tökum sem dæmi Bandaríkin að það sem fólk að tala saman prívat sín á milli af því að það heldur jafnvel í messenger skilaboðum að það er eitthvað sem að kannski er litið á sem söluvara til annara. Og mæðgur tala sín á milli mögulegt þungunarof og þetta er af samfélagsmiðlunum bara sent til viðkomandi ríkis og lögsókn hótað. Það er bara svona, það er verið að lemja okkur með öðrum hætti og það er verið að nýta upplýsingar okkur gegn okkur. Þannig að það er alveg... Bróður er mættur. Já, og það er svona ófyrirsjáanlegar hættur í því. Og þannig að þess vegna einmitt löggjöfin og þetta bara aftur ef ég leyfi mér að nota Bandaríkin að heilsufars upplýsingar sem er okkar viðkvæmasta, hvernig líður okkur og hvað er að okkur og hvað lyf tökum við, þetta er litið á sem söluvara í Bandaríkjunum og áfengisnotkun og kynlífshegðun. Þetta, eins og það var forrit sem að norska persónuverndin steig inn í Grindr held ég að segja frambörðurinn appið þar sem að í rauninni samkynhneigðir voru að nota einhvers konar stefnumótunar forrit og þar voru það þeir sem að ráku það forrit sem að voru að deila bara það að fólk yfir höfu væri að nota þetta og deila staðsetningunni þeirra og deila ýmsum öðrum upplýsingum með fyrirtækjum og þetta eru hætturnar að þú ert dregin í dilka þannig að þetta er bara persónuverndarhluturinn og það er ýmislegt annað og gervigrindin þegar það er farið að nota andlitið þitt og segja Gunnar Smári sagði þetta og þú sagðir þetta ekki. Það er dæmi það er alls konar dæmi til og bara núna nýjasta í fyrirlestri sem við byggum til nýlega hjá persónuvernd að prófessor, bara góður og gegn prófessor í Kaliforníu, hann var næstu því búinn að missa starfið af því að hann átti að hafa verið að dubla við yngri nemendur í einhverju ferð og út frá einhverju grein í Washington Post. Greinin var ekki til. Og hann gerði aldrei neitt. En þegar þú ert komin í þá stöðu að þeirra segja, nei, þetta var ekki ég, þetta var ekki svona, þá ertu búin að missa allavega 50 ef ekki 60% af fólkinu sem að klikkaði á fyrirsögnina. Þú veist er hún svona, er hann svona. Þannig að þetta er það sem við þurfum að, þetta er bildið framtíðin og það er svona þarf að passa hvernig þetta rúlar allt út hjá okkur. Og falsfréttirnar og svo allt hitt og upplýsingaóreiðan. Þetta er gríðarlega stórt svona menningarlegt mál, þar sem að áður en að falsanin að byrja þá vorum við eiginlega gengin inn í heim þar sem að við vorum að taka afstöðu til hluta út frá því hvernig þeir svona lúkkuðu eða hvernig leit út og eitthvað svona samhengi og þannig það var eiginlega við vorum búin að falla frá því að skoða hlutina áður en að koma að því að það var að fara að falsa það svo náttúrulega þegar falsunin kemur inn í heiminn þar sem er svo auðvelt að taka afstöðu og þú bara gerir það bara svona. Þá er þetta bara svona hálfgert fall í menningu Vesturlanda. Það er eiginlega ekkert of djúpt í árinni tekið að segja það vegna þess að við erum líka komin í umhverfi þar sem að fólk er síður, yngra fólkið nennir síður að lesa texta og hvernig nærðu skilaboðin til fólks svona. Þú hefur kannski 2-3 sekúndur til þess að grípa athyglinna. Þú getur það ekki útskipt neitt á 2 sekúndum. Það er málið. Og allra síst getur þú útskipt eitthvað að hlutinni séu öðruvísi að þú heldur. Þú getur hugsalega staðfesta sem að þú taldir þið vita fyrir. Já. En lengra nærðu ekki. Og þetta á ekki við bara þessar 2 sekúndur. Mér þetta eiga bara við þegar fólk er að koma inn í fréttasettið og RÚV og á að segja eitthvað hluti, kannski þú verið kölluðar inn og færið 1,5 mínútu til þess að segja eitthvað mikilvægt. Mér hefur sagt max 3 atriði, jafnvel kannski bara 1 eða 2 Þetta er eiginlega
þetta sko farvegi sem get ekki haldið neitt umræðu. Nei, þess vegna held ég að við þurfum að taka dálítið djúpa samfélagsumræðu á þessu sviði og ekki bara á þessu landi, heldur bara í Evrópu og allum heiminum. Ég meina hvert stefnum við sem heimur og þjóðir meðal þjóða og svona að bara einmitt að passa sig að ég meina virðing fyrir grunngildunum, ég meina sumir eru farnir bara í að spila sko plötur aftur. Ég verði að viðurkenna, ég sleppti aldrei sko geisladiskinum en sko þú veist þetta spurningin sko hraðinn og gæðin og ég meina hvar eru við komin að einhverjum þolmörkum sem heimur og sem Akkur liggur okkur svona mikið á? Já, ég veit ekki, mér finnst ekkert betra heldur en heima bakaða kleinur og ég reyna að baka skonsur oft heima þannig að þú veist eins og ég segi í grunninn en ef ég má fara aftur að sko að því þú spurði mig áðan hlutverk forseta og þetta er stjórnskipunulega hlutverkið er ákveðið en síðan er það líka þetta sem að mér finnst sko svo sjarmerandi ég má leyfa mér að segja það og ekki bara sjarmerandi heldur mikilvægt og það er þetta að vera líka þjónn fólksins og vera með fólkinu og þar finnst mér það hitta mig svo ofsalega vel fyrir af því að mín reynslaði að vera að starfa í almannahagsmunum í þessi tæpu 30 ár að þá hef það reynst mér ákaflega vel að þykja vænt annað fólk og vilja hlúa því og styðja það og þetta er það sem að mér finnst skipta svo miklu máli og ég var spurð að því að góðri vinkonni mig þegar ég var að segja veistu, ég er í þessum hugleiðingum og þá bara Helga finnst þér heldur þetta sé skemmtilegt starf? Já, bara að opna skátaheimili. Já, og ég mitt svar var að það náttúrulega fer algjörlega eftir við hvernig þú ert að tala og hvernig hver er undir vegna þess að fyrir mig ef ég fengi það hlutverk fyrir þjóðina að fá að vera einstaklingurinn sem að er í þessu embætti og sem fer á meðal þjóðarinnar og fer inn á barnaheimilin og fer inn á eldri borgaraheimilin og tala við eldra fólkið og hlustar á hvað þurfum við að hlúa betur að og tala fyrir menntun okkar, tala fyrir íslensku tungu, tala fyrir einmitt eldri borgurunum, fara líka fremst í flokki við að styðja við þessar blokkir okkar sem er fræðasamfélagið og menningin og atvinnulífið og nýsköpunin. Ég bara, bara... Þú myndi gjarnan vilja það? Já, og ég bara finn það bara í mínu hjarta að ég myndi gera það bara svo vel og ég er svo reiðbúin þessari vakt. Þú ert ekki rætt við fólk og til að vera kostur í fórsetarinn að opna skátaheimilin eins og settir. Upp á gátt. Já. Herðu, en ég ætla aðeins varðandi öryggisventilinn að því að frambjóðendur núna kannski er ekki kosningabaráttan þróuð en við þekkjum það úr fyrri kosningabaráttum að það voru svona ýmis konar sjónamið sem að voru upp það hvenar forsetinn hefði raunverulega vald eða gæti beitt þessu valdi sínum og ein útgáfan er náttúrulega frá Ólaf Ragnari að þegar hann meti sem svo að gjási komin á milli þings og þjóðar þar sem að hann líklega bara út frá þekkingu sinni metur. Margir hins vegar mátu það sem svo að ef að almenningur kæmi með tiltekinn fjölda, sumuleyti má ráða það orðum Guðna sem að var spurður af hverju hann hefði aldrei íhugað að nota þetta, þannig að hann hefði aldrei fengið það mikinn fjölda undirskrifta að það væri réttlætanlegt. Þannig að mér langar að spyrja það svona hvernig þú metur það hvernig forseti geti tekið þessa ákvörðun, hvernig hann geti metið afstöðu almennings, hvort að það sé með einhverjum formlegum hætti eða hvort að það sé bara út af reynslunni að hafa hitt gamla fólkið og unga fólkið og samfélagið að hann hafi sé einhverju aðstöðu að geta skynja það umfram aðra hver er afstaða almennings eða hvort að stjórnvöld sé að ganga gegn vilja almennings. Hvernig getur forsetið ákveðið þetta? Þetta er náttúrulega það sem að máli snýst Já. Og þetta er það sem að einmitt styrrin allur stendur sko og þetta er eitthvað sem að náttúrulega þyrst að meta eftir aðstæðan hverju sinni, hvað er undir ég meina, er þetta léttvæða breytinga sem að pirra afmarkaðan hóp eða ekki og ég meina við erum orðin hvað 370.000 nákvæmlega tölurnar frá 387, 1. janúar
387. Eftir endurtalningu, við erum ekki 400 eins og við heldum. Já, í vissum endurtalningunum, 387. Þannig að það er alveg ljóst að það þarf fleiri en 2 og 3 og 10 og 20. Þannig að þetta er bara eitthvað sem að þarf að meta og það er líka bara hverjir eru heildar hagsmunir þess sem undir hvaða löggjöf erum við með. Hver með það, forsetinn sjálfur, það þannig að ég held að Arnar Þór hefði orðað svona þetta borð að forsetinn er kosin og það er eiginlega þjóðin velur hans dómgrind og ef það er mín dómgrind að þetta stangist á við stjórnarskrá, hann leggur áherslu á það, hann er svona, ég veit í hvað, þetta fullveldi sinnið eitthvað, að þá bara tekið þá ákvörðun og ég þarf ekki að spyrja neitt af því. Já, þar myndi ég hafa tilhneigingu til þess að vera kannski aðeins rólegri vegna þess að mér finnst aftur þetta eitt virðingamesta embætti landsins eigi náttúrulega að fara að þeim leikreglum sem við erum búin að setja okkur sem samfélag og leikreglurnar eru þær að þetta er lýðveldið Ísland og þetta er þingbundin stjórn þannig að fólk er að kjósa sér stjórnmálaöflin út frá stefnuskrá þeirra og það er náttúrulega í grunninn það þannig að það ætti út frá því ekki að verða einhver kreppa á þinginu og það er talað gjá milli þings og þjóðar ég meina ef að fólk væri í rauninni að lesa stefnuskrá flokkana sem það ákveður svo að kjósa þá ætti ekkert að koma á óvart. Vandamálið hins vegar það eins og við vitum að flokkana gera svo bara eitthvað allt annað. Það er bara vandamál allstaðar í okkar heimsluta að fyrir kosningar þá snúa stjórnmálinn að almenningi en eftir kosningar þá snúa þessi bara að einhverju öðrum. Gott og vel, ég menn það er líka til í þessu, en stundum er hægt að lesa þetta út frá stefnusskráni og stundum gera hlutir og annað og þá er það bara þetta, mér finnst þetta virðingarmesta embættið, það væri engin rosalega virðing í því ef það væri alltaf hoppandi inn í bara löggjöf á hverjum tíma. En þú vilt ekki ganga lengra en Ólafur Ragnar? Við skulum bara segja þar voru sett ákveðin fordæmi og skref sem að mér fannst reyndar vera gríðarlega góð. Mér fannst hann koma sem mikill bjargvættur fyrir íslenska þjóð, ég held að segja allir eftir á sammála því. Þannig að þetta en þegar sagan að gerast, þegar þetta að skrifast, að þá spurningin hvenar þarf. Ég veit að það var hart sótt að frú Vigdísi á sínum tíma. Með EES-samningin og undirskriftur og það er spurningin einmitt samningur af þeirri stærðagráðu var það þess efnis eða ekki þú veist þegar þetta fara að varða einmitt alla þjóðina, ég meina breytingar á stjórnarskráni, það er eitthvað sem varðar alla þjóðina, enda þarf 2 þing til að breyta og ég meina eitthvað sem að einmitt bara svona snertir grunnlýðræði skildin okkar allra. Við skulum bara, byrja þar myndi ég vilja hafa stikuna og svo þarf bara að koma í ljós hvar er þetta. Þetta er ólíkt, þú nefnir Vigdísi sem að kaus að senda ekki samningin í þjóðaratkvæði og hún meiri segja skrifaði undir lög þar sem hún vildi ekki skrifa undir, taldi að væri og bara óforsvaranlegt að setja lög á verkfall flugfreyja held ég á kvenna baráttudegi en hún byggði svo undir það. Ólafur Ragnar hann hins vegar og einhver leyti held ég hann hafi verið kosin af því hann var níklegri til þess að veita stjórnvöldum á þeim tíma einhver svona mótvægi. Ég held að hann hafi verið kosin byrja að vera svo baráttumaður eða hvernig sem við viljum orða það sem hann var. Þannig að þetta er ólíkir forsetar og líklega bara út af ólíkum bara persónugerðum sem að taka raunverulega ólíkar ákvarðanir og þá er eðlilegt að spyrja það sem er að bjóða sig fram svona hvar sirka myndi þú vilja vera? Ég líti á þetta líka þannig að þetta er í ólíku tíma og rúmi vegna þess að ég meina að þegar að Vigdís stýrir þessu embætti eins vel hún gerði að þá er hún með sinn í rauninni leikhúsbakgrunn og bókmyndabakgrunn og menning og listir og síðan stígur inn stjórnmálaprófessorinn Herskái sem gerir það sem hann gerir. Vigdís eftir Ólafur Ragnar hefði hugsanlega sett EES í þjóðaratkvæði. Það er svona leiði mér að velta fyrir þess vegna er ég að spyrja því að það getur skipt máli hver er í embættinu vegna þess að sá sem er í embættinu mótar starfið og embættið og söguna í framhaldinu. Algjörlega. Og þess vegna segi ég að ef fólk gefur sér örlítinn tíma til að kynnast mínum störfum hjá Persónuvernd að þá hef ég styrstofnun
stundum í heilmiklum ólgusjó, þar sem að mikið álag hefur verið lagt á okkur að gera eitt og annað. Og þá hefur það verið minn styrkur að fara að lögum og gera það sem þarf að gera. Og ég hef með því ekki orðið allra og ég bara er að sumleyti ána með það, stend og fell með hörðum ákvörðunum sem hefur þurft að taka, en alltaf á grundvelli laga af þeirri fagmennsku og festu sem verkefni býður upp á í hvert sinn. Og það er það sem ég er að segja, að ég myndi hafa dug og þor til þess að gera og stíga í fæturna fyrir íslenska þjóð ef á þarf að halda. Það er bara þannig. Það er ég. Herðu, þá ætla ég að fara með þig til útlanda því að þú varst að vinna hjá EFTA og varst að tala að Íslendingar gætu haft mikil áhrif miðað við smæð sína og eitt af hlutverkum forsetans hann snýr gagnvart heiminum og fer víða og á í samskiptu við erlenda kollega, myndum við líklega orða helst. Hvaða áhrif getur, hvaða góð áhrif getur forsetinn haft á því sviði? Bara eiginlega öll. Það er bara þess spurningin hvað er sett á dagskrána. Vegna þess að það er hlustað svo mikið á okkur. Ef ég leyfi mér að segja eitt persónulegt dæmi, að þá þegar að Evrópska persónuverndararáðið tók við með nýju löggjöfinni 2018 í Brussel og það tók við af svokölluðum 29. greinar vinnuhópi. Þannig að þá þurfti að semja nýjar starfsreglur fyrir þetta ráð. Nú, þetta er náttúrulega bara, Brussel er náttúrulega bara höfuðstöðvar ESB. En út af EES-samningnum okkar, þá er Ísland, Noregur og Liechtenstein með ákveðið hlutverk og við sem sagt í rauninni þarna eins og í persónuverndarmálunum tökum yfir löggjöfina en sem sagt megum ekki greiða atkvæði. En af því að ég hafði þekking á því hvernig ákveðin innleiðing hafi verið gerð í EES-samningnum út af lyfjamálapakkanum að þá bankaði ég upp hjá þeim sem voru að semja starfsreglurnar fyrir Evrópska persónuverndarráðið og benti á að það væri ákveðið fordæmi fyrir því hvernig væri hægt að gera þetta og hvernig Ísland, Noregur og Liechtenstein geti tekið þátt í starfinu í persónuverndarmálunum. Og það endaði þannig, ég man að ég var með 2 helstu lögfræðinga ráðsins bara á mér og við vorum, ég var kölluð út af fundi til þess að bara það þurfti að afgreita á þessum fundi og ég náði með minni röksamdafærslu að fylgja minni sannfæringu eftir að svona myndi ég leggja til að þetta væri gert. Og þannig að það endanum náðist í gegn að starfsreglur Evrópska persónuverndarráðsins hvað Ísland, Noregur og Liechtenstein eru, að þær eru settar þannig að við, þessi 3 lönd, að við erum fullgildir meðlimir í ráðinu, við höfum ekki atkvæðisrétt en atkvæði þeirra eru talin sérstaklega. Og hvað leiddi þetta til? Bara þetta leiddi til þess að þegar maður kemur til þessara funda að þá sem sagt er verið að spyrja hver er ykkur afstætt til þess og þessa og það er kosning og það var reyndar fyrst handa uppryfting og nú er það svo tæknivætt það er bara ítt að taka og þá sem sagt koma Evrópusambandslöndin og svo 3 EA EFTA, EFTA-löndin og þá sem sagt ég meina við erum ekki í Evrópusambandinu, við viljum ekki vera þar, en sem þátttakandi í þessu að þá erum við í rauninni komin miklu meira nær á jafnréttisgrundvelli og ef við erum með aðra rödd að þá tölum við fyrir henni. Ef við höfum einhverja sérþekkingu þá tölum við fyrir henni og til dæmis talandi aðra sérþekkingu sem við höfum haft sem hefur haft heilmikil áhrif og verið hlustað á að þá eru með vísindaransóknir á heilbrigðissviði. Ég meina við erum með gríðarlega öflugt fyrirtæki hér sem er með genamengi bara megnið að þjóðinni er í þessu genamengi og þetta er sérstæða fyrir okkar land hvað þetta varðar og það hefur verið talin ástæð til þess að passa upp á sérstaklega að það sé farið öllum reglum og þannig að Evrópa hlustar mjög mikið á það sem við höfum að segja þar og hver okkar reynsla er og svo framvegis. Þannig að það sem ég hef sagt við mitt fólk hjá persónuvernd og svo sem í lyfjamálunum líka að því að þar tók ég tók þátt í miklu Evrópusamstarfi er að á okkur er hlustað, við þurfum að sjálfsögðu að vinna okkar heimavinnu og bara svona móta og forma hvað við viljum segja en ég finn það að bara það er litið með ákveðinu virðingu til Norður-Evrópu.
og við vinnum öðru sem aðrir, það menningamunur á okkur, við meira kveðum okkur hljóðs og komum okkur að efninu, meðan að meginlandsbúar að þeir fara meira í inngangin og megimálið og eitthvað og maður búin að heyra sömu hlutina sagða 3 og 4 sinnum þegar kemur að kjarnanum og það bara skemmtileg menning að sjá þetta allt saman en við erum svona beinskettari, við komum okkur meira að efninu en að samanskapi það virkilega hlustað á okkur. Þannig að hvert svo sem erindið hvort sem það að reyna að greiða fyrir leið okkar menningar eða okkar fræðasamfélags eða okkar nýsköpunar sem náttúrulega algjörlega einstök og þessi íslenski óbeislaði kraftur sem að finnur svo mikið þegar maður búin að vera annar staðar og kemur tilbaka að til dæmis að koma hafandi verið búsett á 2 ári í Brussel alltaf þegar maður kom heim í fríinu þá bara maður fann fyrir íslenska kraftinu maður þurfti ekki annað bara dett inn á kaffihús og fólk talar harra og lætur harra og það er þessi óbeislaði kraftur sem dálítið semlærandi. Ég hefði kallað þetta bara stress, það væri svona ákafi hérna. Ég heyrði einhvern segja það að hérna væri eiginlega sami í svona rafmagna andrúmsloftið og í stórborgum en við hefðum kannski ekki allt það sem að stórborgi hefðu. Já, fólk var í staðinn. Örugglega, ykkur eru stressaðir en mér þetta samt bara einhvern veginn þessi kraftur. En það sem við að tala áhrifin sem er hægt að hafa með svona ödulli vinni í alþjóðlegum stofnunum. Forseti hann kemur öðruvísi að þessu, hann svona svífur yfir sérðu fyrir þeirra að þannig að gott hugtak sem Ástór bjó til, hann að virkjum Bessastaði og sömuleyti þá hafa frambjóðundur svona í gegnum tíðina verið að tala það hvernig hægt að virkja embætti til góðra hluta og eitt af því ef við horfum til útlanda áfram það eitthvað sem að forseti getur gert til þess að virkja embætti þannig að það hefði einhver áhrif til þess að bæta heiminn? Ég held að nú þegar að þá, við erum með fordæmi fyrir því hvað forsetaembætti getur haft mikil áhrif. Ég meina, það náttúrulega, það eru fyrir forsetar og þá voru minni ferðalög, en þau kannski hófust í tíð Vigdísar. Ég meina, heimunum féll flatur fyrir fótum hennar, eins glæsileg hún var. Þannig að og svo kemur Ólafur Ragnar með sinn sjarma og svo kannski, já, ég veit ekki hvort það hafi verið minni ferðalög akkurat upp á síðkastið en alltaf svo sem COVID líka og annað. En ég meina, ég held að nú þegar hafi mjög margt gerst bak við tjöldin sem við þegnarnir vitum ekki og ég held að alls konar samböndum hafi verið komið í kring einmitt með tali. Og það er mín reynsla því að aftur ég er búin að vera svo lengi í þessari alþjóðlegu samvinnu og evrópsku samvinnu að það gerist allt í kaffipásinu og það gerist allt í hádegisverðinum og kvöldverðinum og þegar maður situr til borðs og Þannig óformlegu tengsl skipta miklu máli. Já, það gerist allt þar og ég meina þetta er bara eitthvað sem að er aftur bara styrkur hjá mér af því að mér finnst ég hafa einhvern veginn stundum náð að laða fram gott í fólki og ná til fólks. Og ertu það að segja að þú sett með sterkt tengslanett erlendis? Ég er með... Nú nefndi Óla Ragnar Grímsson, hann náttúrulega kom með alveg magnað tengslanett í nýjambættið og náttúrulega notaði embættið til þess að efla það tengslanett meira. Einmitt, Já, hann var á pólitíska sviðinu, ég er á persónuverndarsviðinu. Ég er með, ég get farið með því hvert á land sem er í Evrópu og bankað upp hjá hvaða persónuverndarforstjóra sem er, næstum því, Það er og fyrir utan Evrópu líka, það er bara þannig. Þannig ég er með mjög gott tengslanett í mínu umhverfi, já. En mál sem eru sett á dagskrá að þið voru búin að tala svolítið fyrir forseta þá var landi tungan þjóðin sagan var þannig hjá Vigdísi og skógrækt og fleira, hún var líka lagði áherslu á svona réttindi barna og virðingu fyrir börnum. Ólafur Ragnar var með ýmismál þróast nú þegar hann hætti eiginlega þá var þessi áhersla á norðurslóðir og eitthvað fleira og við þekkjum fleira að þessu. Getur þú búið til svona lista yfir hvað þú myndir vilja
ekki áherslu á? Algjörlega, og hann er bara, hann er þegar tilbúin, sko. Hver er hann? Þannig að það, sko, aftur, minn styrkur er náttúrulega í rauninni tæknin og það allt saman. Og undan farin rúm 8 ár hjá persónuvernd, þá höfum við forgangsraða tvennu. Það er annars vegar einmitt persónuvernd barna og reyndar heilbrigðis upplýsingarnar okkar líka. En ef við kannski aðeins förum inn í börnina, því það er svona, meiri stundum fundist ég vera á of þröngu sviði og nú er kannski mitt svið að opnast og ég get kannski farið að tala meira og skrifa þar greinar sem eru langa að skrifa stundum en ekki fundist við hæfi sem fórstjóri persónuverndar. Að einmitt, sko, hvernig umgöngust við tæknibyltinguna í skólunum fyrir börnin okkar. Þannig að við þurfum að fagna framþróun tækninar og bara vinna með hana og láta börnin okkar vera fær til að nota þessi tækjutól en gera með réttum hætti. Þannig að þar þurfum við að vinna í og svo er þetta líður börnunum betur ef að síminn er ekki búið í skólunum og hvernig á að nota tækin og allt þetta. Þetta er eitthvað sem að ég held að við þurfum að læra að vinna betur með og fá ákveðna sátt. Ég heyrði ykkur að skrifa það að það væri svona, þetta væri einn stærsta samfélags heimstilraun sem að við höfum farið í, áhrif snjalltæki á manneskjur. Ég meina, þú þarft ekki að líti kringu þig og þá eru bara 2-3 ára börnin eru komið snjalltækin sem eru bara líka njósnatæki. Þannig að þetta er það sem þarf að passa en það sem að mig langar að horfa aðeins meira á að það er kannski bara, það er eiginlega þrennt. Það er í rauninni menntun á þessu landi, það er íslensk tunga og mig langar aðeins að staldra við eldri borgara. Og allt hitt. Og ef ég fer aðeins svona í þetta að þá með menntunina að þá þetta er svona eitt af því sem ég svona hef verið að bara eins og aðri landsmenn kannski fylgjast með við ákveðum að hætta að nota samræmd próf og út af einhverju og svo ákveðum við að jafnvel að hætta að gefa einhvernir og ekki einhvernir í framhaldsskólum og svo heyrir maður af kennurum upp í háskólum sem fá texta frá fólki sem að er ekki alveg læsilegt. Þannig að ég meina við höfum haft svo gríðarlega flotta menntun í þessu landi og við þurfum bara að hafa dug og þor til að staldra við og vega og meta var rétt að sleppa samnönduprófunum, er rétt að hætta að gefa einhvernir, var rétt að stytta góðu kennsluna sem átti sér stað í framhaldsskólanum, átti kannski að stytta eitthvað annað. Margt af þessu er pólitíkin, þetta er hárfínt og viðkvæmt svæði, en þarna sem þjóð í Guðanabænum tökum umræðina. Það eru virkilega flottir skólamenn og konur sem hafa stigið fram og bent á að við séum ekki alveg á réttri braut og mitt mati er að við þurfum að passa að læra reynslu annara. Það þarf ekki að finna upp eitthvað hjól hérna. Það er fólki í kringum okkur að gera þetta afskaplega vel. Finnar hafa verið nefndið sem dæmi. Þannig að pössum upp á það að fara ekki í einhverja tískubylgju þarna líka í hraðanum. Pössum upp á grunngildin okkar í menntunni af því að ef að við höldum ekki áfram með okkar þetta sterka menntu umhverfi að þá gæti voðin verið vís. Þannig við þurfum bara að passa að við séum á réttri braut og taka yfirvega umræðu á þessu sviði og hafa hana kannski í breiðara umhverfi. Þetta er ekki bara málefni skólasamfélagsins, þetta er málefni okkar allra Íslendinga. Hvernig er menntun fyrirkomið á okkar landi og hvar þurfum við að passa hvar við erum og ég myndi halda að því að það var talað um PISA-könnun og það var ekki marktakt að því við tókum ekki þátt í öllu og eitthvað. Ég myndi segja, ég held að við verðum að taka þátt í öllu til þess að geta borið okkur saman við aðra þjóðir. Ég meina bara sem vinnustaður, ef ég er að reka vinnustað og ég fæ ekki niðurstöðu það hvernig fólkinu líður og annað, hvernig get ég þá breytt og bætt og lagð. Þannig að vinnu með þetta og þetta er eitthvað sem ég myndi vilja og bara brenn fyrir, að tala fyrir. Það getur verið gildra í stjórnun að það sem er mælt að það er athygli fer þangað, þú veist það, og þá er það ýmislegt sem er ómænalegt eins og ég meina skólinn á að vera undirbókur undir þáttöku í lýðræðislegu samfélagi, það sem er fjölbreytileiki og við hittum alls konar fólk og allir hafa rödd og eitthvað. Þetta er næstu ómögulegt að mæla, þannig ef að fókusin er bara á það hvort að þú lest svona mörg orð á mínútu eða leysir svona mörg dæmi, að það var hættin á því að
skólastarfi snúist bara að hinnu mælanlega. Allt í reglustrykkan orðin skólastörun. Algjörlega, en nákvæmlega eins og segir, einmitt sko, hverjir eru réttu mælikvarðarnir og það hafa verið haldnir þjóðfundir út af jafnvel minna tilefni, heldur en þessu. Þannig að ég eiginlega kalla eftir þjóðfundum þetta af því að sko hver skilur barnið mitt eins og greinar hafa verið skrifaðir hér sem að byrjar að lesa og spænir sig gegnum textan og nær einhverju viðmiði, þetta rétti mælikvarðin og hefur verið tekið samtal þetta á nægilega breiðum grundvelli. Þannig þetta það. En einhverju veit eftir að tala að við tökum átt ákvarðanir í þessu samfélagi eða einhverju taka ákvarðanir eins og til þess að þú nefndir styttingu framhaldsskóla sem að eiginlega fólk klóra sér bara í kollinum að þegar þetta er komið í gegn, hver var að byrja þetta raunverulega eða af hverju þetta svona? En allt í rann þetta bara í gegn á þess að væri umræða út í samfélaginu, menntamálin bara í heild eins og öll umræðan PISA og fleira þetta er svo hrá umræða að við reynt að búa til svona umræðu við þetta borð meðal annars að því hún er svo hrá út í samfélaginu, það sem eru bara eitthvað svona ólík sjónarmið sem einhvern veginn kýta á en ekki þannig að maður getur reiknað með því að kæmi út úr því eitthvað svona sátt eða vilji samfélagsins hvernig þessu eru háttað. Hefur forsetinn eitthvað hlutverk í þessu að búa til svona að þroska umræðuna veigamikil mál sem að hvíla á þjóðinni? Það held ég að getur virkilega verið svo vegna þess að það er einmitt þetta hvernig samtalshefðin og einmitt svo margt hefur gerst með tilkomi samfélagsmiðlana og það jákvæða tenging fólksins, það neikvæða hvað fólk hefur leyft sér að segja aðra og orðræðina stundum allt of hörð og óvægin, eitthvað sem fólk myndi aldrei segja sitjandi bara hvort á móti öðru. Þannig að þarna held ég að samtalið eiginlega hefur minnkað. Já, og þroskinn þarf að verða meiri. Orðuðu fjölgað en samtalið minnkað. Já, og þarna held ég að við þurfum bara einmitt að taka okkur bildi á sem þjóð og ég held að það sé ekki spurning að þarna gæti forsetinn stigið inn í vegna þess að þetta er eitthvað sem varðar okkur öll, varðar alla og ef ég má koma dæmi mitt að þegar ég var aðeins yngri að þá fór ég mitt í Alliance Française og var í umræðuhópi þar og þar var náttúrulega bara franskur maður að stjórna umræðuhópi og hann var að biðja okkur að svona, eins og maður segir að filosófera ykkur hluti og tala svona, já, ykkur hluti og það voru engin viðbröð, það var engin mikið að tjá sig og ég bara rétt upp hönd og sagði bara ég vil bara þú gerði grein fyrir því að það sem þú ert að biðja okkur að tjá okkur á frönsku að það myndi jafnvel reynast okkur erfitt á íslensku. Að því umræðuhefðin okkar er bara, ég meina, þú veist, aftur frakkarnir, þeir eru svo djúpir í pælingum og það er bara líka þarna eins og ef að ungir krakkar eru spurðir í sjónvarpi á Íslandi, hvað finnst þér eitthvað? Nei, já, allilega, eitthvað, skilur við, óbúslega flottir margir, en ég er að sjá hans breyting á því. Ég var að sjá að það var bara í vetur og þá eru krakkar í það sem var kallað gaggó í bara eldri bekkjum grunnskóla að mér finnst þeir eru að tjá sig í lengri setningum og það finnst mér vera merki það, það er margt gott að gerast en vinnum með þetta og tökum þetta aðeins dýpra og þetta Svo getur lært af frökkum sem að geta til dæmis verið með ólíka skoðanir og rætt saman hlutina á þess að móðgast persónulega yfir því að þú sett ekki saman á mér. Það er nú aðalmáli vegna þess að þannig hef ég litið á allt sem ég er að gera. Ég fer ekki í mannin, ég fer í málefnið og bara, batnandi fólki best að lifa og ef við getum reynt að byrja þar að bara taka þroskaða umræðu og ekki bara vera í sleggjukasti á milli, þannig að þarna er alveg möguleiki fyrir íslenska þjóð að vinna betur í þessu af því að við virðumst þurfa að hlusta á háskólakennarana sem að segjast ekki fá texta sem hægt er að vinna með. Ég var bara að heyra það bara í fyrradag að bandbrjálaður háskólanemi sem fekk viðtali við kennaran sinn og af hverju að fá svona lágt og það bara, ég skildi þið bara ekki. Þú verður að sýna mig þá virðingu að skila texta sem að er læsilegur. Þannig að þetta þurfum við að vinna með af því að eitthvað er að gerast sem að þarf að vinna með þarna. Síðan er það tungan að ég keyrði mitt Suðurland síðasta sumar
og ég varð eiginlega felmtri slegin, ef ég get bara leyft mér að segja þannig, vegna þess að já, ég er mikill Íslendingur í mér. Mér finnst frábært að keyra út á land, mér finnst frábært að finna litlu galleríin og ég reyni alltaf að finna hannyrðabúðurnar og hérna uppáhaldspeysa mín, lópapeysa að keypta Ólafsfirði núna hérna í október og allavega en svo keyrir maður og maður sér supermarket og the garage eða eitthvað og sko, ég fórna höndum vegna þess að sko, haldið þið, elsku þjóð að útlendingarnir séu komnir hingað til þess að finna the supermarket þeir eru komnir til þess að finna kjörbúðina og nonnabúð og siggubúð og hvað sem þetta séríslenska heitir sem svo ofboðslega æðislegt og þú getur haft kannski enska heiti í Svega en eigum að reyna að byrja að breyta því þannig að veist, Ísland sko, fólk kemur út af okkar heitum og hérna ekki að reyna að finna helstu keðjurnar með fullir virðingu fyrir þeim. En við sjáum þetta hér bara í bænum og ég tala ekki með að ferða Suðurlandið að hérna Jökulsárlóni, það sem eiginlega bara sumuleyti bara enskur heimur, það sem að erlendir ferðamenn fá þjónustu frá erlendu verkafólki og borðar á stöðum með erlenda matsela og heiti og svona og við sjáum þetta líka bara í bænum sem að og þetta áhrifin bara af túrismum allan heim að hérna svona megin götur eru bara breytast í svona fríhafnir eins og þú veist alltaf á Kastrup einhvern veginn og það bara þú veist sömu vörurnar og sömu merkin og sama svona viðmóti til viðskiptavinnanna eins og þú veist bara allstaðar og ég meina það verður bent á þetta líka bara í byggingalist og fleira að sko það er staðareinkenni að hverfa og sömuleyti þetta eitthvað sko svipað á með netið og fleira, þetta bara eitthvað svona ástand í menningu okkar sem að hérna, veldur því að einhverju sem að vilja stilla upp þjónustunum með þessum hætti að þeir bara ráða. Já og þá bara spurningin þarf ég að grípa þarna inn í og aftur mitt sko dæmi framlínu starfsmenn á Íslandi já og þetta eitthvað sem að ég virkilega búin að velta lengi fyrir mér af því að ég er svona gjarnt að taka dæmi frá Frakklandi af því að bara þar hef ég verið og svo sem Brussel líka en hérna Belgia en til dæmis þar að ég sæi það bara hreinlega ekki gerast að þú færir í einhverja sko hverfabúð hvað sem í Brussel eða í París og þú gætir ekki tala frönsku við þann sem var að þjóna þér eða að þjónustaði þannig að svo vitum við það einhvern veginn hefur þróast þannig að það bara skortur á vinnuafli og íslensku mælandi fólk hefur leitað annað auðvitað það gerir mig grein fyrir því það þarf að leysa það með einhverjum hætti en við þurfum að passa að fara ekki þarna með tískusveiflunum við þurfum að passa að það í lagi að halda ákveðnum gildum og halda ákveðnum reglum. Það er það að vita hver þú ert sko. Já, en sko... Þetta verður ekki alveg viss á því að sko þjóðir viti alveg hver hún það vilji endilega vera það sem hún Já. Og vilji vera eitthvað sko fínna og flottara og... Já, en elsku þið öll, við erum flottust að vera við. Og við erum sko annarkvort fætt hérna eða höfum leyfi til að vera hérna og það eru bara Íslendingarnir í dag það er ekki bara við sem erum fætt af íslenskum foreldurum heldur allt þetta allir hinnir sem eru hérna og eru svo mikið velkomnir en það er öllum mesti greiði gerður með því að vera með ákveðna stífni í því að þú aðlagast best samfélagi með að tala tungu þess og ég meina og aftur þetta með eldri borgarana sem að lenda kannski í því að vera á elliheimilunum og starfsfólki jafnvel skilur þið ekki. Ég meina við erum að tala eldri borgara sem að hafa búið til þetta sko stórkostlega samfélag sem að við erum að njóta góðs af hér í dag og þetta fólk sko kannski að klára sitt lífskeið á síðustu metrunum og það fólk í kringu þið skilur ekki að þú vilja láta hatta glukkum. Það eru kalt í herbyggin. Og þú skilur ekki það þegar það talar af því að þú ert ekki vönn í að hlusta á íslensku með heim.
Þú veist, ég að fólki reyni að tala íslensku. Kannski, en það vonandi er nú að, þú veist, það er nú aldeilis flott þegar að, sko, ég bara fagna öllum hreim, ég með það er hreimur á frönskunum inni og samþykki sínum geta að tala frönsku, en hérna, það er bara sjarmerandi að vera með hreim og við þurfum nú að komast yfir það, sko. En hérna eins og hvað getur gert í þessu varðandi hjúkrunarheimilin þar sem að eru kannski 70% starfsfólkinu eru ekki fædd á Íslandi og komið hingað á fullorðsárum og tala kannski veika íslensku eða svona bróken íslensku hvað er þetta að gera í við þetta? Já, það þarf bara þegar þú ítir á bjöllun og biður aðstoð þá kemur ekki Íslendingur. Já, ég er náttúrulega bara þannig að ég gefst aldrei upp og mér finnst þetta bara að vera verkefni og verkefni núna kannski bara stöðumat, sko, hver er staðan, hvað þyrfti að hjálpa mörgum í viðbót og hvað getum við gert til þess að hafa betra samfélag þannig að við bara þjónustum betur þá sem búa hér. Þannig að þeir geti farið í búðina og fengi þá aðstoð sem á þarf að halda og geta sótt sér þjónustu þannig að það sé skilningur. Við meðum ekki vera hrætt við að setja ákveðnar reglur. Og við meðum ekki heldur beygja okkur of mikið undan minnihlutanum. Og ég tek sem dæmi að ég átti hérna frænda, sonu systur minnar var í Austurbæjarskóla á sínum tíma, hann er fullorðið núna og býr annars staðar en ég fréttaði að þá, einhvern tímann þá var svínakjöt bara tekið af matselnum í Austurbæjarskóla af því að það voru 2 með þannig trúarbrögð. Ég meina, hvað voru margir í hinum hópnum? Þarna hefði ég bara, því ég er lausnamiðuð í mínu starfi og ég er alltaf einhvern veginn að reyna að vinna allt í lausnum. Þannig að þarna hefði ég sagt, við erum Ísland og Íslendingar og hér má borða svínakjöt. Mér finnst það reynda bara mjög gott og Danir eru rosalega flottir í að matreiða það líka með flottum hætti. Ég notaði náttúrulega líka í bara pólitískum tilgangi að danski þjóðarflokkurinn auglýsir fyrir kosningar hvíta fjölskyldu að borða svínakjöt með danska fánanum rekið ofan í svínið. Allt í góðu, ég ætlaði ekki að taka þetta þangað, en ég ætlaði bara í einlægni að segja það að sko ekki láta, sko ekki kúast af háværu minnihluta og gerum það sem að við höfum sér þjóð alltaf gert en bjóðum upp á annað möguleika í þessum hátíðisverði. Ertu að segja að við höfum kannski ekki haft sjónar á þessu samfélagsbreytingu sem hefur orðið og hvaða áhrif það hefur á, við getum sagt innfætta. Við getum þetta ekki dæmi einhvern veginn í þá veru að kona hefði byrjað að vinna í búr bæjarútgerðinni fyrir 40-50 árum og verið þar vinna við að hreinsa orma úr flökum með íslenskum konum. En hún situr núna orðin gömul og það er eiginlega engin Íslendingur sem að vinna með henni og svo tekur hún strætóin sinn upp í Breiðholt þar sem eru kannski 50% eru innflytjendur í strætó og svo náttúrulega bara börn, ég nota strætó og þannig er þetta bara. Og þú ferður upp í stigagangiðinn þar sem áður voru vinkonuðinnar sem að bygguðu með sínar fjölskyldur og núna eru bara innflytjendur þar. Og svo svona heimur sem að þú taldir þið verið að fara að ganga út í, hann er eiginlega horfinn og breyst, að því Ísland er að breytast mikið rætt. Að við höfum kannski ekki svona haft sjónar á hvaða afleiðingar þessar samfélagsbreytingar hafa haft á svona bara, hvað við segja, svona venjulegt fólk. Það er náttúrulega þeir sem eru á láglauna fólk verður fyrir langmestum áhrifunum af innflytjendum. Það eru, ég veit ekki hvað hlutfallir orðuð upp í Breiðholti en ég held að sé innan við 5% í Garðabæ og þar svo til göttunum. Ertu að segja að við ættu kannski svona að ræða það hvernig svona samfélagsbreytingarnar ættu að verða og taka tilliti til gamla fólksins á hjúkrunarheimilunum og öðru slíku sem að verða fyrir breytingum en við höfum kannski ekki svona mætt þeim eða rætt þær eða tekið þær alvarlega? Ég held að við séum svona í grunninn kannski bara öll að fást við verkefni líðandi stundar og ég meina svo aftur taki dæmi sko fyrstu 5 árin í mínu starfi sem forstjóri og persónuvernd, ég hef alla leit upp og það held ég að sé aldrei sem gerist hjá fólki. Ég meina við erum með ráðherra í okkar ríkisstjórn sem bera málefnilega ábyrgð á ákveðnum málaflokkum og það eru fullt af undirstofnunum og það er bara brjálega að gera
og svo koma eitthvað mál upp á þinginu og þú veist það eru allir held ég að reyna að gera eins vel og þau geta en það er svona kannski lenskan hjá okkur að vera daldið í hamstrahjólun okkar og við erum bara að hlaupa daldið hratt og reyna jafnvel að hlaupa hraðar og þetta kannski kemur líka inn í umræðuhefðina af því að við höfum hann ekki jafn djúpa og sumir aðrir. Það getur gert. Já, og eitthvað, það er það sem við þurfum held ég að vinna þess meira með og bara leyfa samtaluna eiga sér stað án þess að fólk fara út og bara ég þinn óvinnur og þú minn, en bara þú veist, ég meina við erum eins misjöfn og við erum mörg og við þurfum að leyfa umræðina og hafa hana aðeins þroskaðri, þannig að höfum við sko sofnað einhverjum verði kannski, ég meina en að samanskapi, ég meina, það eru dæmin allt í kringum okkur. Ég meina, þetta kemur alltaf til Íslands eins og ríkislögreglustjóri hefur sagt, þetta kemur alltaf til Íslands, sko. Eitthvað sem einhver afbroti á Norrlöndunum, þau koma undan til Íslands og hérna og afbrotamennin koma bara í flugi og brjótast eitthvað aðeins inn og fara svo út aftur, þau eru bara túristar. Jep, þannig að sko, þú veist, það er alveg langur list af alls konar verkefnum, sko, sem það er að taka og gera þetta land ennþá betra og bara það er svo að vinna með svo marga hluti. En ég meina þarna finnst mér sko, ég meina við þurfum bara að aðeins að staldra við og þurfum að gera það oftar, ég held það. Og að því að þarna, ég meina, einmitt sko innflytjendur og flóttamenn og hvað eru Norðurlöndin að lendi í? Ég meina, þau eru búin að lenda aðeins fyrir þessu. Hvað er Þýskaland búin að lendi í? Ég meina, það kom mjög mikið að Tyrkjum þegar þangað á tímbili og þú veist, og hvernig samlagast þetta allt og aðlagast og svona. Það er ólík sjónarmið í þessu því að ég talaði við Baldur Þórhallsson hérna í gær og hann var að tala um að við höfum mist umræðunum innflytjendamál niður í sama stað og á Norðurlöndunum. Og það er svolítið öðruvísi orðalag heldur en að segja að vegna fjölgunar innflytjenda séu við lent í sömu vandamálum. Hvort það séu vandamáli, sko, hvernig við tökust á við, sko, samfélagsbreytingarnar, það verður þá lína Baldurs, eða er vandamáli sem að fylgir bara innflytjendum. Þess vegna ættum við lausnir svo að fækka innflytjendum og þá hefur við minni vandamál. Já. Það er alltaf einföldun, sko, finnst mér. Sko, mér finnst í rauninni að því að ef við bara lítum á, byrjum bara, þú veist, bara þú og ég meina, ef þið langar að fara eitthvað til útlanda og ég vil bara búa einhverstaðar annars staðar, þá viltu helst geta gert það. Ef þið bara langar að búa einhverju ákveðnu landi, hvort sem það er Bandaríkin, Ástralía eða eitthvað, Ég er sko hvítur miðaldra karlmaður, ég hef farið til Afríku og það standaði mér allar dyr opnar. Já. En sá sem kemur frá Afríku til Íslands, það er bara engar dyr opnar fyrir þann mann. Nei, og þá er spurningin aftur, mér finnst ekkert óeðlilegt að það séu einhverjar kröfur gerðar og ég meina það innflytjendaleyfi að grænukorti í Bandaríkjunum er rosalega erfitt og ég nefni þetta Ástralíu því ég þekki það því að systir mín var með Ástrala og hún sem læknir að reyna að fara til Ástralíu með menntun frá Bandaríkjunum, það er bara allt lokað. Þannig að sko, þú veist, en að samanskapi í grunninn finnst mér ekkert skrítið að samfélög seti sér einhverja reglur það hverjir koma inn. Vegna þess að við höfum ekki sko endalausa innistæðu í félagslega kerfin okkar. Við höfum ekki sko milljarða til þess að borga brúsa fyrir alla sem á þurfa að halda. Og ég meina, við heyrum raddir úr heilbrigðiskerfinu í dag að sko að flóttamennirnir og bara starðirna sem eru að koma í flóttamennunum er að trufla þjónustu við eldri borgara og Íslendinga. Þannig að einhvers staðar eru mörkin í þessu og það þarf bara að vera heiðarlegur og bara tala um það hvað getur Íslands samfélag kannski tekið á móti mörgum og hvernig getur við gert þetta allt saman og þannig er ég að segja, mér finnst ekkert óeðlilegt að það séu einhverjar reglur og við getum kannski einhver leiti stýrt í, þú veist, viljum við x marga sem hafa enga menntun, pildi eins og Afríka, viljum við líka reyna að fá fólk sem er með einhverja menntun, af því að við viljum, svo ég komið í mína byrjun það náðan, við viljum geta farið hvert á land sem er og búið eiginlega allstaðar, þannig að við verðum að skilja það að það er einhverju sem vilja búa hjá okkur líka. Þannig að ég vil bara fagna fjölbreytileikunum af því að, ég meina, mér langar kannski einhvern tímann í lífinu að búa einhverstaðar annars staðar og ég fagna fjölbreytileikunum en að samanskapi reynum að hafa það þannig að við séum með sko mannsamandi móttöku þannig að öllu líði hér vel og þá er tungumáli þar fremst í flokki. Þetta er það sem að þingið ákveður, ekki fórsetin? Algjörlega, en yfir og allt umkring. Herðu, kosningabaratan, þú tókst þessi ákvörðun, helst blaðamannafund fyrir hvað, svona 2 vikum eða 10 dögum? Nei, það er bara nákvæmlega vika og vika og nokkru klukktímar. Já, hvernig hefur þetta vanist? Þú fórst á skíði og slasaðir þig?
Einmitt, það er að þessi tímasetningar. Það er heill, já, veistu, ég ætla að fá að vinna með það, sko. Ég fór í þessa kosningabaráttu formlega síðasta miðvikudag 27. mars og þá vorum við bara komin í páska og ég fór norður og að því að maðurinn minn er með föður fjölskylduna sína þar og við erum líka bara farið mjög oft norður, Akureyri og Dalvík og þar kring er bara, við sækjum á það svæði og já, tók upp á því að einmitt að vera alltaf minni yngstu og taka mjög slæman byltu í Hlíðarfjalli og bara já, þannig það var ekki gott og ekki skynsamlegt og mín eldri börn og fleiri voru bara ekki dána með mig. Fannst móðurinn ekki vera að haga sér vel í frambóðslag en ég líka fástu það að fara í frambóð hafandi ekki átt líf á samfélagsmiðlum fyrir svona cirka 2 vikum síðan. Þannig að fólki finnst ég hugrökk og bara gott og vel, en ég er bara að fara eiginlega ég segi þér í innlegni þangað sem hjarta að teima mig. Ég finn það svo sterkt að ég á að gera þetta og ég vona svo innilega að ég nái að láta fólk bara skilja heiðarleikan í mér og innlegnina og viljan til þess að gera þetta fyrir íslenska þjóð og ég er með ábúðslega sterka fjölskyldu og það er verið að tala um maka forsetaframbjóðanda ég gæti ekki verið betur gift eins og ég er búin að segja Það er mjög hentugt að vera giftur sjúkraþjálfara þegar maður slassa sig á skíðum og jafnvel bara þess á milli þegar maður þarf að láta aðeins íta í sig og koma sér í gang vá, þannig að já og þarna er ég með sálufélag, þetta er æsku ástinni mín kynntust þegar ég var 18 ára og hann var 20 ára en svo svona já, ég hafði aldrei verið á föstu sambandi þannig að eftir ég var búin að dvelja ár í Frakklandi eftir menntaskóla og var komin á fyrsta ári í lagadildina það síla þess árs og þá náðum við svona loksins endalega saman og höfum farið og verið saman síðan. Og eigum börn? Eigum 3 börn. 3 börn. Á hvað aldri? Þau eru sem sagt, þau kom ekki fyrir aðeins setna, ég eignast fyrsta barnið þegar ég var 30, þannig þau eru sem sagt fædd 1998, það er Auður Katarína og svo er það Kolbjörn fæddu 2000 og svo er það Lilja, litla, 12 að verða 13. Þannig svo elsta býr í Gautaborg og er hugbúnaðarverkfræðingur, vinnur hjá Boeing og miðjudrengurinn eða miðjubarnið, hann er semst á 3. ári í læknadeild Háskóla Íslands eins og afinn og eins og sprængurnar stærri og 2 og svo semst nemi í Fossarskóla og síðan minn maður sem er búin að bjarga lífi dálítið margra, ef ég bara segi þetta bara eins og staðan er í ansi mörg ár, ofboðslega duglegur og ósér hlífin sjúkraþjálfari sem að vinnur að því að gera betra líf fyrir það fólk sem hann snertir og síðan sem sagt eigum við brjálaðan dalmatíuhund við tókum á móti hundi sem var eins og skamall og aðstæður og því heimili voru þannig að hann þurfti að fá annað heimili og hann er búin að vera hjá okkur í rúm 2 ár og áður voru við með annan hundi í tæp 15 ár og þannig við erum í hundunum eins og hægt að segja og hann dregur okkur út í göngurnar og ég reyndar ekki alveg komin í gönguna eftir þessa síðustu byltu en ég vonandi fer að skila mér En það venst vel þessi breyting að vera ekki Helga Þórisdóttir heldur Helga Þórisdóttir forsetaframbjóðandi. Veistu það að hún gerir það vegna þess að ég eins og ég segi þér með þetta sem ég var fann að velta fyrir mig með menntuna og þetta með íslenska tungu og heitið og svona, ég var að hugsa get ég sem forstjóri persónuverndar verið að skrifa svona greinar? Nei, ég get það ekki og þú veist, það er þessi rödd innra með mér sem að bara, og þessi bara að elska íslensk samfélag, ég er bara að vinunum mínum þekkt fyrir að vera mjög hrein og bein og aðalega stuðboltinn sem getur ekki setið kjur undir danslæginu ef að góður er takturinn og líka bara þetta að ég er svo miklu meira heldur en forstjóri persónuverndar, þar steig ég inn sem harði einstaklingurinn sem þurfti að taka erfiðu ákvarðanirnar og ég hef algjörlega fengið að heyra mitt frá vinum mínum sem er að reyna að kynna mig að þá bara, er hún ekki svo hvöss og hörð og er hún ekki alltaf bannalt og jú, en ég var í vinnunni minni. Ég var í vinnunni minni. Sumt bendi til þess að þessi kosningabaráttan geti snúist hver var í pólitísk arfleið Katrínar Jakobsdóttur. Það er eiginlega, hún hefur sogað þessi svona athygli undan þannig að þú tekið eftir því og það er verið að bíða eftir því að hún taki svona ákvörðun það og miða við svona aðdraganda þá eiginlega eru flestir á því að hún hefði ekki hleypt þessu svona langt nema hún væri eiginlega búin að taka ákvörðun. Og þá munu kosningarnar að miklu leyti
einhver liti snúast hana. Óttastu það eitthvað eða nú þarftu að segja álit þitt á forsetaframboði forsætisráðherra? Já, sko, góðir og gegnir einstaklingar held ég meira og minna allir saman sko og það á við forsætisráðherra eins og alla aðra. Sko, ég myndi náttúrulega bara mín ráðlegging bara prívat til hennar væri það bara að mér finnst hún ekki þurfa að stíga fram. Mér finnst hún ekki eiga að þurfa að skapa þann kannski glundröða sem gæti skapast í íslensku samfélagi af því það eru aðrir sem eru tilbúinir að taka þessa vakt og eru bara mjög vel hæfir til þess. Ég er 110% tilbúin í þetta og bara, bara er ekki bara gott að halda áfram að vera forsætisráðherra, flott þar í stafni fyrir íslenska þjóð. Það væri svona mitt innlegg í það, prívat og persónulega. En að samanskapi, ég fór þessa vegferð algjörlega á mínum forsendum, bara það bara reynsla mín og þekkingin og tungumálakunnáttan og að brenna fyrir íslenskum hagsmunum hafa gert það alla mína hunds- og kattatíð, eins og sagði hann, og bara hjartað leiðir mína för og eins og maður minn sagði, sko, að hugsaði hvað verður gaman á elleimilin hjá okkur að rifja þetta upp. Þannig að við erum bara, þetta gleði frambóðið og bara kannski get líka bara leyft mér að segja það að ég veit alveg að brekkan brött en ég einhvern veginn bara, mér hefur líka verið sagt einmitt að mætu fólki, Helga, ef þú nærið í gegn, ef fólk nærið að kynast þér, það áttu sterka möguleika. Og við nefnum, sko, kjörstjórnin mín gengur undir nafninu bílskúrsband Helgu Helgu forseta þannig að við skulum bara sjá hvað gerist ég er algjörlega reiðbúin og hlakka svo til að fara landið og hringinn og allt þitt Gangið bara sem allra best og við höfum þannig að við rauðaborðið að segja takk fyrir að bjóða þig fram því að Takk fyrir að taka vel á móti mér og takk fyrir þitt spjall. Takk fyrir. En við ætlum að halda hér áfram að reyna að skilja veröldina sem að við lifum í. Næsti kapli eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, þá ætlum við að ræða stríð og frið í Evrópu. Hilmar Þór Hilmarsson. Þú kemur alltaf hingað á leiðin út í heim og aftur á leiðinni heim til Akureyrar. Já, það ekki skipunin sem ég fæði frá þér? Já, það er gott að fá þig. Nú í dag er afmæli NATO, 75 ára og ég ræddi við Ögmund Jónasson sem að ræddi svolítið upphafið og þróun þessa bandalags og áhrif þeirra á heimsfrið og frið í Evrópu. Hvað hafa margir verið í Morgunblaðinu að skrifa greinar og í Ríkisútvarpinu að minnast þessa afmælis og þakka NATO fyrir frið í Evrópu. En nú er stríð í Evrópu. Þannig að eitthvað hefur misfarist að tryggja friðinn. Já, NATO var stofnað 1949 við 12 ríkjum innanborðs og er núna 32 og eftir að Sovétríkin féllu hafa 16 bæst við en það var loforð NATO á sinni tíma þegar að Sovétríkin féllu að það myndi ekki stækka eina tommu austur fyrir Austur-Þýskaland en 16 lönd er nú eitthvað meir en ein tomma þannig að það er þessi stækkun sem að hefur valdið spennu en það sem að kannski varðandi Rússland það sem veldur mestu spennu er það að NATO-útvíkun fylgir oft það koma herstöðar í kjölfæri. Ég held að það pyrri Rússa miklu meira. Það er ekki bara NATO-stækkunin sjálf að það sé Article 5 garantí eða það sé einhvers konar samkomulag að lönd verji hvort annað heldur hitta að ef þú komið með
her að landamærum Rússlands þá líta þeir á það sem ógn og þú vitum það að það fylgir NATO mjög oft að það hernar uppbygging, það það sem að veldur mikið til spennu. Og viðvera Bandaríkja hers ekki búið að leyfa það núna meira í Svíþjóð, að það séu ykkur flugvellir og fleira sem að Bandaríkja her getur haft aðkomu? Það talað það, jú, og Svíþjóð og ég held nú að Finnland til dæmis vil ég ekki hafa mikla viðveru, NATO viðveru, þeir eru náttúrulega með 1300 km austur landamæri yfir Rússland, en það alveg viðbúið, ég meina það NATO, þegar ég var aðstofnur utanríkisráðherra, það voru nokkur 1000 hermenn á Keflavíkurflugvelli, sem að Bandaríkjamenn með síðan drógu tilbaka einhlega, það var líka flugher, F-16 Norðstóttir sem núna eiga að fara til Úkraínu. Þannig það allavega, ef að þú ert í varnarmandalagi, þá möguleikar á að vera með viðveru og rússar sem að reynda leitust eftir að komast inn í NATO á sinni tíma tvívegis Putin fljótlega eftir að maður fórseti bað Bill Clinton að fá að fara þarna inn og síðan bað hann Robertson sem var nokkur seinna sem var framkvæmdastjóri NATO Breti að fara inn og því var hafnað, það var aldrei litið á þessi Rússland mættu fara þarna inn, það var aldrei hægtist vera að öll Evrópa færi bara inn í sömu stofnunina, sömu varnarmálstofnunina. Ef þú spyrir ekki bara friður í heiminum ef þú spyrir Lavrov til dæmis utanríkisráðherra Rússlands þá myndi hann segja að það veri vegna þess að Rússland er stórt land, 145 milljónir manna og þeir hafa skoðanir sem stundum fara á skjön við það sem Vesturland Brussel segir, sérstaklega og kannski ekki síst í Washington og það myndi ekki vera liðið og svo það er ógn við svona einhlíða yfirráðum Bandaríkjanna yfir NATO ef að Rússland væri þannig við borðið. Já, Rússland er stórt land og gæti verið með aðra skoðanir heldur en Washington og hin löndin sem þarna er eins og þú veist, eins og Þýskaland og Frakkland hafa verið með svolítið aðra skoðanir en þau hafa alltaf lúffað og það þegar NATO var stækkað NATO 2008 og taka Úkraínu og Georgíu þá voru Þjóðverjar alveg Angela Merkel sem var nú frekar sterkur leiðtogi algjörlega á móti því en hún lúffaði og Frakkar hafa verið með stefnu að byggja Evrópuher og draga úr því að treysta á NATO en þeir hafa ekki haft stuðning til þess þannig að NATO ég meina ég sjálfur persónlega hefur verið hlindur því að Ísland væri í NATO og væri með her á Keflavíkurflugvelli, ég sjálfur vann sem aðstofnur utanríkisráðherra þegar voru 1000 hermanna bandarískir á Keflavíkurflugvelli og var þá í daglegu sambandi við aðmýrlunna Keflavíkurflugvelli og hans starfsmenn fór að sótti NATO-fundi og allt þetta og var í miklu sambandi við Bandaríkin við vorum í mjög nánu sambandi við Bandaríkin Íslendingar vildi á þessum tíma og vilja sennilega miklu en við erum alltaf í tvíliða sambandi við viljum vera að tala við Bandaríkin við vorum ekki mikið að tala við Norðurlöndin þessi kannski fyrir að vera áreiðandi núna því nú eru þú öll komin inn og en allavega ég hlindur því hins vegar þá þessi stækkun eins og þú hefur að benda hún hefur ekki leitt til friðar hún hefur lent til þess að það hefur verið að augra og líka það að til dæmis þegar Eistland, Lettland og Litauen fór inn það var alltaf ákveð augrun en því fylgdi að það voru ekki neitt her að ráði NATO sem fór þangað inn en með þessu Úkraínu þá hefði því fylgt að Svartahafið hefði orðið meira og minna allt saman bara NATO-pollur allt saman og með hernaði viðveru og þar á Krímskaganum og það finnst mér blasa við að var augrun við Rússa ég skil ekki alveg að fólk segir við mig sumir það er bara millokk að halda fyrir að NATO hafi haft nokkuð með þetta að gera en mér finnst það bara að vera algjör millokk að þú horfir á legu Rússlands stakmarkan aðgang á sjó og hvernig Svartahafið orðið þú ert með Tyrkland með Rúmeníu og Búlgaríu og svo átti Georgía fara inn og svo átti Úkraína fara inn þá er þetta bara orðið NATO þetta er bara orðið eins og Eystrasaltið þannig að það mér finnst það bara að blasa við að það myndi leiða til óstöðuleika sem er orðið og við erum bara konum með stærsta stríð frá seinni heimsstyrjöldinni Já, en nú myndu eitthvað svona NATO-sinnar segja það að NATO hefði tryggt frið í Austur-Evrópu á þeim löndum sem gengu inn í NATO að það tryggði öryggið þeirra það væri með fælingamátt og myndi verja þessi ríki fyrir innrás frá Rússlandi Þú segir að færsla NATO til austurs hafi valdið augrun sem að hafa endanum leitt til átaka og stríðs. Hver er hinn kosturinn? Að
að austurhluti Evrópu væri skilgreindur sem einhvers svona hlutlust svæði eða leggja niður NATO eða hvað? Ég held að Rússar séu ekki að hugsa það að leggja, ég held að Rússar séu ekki og ég er reyndar ekki þegar talsmaður Rússa en eins og ég les rússnesk stjórnvöld þá eru þau ekki svo mikið endilega að mótmæla NATO, þau eru að mótmæla herstöðum og herbúnaði og viðbúnaði og nýr umgaflunni hjá sér. Þau vilja ekki vera með þetta onni sér. Það sem að þau eru bandarískar herstöðvar. Já, þess að Bandaríkin eru aðallandið. Og það sem að líka gerist með NATO það, sko, NATO er voðalega tvíkja, þegar þetta var 12 ríkja bandalag, þá var þetta svona viðráðanlegt, þú komið 32, þá ertu komið með svo fjölmennt bandalag, stórt bandalag og Bandaríkin hafi ekki reyndu kapasiti til þess að halda þessu uppi. Sko, alltaf þú stekkar NATO, þá eikst hvað á Bandaríkin eiga að halda þessu uppi þau vilja öllu ráða en það er líka það að þau þurfa að borga mjög mikið ef þú borgar mikið þá verður að ráða ef þú borgar minna þá verður minna þau vilja ráða og Bandaríkin hafa viljað ráða NATO og hafa verið til að borga tölvöld mikið fyrir það og gátu á tímabili en þegar NATO er stofnaður Bandaríkin kannski 40% af verkefni landsframleiðslu í heiminu 45%, núna innan við 20% og svo er NATO farið úr 12 ríkjum í 32 og Ísland til dæmis er alltaf að tala open door policy, íslenskir ráðherrar og alltaf bergmála þetta sem að Bandaríkin segja og Vesturlönd á NATO-fundum, ég sjálfur bara því ég var bara 95-99 þegar ég svo til NATO-fundi á sínum tíma að þá var alltaf að tala open door policy og þeir haldið áfram en alltaf því það að ef þú ert með open door policy og þeir alltaf að stækka þá verður skuldbindingin meiri og meiri og það verður erfiðara að þeirri Bandaríkin að standa undir þessu og þess vegna má alveg deilum það var NATO sterkara þegar Svíþjóð og Finnland fór inn það má deilum það vegna þess að kvöðin verður alltaf meiri og meiri já það þinnir þetta út og það verður erfiðar að verja þetta en verður það ekki út frá þessu sjónarhorni sem að Trump kemur með kröfunu að Evrópuríkin auki framlag sitt til varnarmála og hernaðar standi allavega við þessi 2% og hann náttúrulega búin að ítreka þetta í kosningabartinu núna að hann tilur að Bandaríkinn sé ekki skuldbundin að verja lönd sem ekki leggja þetta til sína varnarmála. Er það liður á því að þarna er Bandaríkinn að reyna að nýta betur fjármagnið þannig að Evrópulöndin komi með eitthvað á móti? Bandaríkinn, Donald Trump lítur á NATO-ríki sem sníkjudýr og telur að þau eigi að leggja meira mörkum en náttúrulega sko, ég held að í Washington Treaty sem er grundvöldin NATO-samnings 49 sem var sást í Washington 49 þá sé ekki beinskuldbindingum að verja sko löndin en þú allavega það er sagt að árás og eitt er árás og öll og þau áskilja sér öll rétt að bregðast við einhliða eða marghliða þau geta gert það, en þetta er ekki raunverulega sko, skuldbinding held ég les ekki samning þannig að þessi skuldbinding að það verði eins og við verðum að bregðast við með því að með hernaði eða þó við gætum það. En það er rétt hjá Trump sem að segir það að ef að er ráðist inn í þitt land og því hafið ekki staðið við ykkar plikt að þá eru Bandaríkjamenn og engan áttu skuldbundin til þess að verja þitt land. Hann telur það ekki vera og hann gekk lengra, hann sagði að þau lönd sem ekki væri borga sér 2%, því náttúrulega nú borgar lönd sko administrative budget, þeir borga í reksturinn á NATO sem er eitt sérmál sem fer til NATO. Svo er hitt að þau þurfa að vera með 2% af verkefnisframleiðslu í hernaðaruppbyggingu og þá er fylgst með því hvað það er. Það fylgst bara með því að það sé eitthvað sem skiptir einhverju máli og það er sem hann leggur áherslu á sem er alveg sumrið alveg skiljanlegt en en það verður erfitt fyrir sum lönd að gera þetta og sum rík lönd að leggja mjög mikið til eins og Noregur því þetta er svo ríkt land að 2% er risa uppað. Svo eru önnur löndi svo Ísland, Lettland og Litauen sem að leggja mjög lítið en eru komin yfir 2%. En hann er mjög óánægður með þetta og Trump hatar allar alþjóðastofnanir, hvað sem heitir NATO eða Alþjóðabankin, eða Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eða Alþjóðaviðskiptastofnunin eða Sameinuðu þjóðirnar, hann hatar þetta allt og alla margliða viðskiptasamninga, hvort sem það er Asia Pacific eða Kyrrahafslöndin og Asia eða Evrópa, hann lítur alltaf að Bandaríkin séu lúsir, Bandaríkin borga hinir eru svikarar. Þeir fara út að borða saman og Bandaríkin borga alltaf reikningin. Hann lítur þannig á að hann er einangrað sinni, hann trúir ekki á margliða stofnari. Þannig hann er á móti NATO
En hins vegar þá, þegar hann var fórsetið, þá var það ekki svo mikið úr þessu. En það er vaxandi Hann lagði pressa. fram kröfuna aukin herútgjöld Evrópuríkjana og Biden-stjórnin hefur alveg staðið við það og að sömuleyti þetta alltaf ganga eftir sem að Trump krafist. Það er öll ríki í Evrópu að auka framlög sig til hernaðar. Já, það er náttúrulega trendin svo, við erum komin í eitthvað svona neikvæða fasa það sem engin trú að því að leysa nokkur mál með viðræðum eða samkomulagi, heldur þurfum við að beita vopnavaldi og svo náttúrulega kom þetta stríð sem er erfitt að slökkva og svo kom stríð í Miðausturlöndum og sem er erfitt og Austur-Asía og barmistyrjaldar þannig að já, í svona heimi þegar þú komin í svona stöðu sem þarna þá verður krafan að auka hernaðarútgjöld og það er að gera það og mér sé svo í Þýskalandi sem er í stendur sem mjög illa núna sem er búin að missa sína samkeppnishæfni vegna þess að það geti ekki stundað viðskipti við Rússland sem gerði áður það land er að auka sín hernaðarútgjöld á sama tíma og hagkerfið er að minnka þannig að mér finnst þetta að vera algjör feiljur þessi stefna. Þau skrifta á svona, félagslegan óróleika inn í Lundunum að þegar það þarf að flytja peninga úr kannski velferðaríkjónum og innviðum yfir í hernað að þá muni það valda einhverjum átökum innan þessara landa. Já, þú getur ekki verið að horfa eins mikið félagsmál og velferðarmál, þú getur ekki verið að horfa loftslagsmál hernaður með 2% af verki í landsframleiðslu, það er ef þú tekur Evrópusambandið þá er Evrópusambandið fjárlög Evrópusambandið eru eitthvað 1% af verki í landsframleiðslu Evrópusambandsríkjanna, sameiginlegu budget og sameiginlegu fjármunir sem löndin hafa í Brussel fyrir Evrópusambandið, fyrir innvið og fyrir alls konar hluti 1%, þá að vera helmingi meira NATO og sumir vilja fara í 4%, Bandaríkin eru kannski 3,5% núna að verkli landsframleiðslu, Pólandi komið 3,9 held ég, stefna 4% og svo er annað að NATO-ríkin eins og Lettland forseti Lettlands og utanríkisráðherra vilja að það vilja tekið herskylda í öllum NATO-ríkjum þá er Íslands ekkert undanskilið og öll lönd séu tilbúin að senda og vilja senda hermenn inn í NATO, inn í Úkraínu til dæmis. Þannig að það er mikill áherslumunur í NATO-ríkjunum. Sum lönd eru eins og Eistland, Lettland sem eru ábúðslega viðkvæm að hata Rússland af sögulegum ástæðum og eru í mjög erfiðri stöðu. Það var fullt tilefni til að óttast nágranna sinni í austri. Já, það er spurningin ef þú óttast einhvern sem er miklu stærri en þú hvort það sé besta strategin að vera alltaf að sparki við komandi aðila eða hvort það sé ykkur önnur leið og þeir eru allavega með stefnu sem ég held að sé hættulega utanríkisstefna fyrir okkur. Við erum í varnarbandalagi það sem er lönd sem eru með mjög harða utanríkisstefnu og get ekki hugsa sér að sumir, ég er að tala við vinni mína í þessum löndum og segja bara verður bara eyða Rússlandi sem ég held að sé algjörlega óraunhæft og gengur aldrei upp, er ekki hægt og planið er þá að einhvern veginn að brjóta Rússland upp í smærri ríki þannig að þau verði ekki þessi ógn sem að þessi ríki upplifa. Það geti gerst og svo líka annað sem er NATO að það vera líka ákveðum þú sér það, NATO á að vera í törrans, þetta á að vera svona fælingamáttur eða ekki? Og en þegar að Putin fyrir að ræða Putin og Biden fyrir að ræða saman öryggi í Úkraínu að þá virtist Putin ekki líta á NATO sem svona því törna sem hafa nægan fælingamátt, hann var tilbúin að vaða inn í Úkraínu og skýta úr skónum hann var tilbúin að gera það, hann leit ekki á NATO sem alvöru dæmi og ég verð að segja alveg þegar maður er að sjá þetta stríð sem er búið að standa yfir meirinn 2 ár NATO er ekki að koma eins sterkt út eins og maður hélt það sem maður heyrði mikið hjá sem Austur-Evrópuríkjum og líka fyrir Sovétríkjunum, Eistlandi, Lettland og Litáen, þau sagðu bara Bandaríkin og NATO hafa tæknilega yfirbyrði algjörlega yfir Rússland. Rússland er bara drasl. Við erum með Bandaríkin hérna sem að elsku okkur og Bandaríkin mun alltaf standa með okkur. Bandaríkin munu bara standa með og NATO í rauðan dauðan og fórna öllu fyrir okkur sem náttúrulega algjörlega óraunhæft. Og en þessi fælingamáttur sem átti að vera, hann var ekki til staðar, Putin trúði ekki á styrk NATO og svo bara erum við að sjá núna að NATO er að vera búið með sín hefðbundum vopn og er í vandræðum þarna. Það var þetta mikla ofmat en allavega
Putin virðist ekki hafa metið stöðuna þannig að hann þyrfti að óttast NATO, þannig að sko besta varnarbandalagið er bandalagið sem er þannig og það sterkt, menn þannig sterkan hér að það þarf aldrei að berjast. Það ræðst enginn á það. En staðan er þannig sko að Putin hefur metið það þannig að hann ætti alveg séns í NATO, í Úkraínu og hérna vitandi það að innrásin mundi sameina Evrópu og Bandaríkin og eins og kvöldu vesturveldi gegn sér, en hann hefur metið það sem svo að það mundi ekki fellan eða hann geti haldið áfram stríðin í Úkraínu þrátt fyrir það. Já. Hann hefði bara metið það fyrirfram. Það hefði ekki komið honum óvart viðbröðin á neitt nátt. Hann hefði séð viðbröðin sirka svona fyrir sér, en talið sem einfallega geta staðist þetta. Já, sko, ég velti því fyrir mér með leyniþjónustur Vesturlanda. Hversu það vissu þær ekki þessa vopnaburði Rússa? Ég meina, þær vita væntanlega hvað þeir eiga sjálfur á vopnum, hefðbundnum vopnum. Þetta er ekki kjarnorkustríð. Þetta er ekki efnavopnastríð. Þetta er hefðbundin vopn. Hvað þessi lönd áttu sjálf í byrðum, við hlutum að vita það, og hvað Rússar ættu. Og hvaða aðgang Rússar gætu haft. Því það var alveg ljóst að þeir myndu leita til Norður-Kóreu og til Íran og allir þessara landa sem í banni Vesturlanda. Svo hefur líka byggt upp vopnaframleiðslu innanlands, eða ekki? Jú, þeir eru með mjög sterka vopnaframleiðslu innanlands sem er svona ríkisreikin og þeir hafa stjórn á meðan að vopnaframleiðslu Vesturlanda er miklu litið einkareikin. Ríkisreikis apparat sem hefur verið haldið við og þannig að geta þeir eftir vopnaframleiðslu er miklu meiri. Þess vegna velti maður fyrir sér hvernig stendur á því að Vesturlönd kannski ekki átta sig á þessu og líka hitt sem maður ekki benda á þegar að Sovétríkin falla þá er lögð áhersla á að drösla þessum hefðbundnu vopnum til Rússlands og vil ekki með þau inn í Austur- og Mið-Evrópu og sagt bara að þetta er bara drasl og við fáum bara vopn frá Bandaríkjunum sem eru miklu betri en þetta og við höfum ekki að gera við þetta burt með þetta. Hermennina líka auðvitað sem voru mest flestir Rússar en líka allt þetta drasl og svo náttúrulega eins og við höfum talað áður öll kjarnorkuvopn. Það er þetta svona ákveðið óraunsæi sem þarna verður og svo náttúrulega varðandi Rússland að Vesturlönd eru bara 10% af mannkyninu. Og hinn 90% er ekkert með Rússlandi í viðskiptabanni og er ekkert að fara í slag við Rússland og hafa meira þess að saman mörgu þeirra með rússneskum sjónarmiðum til þessu Bríkslandin. Þannig að sko að þetta er, hvað segirðu? Þá er þetta að segja að NATO hafi ekki verið það fælingarafl sem að það taldið að væri. Það mat stöðuna vittlust það hversu langt væri hægt að ganga að Rússlandi áður en það myndi svara. Það hafði ekki leyniþjónustu sem að gátu metið með réttum hætti afl Rússlands. Ég maður furða sig á því. Þetta hljómar orðið bara eins og að NATO og það sem drífur það áfram að sé bara eitthvað system sem bara virkar ekki. Mér finnst alveg stór undarlegt að ég skil ekki í því að leyniþjónustu Vesturlanda skuli ekki hafa átt að segja á því hvað með einhverjum hætti, gert sér einhverja grein fyrir því hvað Rússar gætu lengi verið í hefðbundnu stríð og hvað hefði mikið af vopnum, bara reikna þetta út. Þú þarft mannafla og þú þarft vopn þú þarft auð og Rússar náttúrulega er ekki eins ríkt eins og Vesturlönd en þeir eiga mjög mikið af vopnum og þeir hafa mun meiri mannafla og mér fannst strax sem fór að rekna þetta út bara ok, mannfjöldi og hvað þeir hafa af vopnum og hvernig þetta var þegar Sovétríkin féllu að þetta gæti snúist í höndunum á Vesturlöndum. Nú eru Rússar ekki að vinna stríði í þeim skilningi að all Úkraína hafi fallið en það held ég efast að það sé, ég vitum það á Vesturlöndum þá er alveg svo verið í Víetnam. Það dóu 5 milljónir manna í Víetnam fyrir ykkur dóminukenningu sem var algjört bull. Ég meina, McNamara sem var varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, hann talaði fyrir þessari dóminukenningu. Ég kannast við hann og ég vann með dótturinn í Alþjóðabankanum og hann trúði á sem hann skrifaði bók sem heitir In Retrospect sem hann skrifaði rétt hann dó að sagði bara, við bara misskildum Víetnam og við heldum þetta verið í dóminukenninga myndi bara Víetnam myndi falla, svo myndi all Austur-Asía falla og Suður-Asía og svo myndi Suður-Ameríku og Afríka falla og svo myndi Evrópa falla og allt saman sko. Það er sama sem er í gangi núna í Evrópu að það er að segja Putin ætlar að taka bara
alla Evrópu bara og bara fyrsta skottjánu sem mér finnst vera algjör steypa. Það sem hann að gera, hann að taka þann hluta Úkraína sem eru rússar, ethnic Russians rússar og rússneskumælandi fólk og eru mikilvægur auðlindir og aðgangur að siglingaleiðum. Það sem hann að taka. Og þannig að hann hefur reiknað það út að hann gæti gert það og hann þyrfti að gera það og hann að gera það. En hann ætla að taka alla Úkraínu og taka svo öll nágrannaríkin, hann hafi capacity í það með þetta fólk. Mér finnst það fjarstæðin. Sumir halda það. Trúa þessu og það annars sko. Þannig að þegar að rússneski herinn fer í svona, ég veit ekki hvað það kallað, tangasókn, það sem virðast alltaf reyna að ná Kýf, kænugarði, að þá var það gert til þess að lama úkraínsk stjórnvöld, til þess að auðvelda Rússlandi að taka kannski svona 40% af Úkraínu sem eru austurhéruðin og það sem og Svarta hafströndin, að það hafi verið markmið Pútín. Já, ekki að taka fyrst Úkraínu og svo Moldovíu og svo Austarsvartlöndin og svo Finnland. Svo Finnlandi trúði því. Já, sko auðvitað, ég þekki Úkraínumenn sem að segja mig það ef að Pútín hefði náð Kiev, þá hefði öll Úkraína fallið leið. Það eru kannski einhverjir sem hugsuðu það þannig í Rússlandi. En Úkraína fjall ekki sem betur ver og fyrir hann augljóst að þau sko spennan milli Úkraínu og Rússlands að miklu leyti út af það auðlindin en svo líka kannski meira fólkið að það fær ekki mögulega, þú fær ekki að tala rússnesku, þú fær ekki að læra rússnesku í skóla, þú ert rússnesku mælandi. Þetta eins og í Eystrasaltsríkjunum. Það eru margir sem tala rússnesku þar og sem Eistlandi og Lettlandi og upplifa sig sem að þetta sé þeirra mál en líta líka á sig sem letta og eista og þeir skilji ekki okkur fáum við ekki að vera, við erum fættir hérna, ég er letti eða ég er frá Íslandi, okkur má ég ekki tala þetta tungumál, þetta er mitt móðumál og þeir kannski læra hindungumál eða eitthvað, en þetta var mjög mikið vandamál fyrir Pútín þegar Sovétríkin falla, það var svo 10 milljóna manna fatnir út fyrir landamærin sem eru ennþá raunverulega rússar. En svo annað, ef að Vesturlönd tryði því raunverulega að Pútín hafa ætlað að taka alla Evrópu og taka bara þann heiminn, ég veit ekki hvað og valla hefði hann gert þetta með kjarnorkusprengjum því þá hefði hann verið ekki ólíft á jörðinni, hann hefði verið að gera þetta með hefðbundnum vopnum, ok en á hverju byggðu þau það ekki upp vopnabúr til þess að takast á hennar vanda ég meina á hverju eru þau svona berskjölduð núna ég meina það er ekki til vopn það er ekki bara það að Zelenski hafi ekki herminn, hann að lækka herskildaldir fyrir unga menn það haldi að hann að slátra þessari kynslóð og núna verið að tala um að fleiri börn, fleiri stúlkubörn sko, stúlkur og þessar konur og yngri og Íslenska ríki farið að borga í það ég meina þetta er ekki sko þetta er ekki beinið skeðslegt en hann hefur ekki það var að lág fyrir uppafið það átti ekki að senda NATO hermennin því þá er heimstyrjöld og það átti að byggja á sem fólki sem þarna og við vissum að þeir höfðu mist rjóman og besta fólkinu sínu 11 milljónir manna áður en að stríðið hófst okay? Það var eiginlega engin fólkfjölgun þarna okay? Og svo á að slátra þessu fólki sem eftir sem ekki vorulega margir og svo nú eru konurnar næstar og svo börnin og NATO talar um að ok, við ætlum að vera hérna í 5 ári viðbót við ætlum að láta 100 milljarðar hægt að halda þessu áfram næstu 5 árin, skilur við ætlum að vera 2 ár og Zelenski segir að 32.000 Úkraínum fallið sem er algjör fjárstæða með þess að Bandaríkin hafa sagt að það sé minnstakosti 2-falt fleira, það er örugglega mikið meiri það en allavega sko frá fólksfjöldasjónamið þá gekk þetta aldrei upp þetta gat NATO alveg ætti að geta séð og svo náttúrulega frá hernaðlu sjónamið þá vorum við að tala um áðan hvernig stendur á því að rússar eiga svona mikið af vopnum geta haldið áfram, þeir eru að skjóta kannski 5 til 10 svona meira eldflögum á Úkraínu heldur hún skýtur tilbaka og það blasir alveg við hvar það endar, það getur aldrei enda vel spurningin er hvað tekur Pútín mikið
og ég held að hann taki allt sem er rússnesku mælandi að meiri hluta eða miklu leyti, það sem eru svona ethnic Russians og mikilvægur auðlindur og siglingar. Ég efast að mann fari lengra, en auðvitað veit ég það ekki, en ég meina þessi tala fyrir útþenslustefnu og Putin af alltaf að gera svona mikið og taka öll þessi lönd. Pólverjar segja bara, ok, hann tekur Eystrasaltsríkin, hann tekur Pólland, svo fyrir Þýskaland. Svo verður að trúa því. Akkur Þýsk stjórnvöld trúa því. Akkur Þýski henni þá svona lélegur? Já, hann verður lélegur. Hann mjög lélegur. Ok, þá ef við segjum það að inn í NATO hafi verið gríðalegt ofmat á eigin getu, gríðalegt vannmat á hernaðarmætti Rússa. Síðan kemur það í ljós að vesturlönd og sérstaklega Evrópulöndin standa miklu verið en þeir töldu hernaðarlega. Rússar standa betur heldur þeir töldu hernaðarlega og það stríð í gangi. Og þá líklega, nema þú breytir stefnu, að þá eiginlega eina svari það að bara stór auka hernaðar uppbyggingu Evrópuríkjana í NATO til þess að hafa hernaðarmátt til að mæta hernaðarmætti Rússa. Já, og það bara tekur tíma. Og það tekur tíma og það tekur ógnarfé og það eiginlega að sömuleyti umbreyting á Evrópu, að þá verður eiginlega megin markmið Evrópu næstu 10 árin verður hernaðar uppbygging. Já, það má ekki semja nokkuð skapaðan hlut og það má ekki taka Rússland inn í neinn bandalög, það verður að vera utan. Þú verður að hafa einhvern óvin. Þú verður að hafa óvin til þess að geta og vopna svona þessi hergagnaðinn alveg gríðarlega öflugur. En þetta allt saman, finnst mér miskilningur ef maður horfir út frá með Bandaríkjana. Við erum með þá stöðu að það eru 3 stórveldi í heiminum og Bandaríkin það ríkast af þeim og öflugast allavega en þá Kína í mikill uppsiglingu þó að sé að hægja eitthvað hagvexti þar, ég meina mér alveg sama að tímabili var 10% hagvextur í Kína sem því að hagið er töfaldið stærra á 7 ára fresti og þó að verið 5% mér alveg sama, það er samt mjög mikið en það var ekki hægt að integrera Rússland inn í NATO eða inn í Evrópustruktúrin, Evrópusambandið eða eitthvað af þessu, þannig að Rússland gæti verið hluti af þessu og teldi sig hafi eitthvað á að vinna að vera hluti af þessu vesturlandakerfi, að þá búið að ýta Rússland í faðm Kína og fyrir Bandaríkin náttúrulega er ekkert Rússland ógnin í framtíðinu, það er Kína, þannig að þetta allt saman tómi miskilningur af mínu dómi, Bandaríkin hefðu átt að reyna að finna eitthvað flöt með Rússlandi, alveg eins og Henry Kissinger sá það að til þess að geta sigra Sovétríkin, það var hann að semja við Kína. Þannig að þetta er mondstaða eins og út að segja, þá þýðir þetta þar, Rússar eru með hernaðarvél sem er mjög öflug, þeir eru með verksmiðjur til að framleiða, þeir hafa aðgangað öllum vörum sem Kína hefur aðgangað, þeir hafa aðgang austur á bógin, þeir eru að færa gasið og olíuna allt austur til Kína eða til Indlands og þeir undirbúið sér það og landið bara komið á svona war footing það sem gengur bara, þetta er bara hernaðarvél og því ekkert að linna og þá geta, á meðan það ekkert að semja þá geta verið að Vesturland að bregðast við þessu en það tekur tíma. Ef við skilgreina Rússland sem óvinina þá verða Evrópuríkin að aðlaga sig að þessari getu Rússlands og þá þau eiginlega bara bundið því að stóra auka útgjöld til hernaðarmála. Já, það er það sem er að gerast. Og ekki bara 2%, heldur verður næst krafa 2,5% og það verður að tala 4%. Já. Og mér finnst það mjög dapurlegt því það eru mörg sem að þýða kannski 10% af ríkisútgjöldum. Ef þú reiknar með 40% af landsframleiðslu sem ríkisútgjöld. Já, þú ert að tala um 4% af vergri landsframleiðslu og þá er Evrópa að leggja 180 milljarðar á íslenska mælikvarða. Þá er verið að leggja fjórum sinnum meira í NATO og hernaðaruppbygging tengist NATO, þetta er ekki allt NATO þannig séð, þetta er alltaf hér í landana heldur en Evrópusambandi færi til þess að byggja upp landbúnað og byggja upp innviði og við sinna umhverfismálum og öllum þessum málum sem það þarf að sinna innan Evrópusambandsins sem er 1%. Mér finnst þetta algjörlega röng forgangsröðun en ef það er aldrei þetta semja neitt og það er alltaf að beita
vopnum og allir sem að vilja nota diplomatiska leiðir eru aumingjar, þá endar í svona heimi og þetta lagast ekki, þetta vestnar bara. Þetta bara vestnar. Og svo vofir yfir náttúrulega hættan á kjarnorku vopnum. Já, bæði, já, líka, það er náttúrulega spurningi hvort að rússar, ég held að líka þegar þeir hafa minkað, ég veit þegar ég var í Ungverjalandi fyrir eitthvað 1,5 ári, þá höfðu þeir áhyggjur af því að rússar myndi sprengja svona það sem kallað tactical nuclear weapon í vestur Úkraínu. Og því þeir eru með austurlandamæri, Ungverjar, þeir eru með austurlandamæri við Úkraínu. Og þeir hafa að tala mjög mikið á móti því. Og Ungverjar sem að búa inn í landamærum Úkraínu, 200.000 manns eða svo. Já, og þeir hafa verið að tala um það að þeir eru áhyggjur af því að það myndi sprengja taktikal einhverja litla kjarnorkusprengju svona bara til þess að senda skilaboð og þá er þetta komið leið til þeirra því þeir eru bara hérna onni í þessu öllu saman. Það er ákveðin hætt á því að það myndi gerast. Ég held að líka því að minka því að Putin þarf ekki lengur eins ef hann væri að tapa stríðinu þá hefði hann meiri kvarta til að gera þetta en hann er ekki að tapa eins og staðnir í dag þá er það ekki að gerast, það virðist ekki vera að gerast og en svo getur náttúrulega orðið slys og allavega þannig að það er sú vofir alltaf yfir og núna er ekki Þjóðverjar núna að tala um að fara að taka ef að Trump verður forseti að þá verður Þýskaland með aðstoð Bretlands að fara að framleiða kjarnorkuvopn. Þeir voru að hætta að vera með kjarnorkuver vegna þess að bara frá umhverfissjónarmiði þeir sáu slysið í Fukushima á sínum tíma og það var í kjölfar á Fukushima slysinu þá ákvaðu Þjóðverjarnir sem þetta gríðarlega öfluga innveldi sem náttúrulega ef þeir get ekki verið með örugg kjarnorkuver þá getur enginn í Evrópu verið með örugg kjarnorkuver þeir ákvaðu verið ekki með þetta lengur og draga úr þessu en núna eru þeir að tala um að það að ef að Donald Trump verður forseti þá erum við bara að tala um þá myndum við bara vita að þetta er eitthvað hálft ár og svo myndi hann taka við upphafi næsta árs í janúar að þá þurfum þeir að fara í kjarnorku þá verður komið kjarnorkukapplöp líka í Evrópu þannig að mér finnst þetta að vera mjög neikvæða fasi en þetta er fasi sem við erum í núna. Það var margt í mokkanum afmælið, 75 ára afmælið, það voru Diljá Mist, formaður utanríkismálanefndar skrifaði friðarbandalagið NATO og það voru leiðarar og fleira en utanríkisráðherra Bjarni Benediktsson, hann skrifaði líka grein og hann skrifaði grein sem var eiginlega boðun á mjög auknum útgjöldum til hernaðar og varnaðarmála á Íslandi og hann meðal annars benti á að það hefði aukist á undanförðu með stuðningi við Úkraínu og benti líka á að það sem að hefur verið litið á sem ákveðna stefnubreitingu að Íslendingar verið farnir að fjármagna skotfæri sem eru senda á Vígvöllin og giftu tæpar 300 milljónir króna skotfæri fyrir stórskotalið sem að í gegnum Tékka sem var sendt til Úkraínu. Og í greininni þá má eiginlega merkja það að Bjarni og líklega bara ráðherra ríkisstjórnarinnar átti sig á því að það verða auknar kröfur á Íslandum aukir fé til hernaðar og útgjalda og það má eiginlega lesa greinina með þau hugafæra að þetta séu eiginlega peningar sem að þegar er búið ákveða eyða þannig að skiptir ekki máli hvort þú kaupir vopn eða hersjúkrahús eða hvað þú kaupir eða hvort þú verjir einhverju peningu til þess að efla landríkisgæsluna þetta er eitthvað sem er peningar sem að við munum þurfa að reiða fram til þess að mæta auknum kröfum NATO til hernaðar útgjalda á Íslandi. Ég bara ef ég bara hugsa um þetta kallt Trump er búin að segja það að öll ríki sem ég sé ekki að leggja 2% til varnarmála að rússa megir ráðast á þau og ég held að hann sagði ekki ok, Ísland er undanskilið, ég heyrði hann ekki segja það skynsamlegt fyrir land sem hefur engan her og við erum að fá forseta sem er líklegri en Biden sem að segja að það megir ráðast á okkur að fara svo að kaupa vopn til að skjóta rússneska hermenn. Er það gáfuleg stefna? Ég held ekki, það sé mjög heimskuleg stefna. Ég var sjálfur formaður nefndar í Bosníu-Hercegovínu sem Bosníu-Hercegovínu stríðinu lauk þar. Þá fengum við peningar svona álega upp á með núverandi verðlag. Fengum við peningar til þess að hjálpa Bosníu-Hercegovínu og hún var alltaf í stríði og við ákvaðum það að kaupa stoðtæki fyrir 1000 manns og hjálpa 1000 manns sem þetta var aðalega ungi menn sem hefði mist fætur. Og við fórum... Það er nóg af þeim í Úkraínu. Já, þetta er borgaralega aðstöð. Við höfum á þessum tíma og það er til en þá fyrirtæki sem heitir Össur HF sem var tilbúið að selja
þessi tæki á mjög hagstæðu verði og við gerðum þetta saman með Alþjóðabankann, við höfum ekki að skrifstofa þarna og ég var gamall starfsmaður Alþjóðabankann svo við ummyndið samráðu við þá, þetta fór bara inn í verkefni hjá Alþjóðabankanum sem var bara human rehabilitation, það var verkefni sem var að hjálpa fólki sem var orðið fyrir skakkaföllum örkumlast og við fórum í þetta. Það sem að sko, ef þú ert í NATO þá gerð krafa það að þú sem ríki sett að leggja eitthvað fram, þú sett að gera eitthvað. En hvað það ég veit það að þegar við vorum að vinna í þessu verkefni, NATO kunni vel að meta þetta og ég fekk mér þessar símtál bandaríska sendir á hann, varnarmála fulltrúin þeirra hringdi sérstaklega í mig þess að ég var nefnilega að þakka fyrir þess aðstoð, þannig að bandaríkjum kunni alveg að meta þetta. Við erum land sem fór inn í NATO 49 og þá með þeim skilningi þá að vita á þeim tíma við höfum engan her og mér skilst að það hafi verið talað um það þá að það myndi ekki verið að gera svo krafa til Íslands að við myndum stofna okkar eigin her. En það hefur verið vaxandi krafa og það búið að vera alveg í 25 ár minnstakosti að við séum að leggja meira og meira, leggja fram eitthvað í þetta og við getum gert það en ég held að okkar aðstoð af því við erum ekki með her að þá eigum við að koma með mannúðaraðstoð og ég álít ef við getum hjálpað, þú sér það bara, það eru þúsundir manna, kannski mörg þúsund manna, 20.000 sennilega 100.000, það eru örugglega 100.000, ég verður bara að hugsa það sko, sem hafa örkumlast í Úkraínu. Á hverju getum við ekki sagt, ok, við ætlum að einbytta okkur að þessu, okkar peningar er 300 milljónir að hvað það verið mikið, þá verið 3 milljarðar, þá verið það samt bara dropi í hafið, að við beitum okkur þessu sem herlaust land. Fyrir utan það, að ef við erum í varnarbandalega sem er kannski að koma fórseti í Bandaríkjana, sem að veit ekki alveg hvort hann ætlar að verja NATO-ríkið ekki, og við erum smáríki og við erum norðurslóðum og við erum með Rússa í lóni okkur og þeirra umsvið og norðurslóðum fara að vaksa. Ætlum við að fara að kaupa byssukúlur til að skjóta rússaska hermenn? Ég myndi ekki gera það, ég myndi halda mig frá því. Stjórnvöldin þín hafa þegar gert það. Stjórnvöldin þín á Íslandi? Ég meina og mín náttúrulega líka, ég er ekki að þetta er náttúrulega okkar ríkisstjórn. Þessi ákvörðun, þetta er stefnubreyting. Ég veit ekki hvað þú kostið þessum verðin. Þetta er stefnubreyting. Þetta er stefnubreyting og þetta er mjög heimskulegt. Þetta er bara, eins og maður að segja, foolish policy. Þetta er bara mjög heimskuleg stefna að gera þetta og Íslendingar hafa verið heimskir áður, eða stjórnvöld og þeim sem við fórum að fjármagna vopnaflutninga í Afganistan og Írak og það hefur verið sagt í þá okkur að grein í Morgunblaðinu að viðtal, já, þetta er allt í lagi, við getum farið að skjóta rússa við getum kaupum byssukúlur og skjótum rússanska hermenn látum skjóta þá með þessu og verða ógulega góði vinnur okkar þar á eftir. Þetta er engin stefnubreyting, við erum búin að vera að fjármagna vopnaflutninga í Írak og Afganistan og og sem ég fannst er alveg fyrna heimskulegt því þar gáttum við líka verið með mannúðlega aðstoð sem skiptir máli. Ég meina, land þessu Úkraína sem er með 100.000 örkumlara manna sem þarf að fara einhvern veginn þarf að hefast uppbyggingastarf og ef það er búið að skjóta, drepa að slátra á vígvellinum mest af þessum ungum mönnum sem átt að byggja upp landið, þeir eru ekki til lengur, skiptir þá ekki máli að taka þessa aðila sem eru kannski örkumla og reyna að gera þá vinnufæra. En Íslands stjórnvöld þau kjósa að kaupa frekavopn því það er ekki þannig að sagt nei, við þurfum ekki meiri mannúðar aðstoð því að það er alveg komið nógu henni og það sem við þurfum er meiri byssur. Það er ekki þannig sko, það er alveg nóga verkefnum eins og þú ert að benda á, bara þeir sem hafa örkumlast í Úkraínu, það er bara óheyrilegu fjöldi fólk. Þetta er fólk sem á enga framtíð og það hefur ekki efna á kaupa það ekki sem við vorum að kaupa Af hverju heldur Íslands stjórnvöld vilji frekar kaupa byssukúlur heldur en ganglimi? Mér finnst þetta að vera alveg ofboðslega heimskuleg stefna og þú er eiginlega að spyrja þú er bara að taka Þú getur ekki ráðið í það af hverju þau ættu að vilja það frekar. Það getur vel verið að þau séu undir pressu frá NATO að koma með eitthvað annað en mannúðlega aðstoð. Þessi nefnsi ég var formaður fyrir þessu fjallaðan Bosníu, okkur fannst bara ekki verjandi að við værum að koma inn sem vopnlaus þjóð að því við höfum ekki vopn, við framlefum ekki vopn en við vorum með fyrirtæki sem hafði yfirbúra tækniþekkingu á okkur sviði sem var Bosní og það voru Bosní með sem þrýstu líka á að fá þetta og það er svona, þegar þú ert að veita aðstoð í svona landa
að þá er nú mjög góð kostur að fara til þessara landa og spyrja hvað þið vilja fá frá okkur og stinga jáfnvel upp á við og viljið þetta og þarna var engin spurning að þeir vildu mjög fá þessa aðstoð þannig að þeir áttu þessi á því, þeir vissu ekki fyrir þeir vissu ekki össur eða kannski ekki allir ekki vitað það en þegar við vita að við vorum með fyrirtæki sem hafði ákveðna yfirburði og þetta var til, þá var mjög mikill áhugi fyrir að fá þetta. Þannig að hernaðarlega skiptir náttúrulega líka máli, bara auðvitað skiptir þetta máli hernaðarlega, það er bara óbeint. Ég er bara að segja það, land sem er vopnlaust, við erum herlaus, við erum í NATO, við þurfum að leggja eitthvað fram og við þurfum að gera gagn og NATO-ríkin geta alveg gert á kröfu til okkar. Þá hljótu við að hafa hverju val hvernig við gerum það. Og ég hefði talið þetta verið miklu skynsamlegra heldur en að fara að kaupa þessi vopn fyrir utan að þetta er hættið til okkur sem smáríki sérstaklega þegar NATO stærsta NATO-ríki er að gefa í skyn að það mun ekki verið okkur í stríði og þess vegna ég held að sé mjög heimskulegt fyrir smáríki og sérstaklega ríki sem er líka vopnlaust að fara að sparka í einhvern risa sem er óstöðugur vegna þess að hann er í stríði. Og er það varasamt fyrir smáríki að treysta á vernd stórríkis vegna þess að stórríkið tekur alltaf ákvarðanir út frá eigin hagsmunum en ekki út frá smáríkinu. Sko hagsmunir tveggja ríkja fara eiginlega aldrei alveg saman og það er alveg ljóst að Bandaríkin framkvæma samskipti með okkur fara miklu leit út frá þeirra þjóðaröryggi. Til dæmis þegar ég var aðstofnur utanríkisráðherra það voru fleiri þúsund hermenn bandarískir hermenn að Keflavíkur þess að ég var að tala við varnarliðið alla daga á þessum tíma. Þetta var það mikil umsvif með okkar land og og svo síðan seinna og þá vorum við að berjast líka fyrir að við vildum hafa loftvarnir og við vorum að reyna að skilgreina hvað við vildum hafa Keflavíkurflugvelli. Og þá en leið og Bandaríki sá ekki sig hagið því að vera með þessa hermenningu og þá bara dróðu þau í burtu. Þetta er eins í kreppunni 2008-2009 þegar að bankakerfið okkar 80% af bankakerfinu hrynur bara á einni viku og það var hringt, þá vildi Washington ekki taka upp síman en það er engan áhuga að tala við okkur og þau gerðu ekki aldrei skiptasamningu í Danmörku, Noreg og Svíþjóð en við vorum ekki til lengur. Sko Bandaríkin hugsa fyrst um sína hagsmuni og sitt þjóðaröryggi. Þegar okkar hagsmunir fara saman þá erum við í góðum málum en þegar þeir fara ekki saman að þá erum við í vanda og þeir fara ekki saman eins og stjórnvöld og hverjum tíma skilgreinaðu þar að meðal kannski komandi ríkisstjórn Trump þannig það er bara eins og stjórnvöld hverju sinni í Bandaríkjunum skilgreina sína þjóðarhagsmuni. Já, þau gera það. Trump að vísu hann var farin að átta sig á mikilvægi norðurslóða, vildi fara að kaupa Grænland og hann sendi Pensinga til að þakka okkur fyrir að taka ekki þátt í Beltabraut. Já, þannig það var alveg skilaboð og hann átta sig á því að norðurslóðskiptum ég held að það veki ákveðna vonum að það fari okkar hagsmunir saman við þeirra en það er ekki að treysta á það þannig að þess vegna myndi ég segja sko að smáríki á alltaf að forðast að sparka í stærra ríki ef þú kemst hjá því, þú gerir það bara eins og í Bretland í landhelgisgæslunni þegar efnahagslega sjálfstæðir í húfi eða ISAFE, þar sem að þjóðin gat verið bara gjaldþrota út af óvissu þá sparkar í stærra ríkin ekki öðruvísi. Það sem að mér finnst vera mikilvægt að við erum að gæta okkar. Þá finnst þér heldur ekki rétt að kalla sendi herran heim frá Rússlandi og loka sendiráðina? Alveg arfa vitlaus hugmynd en það datt engum í huga að gera þetta nema Íslandi og þarna var einhver skrítin hugmyndi kannski við svo já ok, við erum eins og þegar við viðurkennum Eystrasaltsríkin að þá bara viðurkennum við þau og svo kemur bara dóminó og svo kom allir í kjölfarið og Ísland verður svona einhver hetja en meira þess að Eistland, Lettland og Litauen og Pólland sem eru ofboðslega hörgagvart Rússlandi og hata Rússland af sögulegum ástæðum sem ekkert erfitt að skilja þeim datt ekki til hugar. Ég var sjálfur í Lettlandi þetta gerðist og Morgunblaðið þeir hringdi og spurði með þessu. Mér finnst þetta að vera alveg fáránleg hugmynd að gera þetta og ég var að tala við þarna aðilega í kringum ég var að fundi, var með erindi hjá Norræna ráðherraráðinu og var að tala við aðilega í kringum þeim finnst þetta ekki vera sniðug ákvörðun hins vegar að segja Norðurlöndin vil ekki segja þau halda sér til hlés varðandi að gagnrýna íslensk stjórnvöld með opnum hætti en ég held að þeim hafi ekki fundist þetta að vera
mjög skynsamlegt, enda verður við þó að við séum í deilum, þó að við séum að segja við Rússlanda þegar við séum að ólöglega innrás í Úkraínu og við séum að fordæma og tökum þátt í viðskiptaþvingunum, þá þurfum við líka að horfa á okkar langtíma hagsmuni og þeir eru, þetta sendir á var mikilvægt, þetta ódýrt í rekstri, rússneska ríkið á þetta, ég veit sendera sem að vera í þessari byggingu og hún var mjög henta okkur mjög vel, við erum mjög lítið sendera, vel staðsett, góð leigukjör og og þó að Rússland sé í stríði núna, þá getur þetta hlutinni breyst á næstu 5-10 árum og þú verður að reka utanríkisstefnu til lengri tíma litið og við utan það þessi tveir diplomatar sem voru að vinna þarna voru að sinna einhverjum 8 öðrum löndum og ég meina sko mér finnst þetta bara mér finnst þetta ekki vera gáfulegt og frekar en þessi hugmynd að við fyrir að kaupa vopn sem eru framleidd annars staðar á meðan við getum alveg að ég kaupa alveg það að við þurfum að leggja okkar fram en við þurfum að gera það út frá þeim forsendum sem við höfum. Bandaríkin eru svona óskorað forysturíki í NATO og álítið kannski að NATO sem bara hluta að heimsveldinu. Það hafa verið út af aðgerðum Ísraelshers á Gaza og þá hafa bandarísk stjórnvöld bætistjórnin lent í svona vandamálum og fyrst voruð með mjög einarlegan stuðning við Ísrael en síðan eru þeir að reyna að gera tvennt í einu að styðja Ísrael og í þeirra aðgerðum en jafnframt einhvern veginn að líta þannig út gagnvart almenningi í eigin landi að þau séu einhvers svona hemill á Ísrael. Já. Það endaði í því að Bandaríkin sátu hjá í atkvæðagreiðslu vopnahlé á Gaza sem að síðan hefur reynst ekki hafa neitt gagn. Nei. Sko Bandaríkin náttúrulega hafa verið að tala um þessa rule-based international order og það að segja að það er vera svona einhverja reglu sem allir fara eftir og þá er það stofnanir sem Bandaríkin sett á fót sem eiga og Vesturlönd sem eiga að vera þessi rule-based international order, Alþjóðabankin, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðadómstóllinn, allt þetta rasl. Og ég fara eftir þessu og Bandaríkin hafa verið að beita neytendavaldi og til öryggisráðin sem við heldur tala um áður löngu úrelt, það er eins og heimurinn var 1945, að þeir hafa ekki treyst sér til þess að greiða atkvæði endalast á móti þessum friðargæslu dæmi þarna eða vopnahlé en ég sá bara, ég horfði á þetta fund öryggisráðsins og ég horfði á þeirra bandaríski þetta sendir, hún er fasta fulltrúi Bandaríkina, þá talaði hún þetta verið non-binding þetta var ekki bindandi, en sko málið það eina stofnun Sameinuðu þjóðanna sem getur gert eitthvað sem er bindandi alþjóðlegum vettvangi er öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. En Bandaríkin hafna því? Bandaríkin samþykkja þetta en segja þetta sé non-binding og það er mótsögn og það gengur í gjöf. Og þau samþykkja þetta ekki, þau sáttu bara hjá? Sko, ef þú talar um alþjóðasamninga, alþjóðalög, þetta skiptir engu máli ef stórveldi telja að þetta sé ekki ógni þeirra þjóðaröryggi hagsmunum, þá skiptir þetta engu máli. Alþjóðalög og alþjóðasamningar skipta engu máli. Það sett mér svo Budapest memorandum þegar var samþykkt að Úkraína leta hendi allir kjarnakóp í skiptum fyrir territorial integrity þegar vandamælið varin. Það var sagt, sko, ok, leið og Rússar segja að þið sviku okkur með því að stækka NATO, þið eruð ógn okkur, allt þetta, það svikur þetta. Sko, hvort sem Bandaríkin, Rússland eða Kína og Suður Kína hafi, ef að þeirra hagsmunir eru einhverjar aðrir heldur en alþjóðalög eða alþjóðasamningar segja, þau fara til alþjóðalögum ef það hendar þeim sjálfum. En ef það ógnar þjóðaröryggishagsmunum, þá var algjör barnaskapur að halda það að stórveldi þau pæla ekkert í þessu og þú sem innrásin í Írak 2003, seinni innrásin hún fór ekki í öryggisráðið, hún var ólögleg. Stephen Walt, professor í Harvard, þau skrifaði þetta sem ég færi sérfræðingur alveg þessum samskiptum, hann segir að innrásin í Írak 2003 sem var gerð af Bandaríkjunum og þeirra bandamönnum Bretlandi og ykkurum að hún hefði verið alveg jafn ólögleg eins og innrásin í Úkraínu 2022 og þetta er professor í Harvard sem er svona með betri eða besti áskilin í Bandaríkjunum og virtur sérfræðingur og bandarískur ríkisborgari. Ég hef ekki rannsakað en hann segir að ég finnst þetta mjög trúlegt. Þannig að þetta segir bara það, þá er engin rule-based international order, þeir fara ekki í öryggisráði.
NATO sáttmálinn, Washington Treaty, hann gerir alltaf ráð fyrir þessi að fara fyrst til öryggisráðsins eða að gera eitthvað. Og það eru öryggisráður nefnt í sáttmála, en það ekkert farið eftir því. Þannig að sko, og við tókum með þess að þátt í Íraksstríðinu 2003. Við vorum að fjármagna vopnaflutninga þarna. Við förum ekkert eftir þessari rule-based international order sjálf ef það hendar okkur ekki. Að við vorum náttúrulega að gera þetta því að Bandaríkin báðu okkur að gera þetta. Og þess vegna gerum við þetta. Þannig að sko, þetta náttúrulega bara allt einn stór hræstni. En að því vorum að tala sko smáríki, það sem er svo merkilegt í Ísrael, það eru fræðimenn í Háskóla Íslands sem að þú kannast við, sem að fjalla mikið skjólskenningar. Það er að segja smáríki getur verið svona skjóli, stórríki, svona svo stór mamma, svona sem eins og Bandaríkin eða eitthvað ríki sem er ólega gott vindveit, svona benevolent, sko, gott ríki, sem að passa alltaf litla barnið, ég vil þó að hagsmunir reykist á. Og mér finnst þess að kenningar alveg meingallaðar, þeim hefur verið haldið mjög mikið á lofti á kollegum minnum og vinum minnum upp í HÍ, ég skil ekki þessar kenningar. En eina dæmi sem ég þekki sem þetta, að því þú nefndir Ísrael, það er dæmi Ísrael, það sem að Bandaríkin virðast vera tilbúin að fórna sínum eigin hagsmunum fyrir Ísrael. Og þar gengur þessi kenning sennilega upp, sko. En varðandi út ykkur Ísland og mörg önnur dæmi, þá gengur hún ekki upp. Og bara sem dæmi... En hún gengur kannski ekki upp í tilfelli Ísrael vegna þess að það er eins og að Ísrael sé bara borast niður í þessum heimsluta og valda þar einhverjum átökum sem að munu engan enda taka. Já, ég er að segja sko að Bandaríkin eru tilbúin að greina dæmi það að stóri fórni eigin hagsmunum fyrir litla. Já, að Bandaríkin eru tilbúin að gera hluti sem að skafa hagsmuni Bandaríkjana út á við af því að Ísrael vill það ekki. Það er því að þeir telja alla á Gazasvæðinu vera terrorista, þetta er allt sem að hryðjuverkamenn og þetta er náttúrulega ábúðslega harðar umræður þar á með hér á landi og þeir telja sem þurfa að verja hagsmuni Ísrael þó það fari gegn þeirra hagsmunum og þannig að hérna, það er eina dæmi sem að ég þekki um slíka stöðu að stærra ríki sé tilbúið að vernda hagsmuni minna ríkisins og mér finnst þetta er náttúrulega þessi staða mjög ógnandi og þetta er líka dæmi stöð þar sem hlutinir komir úr algjörlega kontról og eiga bara þeirra versna. Staðan í heiminum á Gaza og í Úkraínu aukin hernaðar uppbygging Evrópu ættu að kalla það að hér væru lifandi og öflugur umræður varnar og öryggismál. En það er ekki alveg að merkja það. Þegar það er verið að kalla eftir umræðum öryggis- og varnarmála þá er yfirleitt bara svona eintóna kór það að við eigum að vera í NATO, styðja stefnu NATO, að hagsmunir okkar séu best bornir með því að vera eiginlega í þessum hópi og styðja Úkraínu. Já, segir styðja Úkraínu? Að styðja hernað Úkraínu. Já, ég veit það, sko, það er stríðsglæpur. Ég vona að Úkraína vinni fullnaða sigur á vígvellinum. Já, það má segja að það hafi, sko, við segjum að það hafi verið ólögleg innrásin og það hafi verið glæpur, kannski sumir sem myndu kalla það stríðsglæp eða glæpar á ráðast á Úkraínu sem gert var. Sumir myndu segja það. Þetta er innrás. En það er líka glæpur að reyna að koma í veg fyrir að semja, þessi samið, og koma í veg fyrir að það sé reynt að semja og segja alltaf hreint, heyrðu, Úkraína bara vinnu stríðið. Þegar alla staðreyndir, bara einfalda staðreyndir sem þú getur lagt á borðið sína að þetta gengur ekki upp. Og það er sagt að haldi áfram, þú getur séð þetta sko, forsetar Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og svo NATO Framkvæmdastjórn, allir þessir aðilar og svo okkar ráðherrar og aðrir segja þetta, hérna, vinna stríðið, sko. Þetta er náttúrulega þeir sem að gera þetta bera líka ábyrgð og það spurði ekki hvað hafa þessir aðilar haft fyrir sér sem bendi til þess að þetta væri hægt og mér þetta gaman að heyra þau svör. Það er ekki auðvitað náttúrulega rússar gerðu þessu einrás en ég meina það er náttúrulega búið að syngja en að sönga Úkraína getur unni stríðið og við sjáum ekkit maður sér ekkit fyrir endan á því og þegar að alltaf verið að yngja
hvað þessi piltar með að vera að yngja það upp meira og meira og við erum farin að fjármagna konur og senda stúlkubörn á vígvöllin. Mér finnst þetta ekki líta vel út sko, en sumir halda þetta og svo er þess að framkvæmdastjóri NATO farin að tala um að 5 ára stuðning til þess að halda stríðin áfram eftir 5 árin. Það er verið að leggja fram fyrir íslenska þingið langtíma stuðning við Úkraínu sem að byggist á þessum hugmyndum að við verðum að skuldbinda okkur til lengri tíma að styðja. Á það bara slátur allir í þjóðinni og hver á að vera þarna? Ég veit ekki sko 5 ári viðbót. Ég meina þetta sko við erum að tala fólksfjöldamunurinn eitthvað 5-faldur og Vesturlönd er að segja að þau ætli ekki að senda hermenn en samt hefur Macron sko við sjáum bara hvernig leiðtogar Evrópu eru gjörsamlega út að aka. Macron fyrir að tala að senda hermenn og ég meina það bara heimsstyrjöld og Olaf Scholz vill það ekki sem hann ennþá það skynsamar vilja það ekki en svo Íslandsríki sem vilja endilega senda hermenn það er sagt að séu þegar hermenn frá sumum þessum löndum og frá Bretlandi þegar inn í Úkraínu en það er erfitt að sanna það og svo er spurningin hvort þeir eru að berjast á fremstu víglínu eða hvort þeir eru bara í ráðgjafa hlutverki en við erum komin á ansi hálan í þessum máli og þetta er alltaf stigmögnun og svo er verið að taka gjaldeyrisvarða frá Rússlands. Það er búið að ráðstafa honum núna mörgum sinnum, þetta er 300 milljarðar og það var bara fyrst átt að þess að byggja upp Úkraínu. Við erum ekki að ræða þetta hérna á Íslandi vegna þess að þegar þú leggur þetta fram og styður ekki þá stefnu sem að NATO-ríkin eru með, þá ertu raunverulega málpípa Pútins. Já, sko, ég held að það er ekki dýst að hefði verið hægt að semja við Pútin, en ég held að það hefði samskipti við Rússland, Vesturland og Rússland, það var algjörlega missefnast. Og ég held að það hefði verið þurft að leggja meira í það að reyna að semja og ég hef búin að heyra það á mörgum áttum bræðina sem ég þekki og sem ég treysti að það hafi verið komin í mars apríl 2022 það hafi verið komið samkomulagsdrög sem hefði verið aðgengileg fyrir Úkraínu en það var ákveðið að fara ekki þá leið og þá var þessi trú Úkraína getur unnið fullnaða sigur en þær forsendur ekki alveg að standast þannig já það er þetta að kalla fólk alls konar nöfnum ég finnst það sem að kalla fólk svona nöfnum setja sjálfa sig niður en ekki þann sem það er að tala við en ég meina sko það er voðalega erfitt að komast að þeirri niðurstöðu að stríðið eins og staðan svona núna og sérlega ég veit heldur að í 5 ár að það geti á nokkuð nátt orðið gott fyrir Úkraínu ég sér það fyrir, ég held að það sé bara og ekki fyrir Evrópu? Nei, það get ég ekki séð Herðu, Hilmar Þór, takk fyrir að koma hingað á þessum afmælisdegi í NATO Takk að kærlega Herðu, þetta eru lokin hjá okkur í kvöld ég þakka Hilmari kærlega fyrir og öllum gestunum sem hafa komið hingað við rauðaborðið minni ykkur á að samstöðin er eins konar galdur sem að þið takið þátt í að búa til ef þið segið vinum og vandamunum frá efni sem að þið hafið séð hér og heyrt sem ykkur líkar að þá kíkja þau kannski á það og við það stekkar dreifisvæðið okkar þið getið mynd á að við erum á Facebook og YouTube og við erum í útvarpinu 89,1 á FM á Stórhöfuðborgarsvæðinu það má sækja þessar útvarpssendingar líka á spilarann það er spilarinn.is á netinu og svo er spilarinn líka app sem á hlaða niður í símanum hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum allstað það sem er net svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem fá sjónvarpið sitt hjá símanum þar erum við númer 5 á fjarstýringunni mögulega mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni 24 tíma sólarhring 7 daga vikunar allan ásins hring samfélagsumræða við rauðaborðið og í öðrum þáttum samstöðurinnar Því sem vilja hjálpa okkur enn frekar geti gert áskrifundur, það kostar 2.500 krónur, þið farið þá inn á samstöðin.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, þar getið skráð okkur fyrir áskriftin, þið getið megi borga meira þið viljið og þið getið látið, því sem að viljið getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina, allt sem þið sjáuð hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. Þetta er lokin á Rauðaborðinu í kvöld, ég segi góða nótt, ég verð hérna á morgun klukkan 4, þá verður vikuskammtur þar sem að ég fer yfir fréttir vikunar með góðum gestum. Þetta er lífleg fréttavika og verður örugglega fjör hér klukkan 4 á morgun. En góða nótt að sinni. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.